Komiði sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu þetta ágæta mánudagskvöld 10. mars. Ég heiti Björn Þorláks og með mér kollegi minn, María Lilla, sæl og blessuð. Hæ. Við ætlum að fjalla ríkisútvarpið, rektorskjör, blaðamannaverðlaun, rödd almennings og kukl hér á dagskrá samstöðurinnar í kvöld, svo nokkuð sé nefnt. En fyrst smá trúnaðarmál. María Lilja, hefur þú svindlað í skíðastökki? Nei. En ég myndi líklega gera það. Já. Ef ég hef eitthvað tíma skíðastokkið. Já. Þið hefur aldrei langað til þess að stökkva skíðastökk? Nei, ég bara hef ekkert farið neitt voðalega oft á skíði. Nei. Og það var nú kannski stökkið ekki það fyrsta. Nei, það ekki svona, ekki nema það, þú veist, kollnísi, eitthvað svona. En í dag nefnilega skíðastökk svolítið til umræðu. Við ætlum ekki að fjalla það í þætti kvöldsins. Nei. En skíðastökk til umræðu vegna þess að allir verðlaunahafar Noregs á HM í skíðastökki sem nýlokið í Þrándheimi, þeir svindluðu. Hvernig fóru þeir að svindla? Það eiginlega það sem jafnvel enn furðulegra heldur en svindlmálið sem slíkt. Það það að þeir kepptu í búningum þar sem notast við, taktu nú eftir, stífari sauma í búningunum en leyfilegt Vá. Þannig að þeir voru svona sperrtari heldur en... Ætli það ekki? En hvað þú veist, hvað nördismin komin langt þegar þú dæmd fyrir að svindla í skíðastökki vegna þess að einhver saumaði búningin aðeins og ákveðið Einmitt. Allt liðið. Ég keppti í sundi og ég var og systir mín var svona kom til greina í landslið í sundi og svona við vorum mikið í þessu systur á tímabili og þá voru búningarnir svo seinna meir urðu þessir tilteknu búningar bannaðir en þeir voru með svona eins og svona hákarla viðmóti og þegar voru í þeim svona eitthvað svona eins og svona saumar sem að gerðu þá að það verkum að þú fórst kannski aðeins hraðar. Já, einmitt. En ég held að þetta sé ekki leyfilegt á Ólympíuleikunum til dæmis. Nei, en að minnka loftmótstöðu í skíðastökki með því að reyra búningin og að það sé orðið ólöglegt og þú sér dæmdur keppni og staðis að vera stolt normanna og búin að vinna eitthvað gull þá sértu köllu svindlari. Rosalega stutt á milli. Já, þetta sorglegt. Já, gæfu og gjörfileika. Og hvað, ég meina, hvernig taka téðir skíðastökkvar? Ég veit það ekki. Nei. Þetta eiginlega bara svona steipufrétt dagsins. Já. Að mínum mati. Já. En ég samt ber fulla vinningu fyrir því að þið sem hafið ástríðu fyrir skíðastökki, ykkur finnst þetta ekki fyndin umræða. Nei. Maður skildi nú bara virða það líka. Já, það verður að vera. Heyrðu, en þú ætlar að eiga rúsínuna í pilsuendanum í kvöld. Hvað það? Heyrðu, ég ætla núna ætla ég mér að fara að skoða svona kukl og óhefðbundnar leiðir til lífsgæða og lífshamingju. Kukl? Já, kukl það svolítið svona hlaðið, oft neikvætt þetta orð, en ég meina kukl. Að ósekju? Að ósekju, af því að kukl þetta bara fallegt og skrítið. Ég fæ til mín Guðrúnu Tinnu Thorlacius sem ætlar að segja mig frá talnaspeki og hún hómópati og spáir fyrir mér í tarotspil sem var ansi skemmtilegt. Mjög persónulegt en svona erum við nú bara persónulega á stöðinni. Já. Hefur þú áður látið lesa í tarotspil fyrir þig? Já, en kannski ekki af svona mikilli fagmennsku og hún reiknaði þetta saman tölurnar mínar og sagði mér svona hvaða svona persónueinkenni ég hefði og annað slíkt. Þetta er mjög skemmtilegt og fróðlegt samtal. Já, ég hef tekið þátt í kukli, held ég að megi segja, sem unglingur. Já. Við kölluðum það andaglas. Já. Og þá var það mikið tísku norður í landi að fara í andaglas
og stundum var maður ekki alveg viss hvort við vorum að hreyfa glasið Nei. og fá svör við spurningum með hvort það var raunverulegur. Draugum þannig í Mývatnssveitinni. Já, alltaf nóða þeim. En það verður gaman að fylgjast með kuklinu ykkar. Já. Nú þú kemur líka við sögu í næst síðasta efni þáttarins, þar sem við ætlum að ræða blaðamennsku og blaðamannaverðlaun. Og með okkur verður Oddný Eir Ævarsdóttir og gesturinn Sunna Kristín Hilmarsdóttir sem stýrir dómnefnd þessi blaðamannaverðlaun. Tilnefningar hafa verið kynntar og verðlaunin verða veitt á miðvikudag. Já. Og við öll þrjú sem blaðamenn hér á samstöðinu, við vorum svona með ákveðna spurningar sem við gátum spurt hana Sunnu Kristín út í. Já, við vorum svolítið að velta fyrir okkur svona pólitíkinni í þessu öllu saman. Ég meina hvort að það gæti verið að það skaðir hreinlega gott blaðafólk að vera, einhver staðsettur í pólitíkinni eða steinblaður sem slíkur. Og það var svona ýmislegt. Ég reyndar talaði fyrir því að Smartlandið yrði verðlaunað. Já, einmitt. Þér finnst, hvað er Marta María? Já, Marta María. Já, en þá er ég kannski aðalega að tala að það mætti nú kannski opna fyrir svona breiðari flokka, eða fleiri flokka í tilnefningunum og blaðamannaverðlaunum sjálfum, því að blaðamennskan þetta alls konar og það ekki síður lífstílsefnið sem svona beri hitan og þungan eins og í vefmiðlunum. Það umfjallanir tísku og húsbúnað og hvað, og það bara þar fram eftir götunum, tónlist og annað. Þetta svona eitthvað sem svona pop og dægur menning. Og ég held að Gunnar Smári sem ýkir aldrei, ég held að hann segja 70% af öllum lestri Moggans og mbl.is sé Smartland. Já, það víst rétt. Heldur þú það? Já. Þetta sé ekki aðeins ýkt? Nei, ég hef heyrt þetta líka. Sé svona svakalega? Já, það koma inn allar auglýsingatekjur í gegnum þetta. Já, að verðlaunast líka mannesku. Ég myndi nú segja það. Það hljóta að vera alveg gríðarlegir hæfileikar sem hann hefur. En við allavega svona, við fengum tækifæri til þess að fræðast svona þessar tilnefningar og hvað eru heitar kartöflur og þannig að ég ekki bara segja þetta sé nokkuð forvitnilegt spjall. Jú, það var það. Já. Nú, svo fór stallsystur okkar, hún Oddný Eir Ævarsdóttir, út af örkinni. Ég fór með henni. Já, þau voruð báðar í þessu? Já. Einmitt. Og segð okkur frá því. Herðu, við fórum nú bara í Holtagarða, þar sem að bókamarkaðurinn og veittum þar saklausa Íslandinga í net. Við notum til þess hvolpinn hennar, Oddnýjar, sem svo agalega sætur að fólk svona kemur og tala við okkur á fyrirbræðið og við stöndum með hljóðnema og myndavél og lotti. Og úr þessu verður þetta stórkostlega spjall. Hún Oddný náttúrulega svo flink að ná fram góðu spjalli við fólk og svona halda því á snakki. Fljóta að skapa traust. Já. Og það bara alveg hrein unun að fylgjast með því. Hún og við náðum mörgum í þetta spjall varnarmál, því okkur finnst svo lítil vöntun á því kannski að almenningur sé hafður með í ráðum og svona fá að tjá sig þessi tilteknu mál, þessi hitamál. Og það bara margt skemmtilegt sem kemur út úr þessu spjalli og ekki endilega bara varnarmál, því að þarna hittum við fyrir Ólympíu methafa og fleira spennandi fólk. Og þegar þið tefli fram hvolpinum sem tálbeitu til að nálgast fólk, þá kallið ykkur hundingjana, ekki satt? Jú, það hefur svona hundingjaspjalli. Það hefur verið svona óformlegt heiti. Já, einmitt. Skemmtilegt. Nú, Gunnar Smári Egilsson, hann ætlar að ræða líka við Silju Báru Rómarsdóttur, prófessor í stjórnmálafræði, sem býður sig fram til rektors Háskólans, Háskóla Íslands, þar að segja. Já, ein af mörgum. Já, ein af mörgum og þau ætla að ræða, held ég, margs konar tímamót Háskólans, hvernig Silja Bára vill að stofnunin tækli tíðarandan og alls konar áskaranir.
Það er nú ennþá eitthvað aðeins í þetta kjör en hérna Gunnar Smári búin að vera mjög fylginn sér í því að ræða við rektorsefnin líkt og þegar við völdum okkur biskup í fyrra þá sýndi hann mjög mikla siglu og frumkvæði og kraft í að ræða við öll biskupsefnin þannig að hann er góður í þessu en við ætlum að hefja leik á ansi miklu rifrildi sem hefur geisað núna síðustu daga. Viðskiptaráð kom þarna með úttekt stöðu fjölmiðla. Bara við erum í frjálsu falli. Fólk eins og þú og ég, blaðamenn og einkareknum miðlum á Íslandi, það er bara ekki að verða neitt eftir að fólki eins og okkur sko. Og Viðskiptaráð reiknaði út á sama tíma þá væri Ríkisútvarpið að bólna af mannafla og hefur semst tekið saman svona skýrslu aðstöðumunin og hérna er mjög gagnrýnið á veru Ríkisútvarpsins á fjölmiðlamarkaði. Auglýsingamarkaði. Afsakaðu, ég meina það, auglýsingamarkaði. Og ég boðaði hérna Stefán Eiríksson útvarpsstjóra og Ragnar Sigur Kristjánsson sem er hagfræðingur hjá Viðskiptaráði bara í debatt. Hann Stefán Eiríksson, ég hitti nú aðeins hérna frammi og hann sagði nú svolítið áhugavert, hann sagði að samstöðin væri eini í fjölmiðlinn sem hefði búið hann í viðtalið að sýnt í áhuga og að fá hans tilsvör við þessari skýrslu Viðskiptaráðs. Já, sko af því þú nefnir þetta, það svona liggur við að bara mér hafi fundist það hálf vandræðalegt hvað þeir báðir í þessu spjalli tala vel samstöðina. Og hérna ég held að Viðskiptaráði finnst kannski pínu ruglingslegt að hvað þeim finnst samstöðin vera góður fjölmiðill. Já, við erum að þetta frjáls fjölmiðill í frjálsum rekstri, það er kannski það sem að þeir elska mest. En það er einhver galdur sem að stundum verður til hér og vonandi fá hlustendur og áhorfendur að sjá eitthvað af þeim galdri í kvöld. Já, þeir fá allavega að sjá galdur. Ég lofa því. Já, kuklið þitt. Kuklið mjög. Þótt ekki vera annað, það er augljóst. Já. En kæra þakki fyrir að hjálpa mér með kynninguna. Já, bara þakka þér sömuleiðis. Og eftir andartak hefst á prógramið á áhugaverðri umræðu Ríkisútvarpið en á meðan áður en við fáum örlítil skilaboð þá viljum við hér þakka ykkur áhorfendur og hlustendur fyrir stuðningin í gegnum tíðina og minna á að ef einhver ykkar hafi velt því fyrir ykkur að haka við áskrift á vefstöðinni samstöðin.is en þið eigið bara eftir að gera það þá erum við afskaplega þakklátt ef þið gætu látið þótt ekki verið nema bara 2500 krónur renna til okkar mánaðarlega sumir ákveða að verja hærri fjárhæð til okkar og verða þar með áskrifendur og eigendur þessa fjölmiðils, hann er í eigu okkar allra, mér skilst að það séu eitthvað á milli 15 og 1600 manns núna áskrifendur því fleiri sem er verða því öflugri verður dagskrárgerðin og við værum ekkert án ykkar stuðnings og viljum kærlega þakka fyrir hann. Við viljum líka minna á það að við erum ekki bara í loftinu á Facebook eða hlaðvarpsveitum, við erum þeir sem eru með síman, þeir geta séð okkur á Rás 5 og við erum útvarp 89,1 og það er hægt að sjá okkar efni í alls konar öppum og við erum rétt að byrja okkar göngu sem að eins og ég sagði áðan verður þó ekki farin nema með ykkar stuðningi. Og mér langar líka til þess að þakka Pétri Fjellsteð sem er hér tæknimaður í dag hjá okkur og öllum öðrum velunnurum stöðvarinnar ef þið gætuð séð af sekundubrótinu sem þarf til þess að deila efni frá okkur sem þið eru hrifin af þá takið þið þátt í dreifingu á okkar efni og það getur líka skipt sköpum en farið ekki langt, Ríkisútvarpið og ömurleg staða fjölmiðla á einkamarkaði á Íslandi hér eftir andartak. Gerist áskrifundur á samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að hefja rauða borðið í kvöld á umræðu stöðu fjölmiðlunar á Íslandi. Mörg ykkar hafi tekið eftir fréttum sem hafa verið sagðar undanfarið sem hafa fjallað skýrslu viðskiptaráðs þar sem meðal annars hefur verið sett fram að einkareknir fjölmiðlar nánast lepji dauðan úr skel eins og það var orðað á fundi sem ég satt í síðustu viku hjá viðskiptaráði á sama tíma og Ríkisútvarpið sé bara að bólna út og það er mikið rætt tök Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði og af hverju Ríkisútvarpið er á auglýsingamarkaði. Myndi það skipta einkarekna miðla miklu máli ef Ríkisútvarpið myndi hætta á auglýsingamarkaði? Þetta er svona brot af þeim spurningum sem við ætlum að reyna að fá svör við hér í dag. Það eru komnir tveir góðir gestir. Stefán Eiríksson, útvarpsstjóri, vertu velkominn. Og Ragnar Sigurður Kristjánsson, þú ert hagfræðingur hjá Viðskiptaráði og ert sem sagt með höfundur þessara skýrslu fjölmiðla sem ég nefndi áðan. Já, það passar. Sko, velkomin einnig. Takk. Ef við byrjum kannski á því að ræða þessa þróun þegar þið segið að það hefur fjölgað hvað er þetta, 1200? Fækka segi ég 1200 manns í einkarekna bransanum. Í öllum bransanum. Í öllum bransanum hafði fækkað 1400 manns frá 2009 og 2360 í 900. Ja. Og það er í raun í annari vinnu við aðra greiningu en akkurat þessa sem að við rekumst á þessar tölur hjá Hagstofunni. Ja. Og manni bregður svolítið í brún og sér að hér hefur orðin gríðarleg breyting á fjölmiðlamarkaðnum og það var það sem að ýtt okkur út í frekari skoðun á fjölmiðla umhverfinu í heild sinni og svona, þú veist, hvað það er sem að leiðir til þessarar hnignunar sérstaklega hjá einkareknum miðlunum. Eins og ég nefndi þá hefur fækkað úr 2360 í 900 sem er 62% fækkun. Fækkunin hefur að megninu til verið hjá einkareknu miðlunum. Þar fer starfandi úr eða þar sem fækkar starfandi 69% á þessu tímabili á meðan það fækkar 16% hjá Ríkisútvarpinu. Já, aðeins áður fyrir lengra þá má velta fyrir sér samfélagslegum áhrifum ef þetta væri að gerast í einhverjum öðrum geira. Tökum bara dómsvaldið, við tölum fjölmiðla sem fjórðavaldið. Tökum dómsvaldið, fækkum 70% þar. Hættum að hafa vana dómara og höfum bara einhverja krakka vegna þess að það hefur svolítið verið tilhneigingin hér á Íslandi að reyndir blaða og fjölmiðlamenn þeir eru að yfirgefa vettvangin en svona yngra og óreindara fólk kemur í staðinn. Myndirðu árum fyrir lengra, myndirðu telja að þetta væri mjög alvarleg þróun fyrir samfélagið? Já, auðvitað væri það mjög alvarleg þróun en það er náttúrulega kannski erfitt að setja þetta í samhengi við dómsvaldið því að hér erum við að tala markað sem hefur í auknum mæli færst yfir á alþjóðlegan vettvang eins og Stefán þekkir og þið báðir þekki mjög vel. Þannig að það er bæði er umhverfið að einhverju leyti skakt hér á Íslandi en líka hefur aukin samkeppni komið frá erlendum miðlum og þá sérstaklega í samkeppnum auglýsingatekjur. Já, og áður en Stefán fær orðið, hvaða máli skiptir Ríkisútvarpið í þessari þróun?
sko Ríkisútvarpið nauðsynlegt púsl í þá mynd sem að við erum að teikna upp hérna af fjölmiðlamarkaðnum í rauninni. Af því að það bara eins og við öll vitum mjög stór leikandi á fjölmiðlamarkaði. Þess vegna fannst okkur til dæmis áhugavert að greina á milli fækkunar hjá Ríkisútvarpinu og fækkunar annars og hins vegar hjá einkareknu miðlunum. Þannig að Ríkisútvarpið skiptir mjög miklu máli á þessum markaði, en bara svo það sé sagt hérna í upphafi samtalsins, þá þessi greining ekki gerð til höfuðs Ríkisútvarpsins eða eitthvað slíkt, sko. Við einfaldlega rekumst á þessi gögn og fannst áhugavert að skoða markaðin í heild sinni og þegar maður gerir það, þá verður maður auðvitað að skoða alla aðila á markaðnum og þar með talið Ríkisútvarpið. Fyrirlesturinn á fundinum í síðustu viku og pallborðið var nú samt töluvert gagnrýnið. Hvað varðar stöðu Ríkisútvarpsins á markaði og þið hafið svona stilt í upp sem hefur mér skilið sem hálf óeðlilegu að Ríkisútvarpið sé að fjölga starfsmönnum og meðan fækkar svona mikið í einkageiranum, ekki satt? Já, sko, það var nú ég sem flutti þennan umtalaða fyrirlestur. Hann var í rauninni magninu til endursögn á skýrslunni og reyndi að setja það í samhengi. Svo var pallborðið bara, þar buðum við reyndum fjölmiðlamönnum sem höfðu algjört frelsi það að segja það sem þeir vildu í sínu pallborðu og gerðu, í pallborðinu og gerðu vissulega Ríkisútvarpið að töluverðu umtalsefni. En það þekkja þeir betur en við að keppa á markanum við Ríkisútvarpið. Þannig að það var auðvitað eitthvað sem var rætt mjög mikið. En við setjum til dæmis stöðuna í samhengi við Norðurlöndin og drögum þar fram markaðshlutdeildina sem tæplega þrefalt meiri hér á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum að skoða hlutdeild ríkismiðilsins í tekjum. Og sömuleiðis sker Ríkisútvarpið sig úr hvað varðar heimild til auglýsingasölu. Ríkisútvarpið eini ríkismiðlinn á Norðurlöndunum sem hefur heimild til auglýsingasölu að TV2 í Danmörku frátöldu sem hefur heimild til auglýsingasölu en nýtur ekki opinbera styrkja eða opinbers framlags líkt og við greiðum til RÚV í gegnum útvarpsgjaldið að þá nýtur TV2 ekki þeirra framlaga heldur fjármagna sig og starfar í rauninni svo einkamiðl en í eigu danska ríkisins. Og skýr krafa hjá ykkur að Ríkisútvarpið hætti á auglýsingamarkaði? Sko, við leggjum fram 4 tillögur í þessu riti okkar hvernig megi leiðrétta samkeppnisstöðuna og skapa heilbrigðara fjölmiðlaumhverfi hér á Íslandi. Ein af þeim tillögum að Ríkisútvarpið hverfi af auglýsingamarkaði samhliða því að fjölmiðlastyrkirnir verði afnumdir. Og hvernig færi það til að ganga upp? Hvað meinarðu? Einkareknir fjölmiðlar, þeir fá eitthvað súrefni núna í gegnum þessa styrki. Ertu vissum að einkareknir miðlar fái auglýsingatekjur Ríkisútvarpsins ef Ríkisútvarpið hættir? Akkur ætti þá ekki bara hlutskipti einkarekinna miðla verða enn verra? Sko, við skoðum þetta aðeins nánar og í samhengi við skiptingu auglýsingatekna á milli innlendra og erlendra aðila á markanum. Og eins og skiptingin núna, þá eru erlendir aðilar með 49% auglýsingatekna miðað við nýjustu gögn frá Hagstofunni, en innlendir miðlar með 51%. Ef ég man rétt, þá var RÚV árið 2023 með tæplega 2,5 milljarða í auglýsingatekjur. Við áætlum að auglýsingaféð muni skiptast á milli innlendu og erlendu miðlana í sama hlutfalli og skiptingin núna. Sem sagt að 51% muni þá renna til innlendu frjálsu fjölmiðlana og 49% muni renna til erlendu miðlana. Það er tekjuaukning upp á tæplega 1,3 milljarða. Þannig að ef við myndum ráðast í þessa aðgerð alla í heild sinni að taka RÚV af auglýsingamarkaði og afnema fjölmiðlastyrkina, þá það nettó áhrif upp á nettó tekjuaukningar áhrif upp á tæpar 800 milljónir fyrir innlendu miðlana. Þannig að það ekki nokkur vafi í mínum huga að þetta hefði jákvæð áhrif á innlendu miðlana. Já. Takk fyrir þetta, Ragnar Sigurður Kristjánsson.
Það er margt að spyrja, Stefán. Eitt er það að þú heyrir það og lest það reglulega að það skjóti skökku við að þessi stofnun þín sem að mér skilst að tekjur hennar séu milli 9 og 10 milljarðar á ári, þú kannski leiðréttir mig ef það er rangt, en að það skjóti skökku við þegar þú talar að ykkur sé þröngur fjárhagstakkur sniðinn og þið eruð að skila tapi upp á einhverju 100 milljarða. Upplegg viðskiptaráðs í síðustu viku er að einkareknir fjölmiðlar lepja dauðan og skel en Ríkisútvarpið svolítið strýkur í struna. Já, það væri nú betra ef svo væri og það er alls ekki staðan hjá Ríkisútvarpinu að við séum í einhverju slíkri yfirburðastöðu og ég sendi þið nú áður en ég kom hérna í spjallið nokkrar glærur sem að gefa ágætis mynd af því hvernig tekjur Ríkisútvarpsins hafa þróast á undanförnum árum og áratugum raunar og til dæmis er bara útvarpsgjaldi sem að stendur undir 2/3 hluta af rekstri RÚV töluvert búið að lækka ef við tökum bara frá árinu 2009 og tökum þetta allt á raunvirði þá ætti útvarpsgjaldið að vera 33.000 krónur en ekki 20.000 rúmlega eins og það er í ár. Það sem við höfum hins vegar notið er að greiðendum hefur fjölgað nokkuð en það hefur hins vegar bara rétt gert það að verkum að við höfum staðið í stað að raunverði þegar að kemur á þjónustutekjunum. Auglýsingatekjurnar hafa sömuleiðis dregist töluvert mikið saman ef við bara tökum frá árinu 2012 þá er samdrátturinn á raunverði milli 600 og 700 milljónir króna ef við berum bara saman við áætlaðar tekjur og auglýsingasölu á síðasta ári. Og það er margt athyglisvert í skýrslu viðskiptaráðs eða hvað við köllum þetta? Úttekt viðskiptaráðs og þarna mjög glöggar og áhugaverðar myndir en að mínum mati þá tel ég að viðskiptaráð sé að draga rangar ályktanir af þessu og til dæmis myndin ágæta ef að þið bregðið henni upp sem sagt hlutfallið og hvernig það skiptist milli erlendra og einkarekinna miðla og síðan Ríkisútvarpið á löngu árabili, hvað það er til frá 2009 til 2023. Þetta er ein besta myndin í skýrslunni því að af mörgum góðum. Þessi er alveg númer 1 í þessari úttekt einfaldlega út af því að hún sýnir mjög glöggt við hvaða vanda er að etja á íslensku fjölmiðlamarkaði og það er innreið tæknirisana sem að hafa tekið upp mikið af athygli fólks og sömuleiðis mikið af auglýsingatekjunum og hérna ertu með akkurat þessa mynd sem að sýnir það glögglega að hlutdeild Ríkisútvarpsins á þessum markaði hefur beinlínis dregist saman á þessum tíma. Þannig að þarna má í rauninni sjá hvaða breyta það er sem að kemur inn á markaðinn og skekkir hann umtalsvert. Einkareikumiðlarnir, þið segið lepja dauðan og skel, einhverjir gera það á nefa og vissulega, en ég held að sé nú bara áhugavert að lesa til dæmis nýjasta ársuppgjöri frá Sýn, þar sem þið tala á síðasta ári hafi auglýsingatekjur þeirra í sjónvarpi aukist 40% á milli ára og heildar auglýsingatekjur aukist 10%. Því hefur ekki verið að heilsa hjá Ríkisútvarpinu á undanförnum árum. En það er auðvitað líka bara vert að hafa í huga, það er mjög margt sem að breytast á þessum markaði í heildsinni og fall prentmiðlana sem að voru með á árinu 2002 með umtalsverða og háa hlutdeild í auglýsingatekjum og hafa fallið bara ár frá ári mjög hratt og örugglega. Á sama tíma á innlendum markaði hefur vefurinn farið úr það bil 2% hlutdeild upp í 22% hlutdeild. Á sama tíma hefur sjónvarpið svona aðeins gefið eftir, útvarpið örlítið bætt við sig, en þetta er útvarpið gríðarlega vinsæll miðill hér á landi og kannski efni í aðra umræðu að tala stöðu útvarpsins og hlaðvarpsins í þeim efnum og hvernig útvarpið hefur náð að halda sínum sess en það er annað mál. Þannig að ég held að ályktanirnar sem verið að draga hérna að það sé Ríkisútvarpið og vera þess á auglýsingamarkaði sem að sé stærsta vandamálið á sviðinu
að það sé bara einfallega villuljós sem verið er að elda, þó að það sé sjálfsagt mál og eðlilegt að ræða veru ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði. Spilar inngróin andúð ykkar hjá viðskiptaráði á umsöfum ríkisins að einhverju leyti inn í og skapar hún bæjas í þessari vinnu ykkar? Þetta er mjög góð spurning, Björn, en hérna... Ég fannst þetta virkilega skemmtilega orðað, inngróin andúð á ríkisafskiptum. Við munum ramma þetta inn upp á skrifstofurglega, sko. Nei, hún spilar ekki inn í. Við erum í rauninni að horfa bara á markaðin í heildsinni og einmitt á þetta alþjóðlega umhverfi eins og ég kom inn á í byrjun að þá einmitt og Stefán bætti í að umhverfi hefur breyst allverulega eins og við sjáum með prentmiðlana og innreið vefmiðlana og slíkt og á þessari mynd sem að Stefán vitnar í sem er í skýrslunum okkar að þá sjáum við 2013 er eins og verði einhver veruleg breyting á markanum, þá hafði hlutdeild erlendra miðla í auglýsingatekjum verið 4%, svona og í kringum 4% fram að því, en þá tekur hún allt í einu stökk upp í rúm 20% og hefur bara farið hægt og bítandi aukist upp í 49%, en samdrátturinn í tekjunum, það er rétt sem Stefán segir að það er ef þú skoðar auglýsingatekjur RÚV raunvirði, þá hefur samdrátturinn verið allnokkur, en það er það sama upp á teiningnum hjá einkareknu miðlunum, þannig að samkeppnin er jafn hörð gagnvart einkareknu miðlunum og gagnvart RÚV og þegar við skoðum umhverfið eins og það er í dag, þá er þetta alþjóðleg þróun að Facebook og Google og YouTube og allir þessi miðlar sem að við neytum öll flest daglega að þeir eru í auknum mæli að keppa við þessa legacy miðla sem að eru sama í hvaða landi þeir starfa og þetta er í raun alþjóðleg þróun og ég meina við getum reynt að synda á móti straumnum í þessu en ég veit ekki hvernig við ættum að gera það eða hvernig við eigum að reyna að koma í veg fyrir þetta. Þannig að þá horfum við á markaðinn innanlands og hvað það er sem er öðruvísi hér samanborið við stöðuna til dæmis á Norðurlöndunum og það sem er klárlega öðruvísi hér og er ólíkt með RÚV og öllum hinum ríkismiðlunum er vera ríkisútvarpsins og auglýsingamarkaði. Þannig að þess vegna drögum við þá ályktun að það sé ein leið til þess að efla frjálsa fjölmiðla hérna á Íslandi sé að þeir þurfi ekki að keppa við ríkið á auglýsingamarkaðinum. Ég held þetta sé nefnilega mjög mikilvægt tímamark sem er hérna nefnt 2013 því að þið sem að þekki vel til á fjölmiðlamarkaði viti það að á þessum tíma þá voru verulegar takmarkanir á umsöfum RÚV og auglýsingamarkaði settar inn. Þarna var dregið úr möguleika ríkisútvarpsins til þess að vera með kostanir í sama mæli og verið hafði auk þess sem að mínútufjöldi auglýsinga og klukkutíma var styttur þarna verulega og þetta hafði eins og má bara sjá þarna veruleg áhrif á auglýsingatekjur ríkisútvarpsins á þessum tíma og þetta er akkurat á þessum tíma sem að stóru netrisarnir eru að taka inn og þeir taka þetta alveg með húð og hári og höggva líka í tekjur einkareknu miðlana á þessu tímabili. Þannig að þarna sjáum við bara svart á hvítu hvað gerist þegar að skorður eru settar við tekjur ríkisútvarpsins og auglýsingamarkaði. Það er ein af þeim athugasemdum sem að ég myndi auðvitað vilja koma inn í þessa umræðu. Þetta mat á því að auglýsingatekjurnar myndu fara í sama hlutfalli yfir til einkarekinna miðla og erlendra aðila. Því að við höfum gögn og upplýsingar við að styðjast í þeim efnum og ef að viðskiptaráð hefur til dæmis boðið mér að koma þegar úttektin var kynnt á sínum tíma þá hefur við getað komið með þessar upplýsingar inn í umræðuna og þess vegna er ég þakklátur þér Björn og samstöðinni fyrir að bjóða okkur hingað. Þið eru raunar fyrsti fjölmiðillinn sem hefur samband við ríkisútvarpið til að óska eftir viðbrögðum eða innleggi inn í þessa umræðu sem að skiptir máli. Því að við vitum það til dæmis hvað gerðist þegar að lettnesku ríkisfjölmiðlarnir voru teknir af auglýsingamarkaði fyrir 2-3 árum síðan. Þeir voru með það bil 10% hlutdeild á auglýsingamarkaðinu þar.
og það var niðurstaðan og matið hjá þeim sem hafa tekið þetta saman og við erum með þetta staðfesta minnst að kosta á einum stað í skýrslu að þessar auglýsingatekjur hafi ekki farið til innlendra miðla og óljóst hvort að þær hafi skilað sér inn í þetta heildar mynstur. Sama gerðist í Spáni og Frakklandi fyrir 20-30 árum þegar takmarkanir eru gerðar á umsvifum ríkisfjölmiðlana þar á auglýsingamarkaði. Þannig að það er alls óljóst hvað gerist við þessar auglýsingatekjur. Þetta er ekki eins og þetta sé kökusneiðar sem að hægt er að færa með snirtilegum hætti á milli hólfa. Heldur eru auglýsendur auðvitað að leita að því hvar koma þeir sínum skilaboðum á framfæri við almenning og þeir leita auðvitað þar sem að þeir ná mestri athygli eða mestri hlustun. En Stefán, það er kannski erfitt fyrir okkur að spá hvað yrði auglýsingaféð ef þið mynduð hætta á markaði. Þau hjá viðskiptaráði hafa reiknað út, gefið sér einhverja forsendur. Við vitum samt ekki hvað gerist, það er alveg rétt. Við vitum heldur ekki hvað myndi gerast ef stjórnvöld myndu setja upp einhverja skattlagningu á þessar erlendu efnisveitur sem að taka auglýsingafé í auknumæli. En það sem við vitum er að það er mjög mikill ófriður ríkisútvarpið vegna þess að það er á auglýsingamarkaði. Það lítur að skipta ríkisútvarpið útvarp allra landsmanna miklu máli að það sé góð sátt á meðal almennings og ríkisútvarsins. Já. Þessi sátt, hún er sumpart ekki fyrir hendi vegna þess að þið eruð á auglýsingamarkaði og það sem eiginlega verra er, Stefán, þið hafið haft ansi mikla svona harkara í þessum bransa og þeir hafa verið mjög intensífir, mjög ákafir í að ná í auglýsingar og þeir hafa verið að greiða fólki á 3 milljóni í mánaðarlaun fyrir að harka inn auglýsingar sem er ansi há tala ef mínar upplýsingar eru réttar og þarna eru þið að taka örlítið súrefni frá einkamiðlum eins og þessum líkurnar á að við fáum auglýsingar frá innlendum fyrirtækjum, þær eru að okkar mati aðeins meiri. Ég veit ekki hve miklu meiri, en þær eru aðeins meiri ef þið væruð ekki svona öflugir á ykkar markaði. Og þá komum við að spurningunni, ef þú fellst á það að það sem ég er búin að nefna hér sé góðra gjaldavert og þú ert sammála þessu með sáttina og allt það, væri þá ekki bara miklu hreinlegra ef rekstrarformi ríkisútvarsins yrði umbylt, þið færuð á markaði en ykkur yrði bættur upp tekjumisserinn með öðrum hætti? Þetta er góð spurning og en bara til þess að taka fram varðandi forsendurna sem þú gefið þér, þá er ég ekki sammála þeim öllum. Ég til dæmis kannast ekki við það að við séum að greiða fólki sem að vinnur við sölu auglýsinga hjá okkur á 3 milljón króna. Það er bara engin dæmi slíkt í rekstrinu hjá okkur. Fólkið sem að starfar við auglýsingasölu hjá okkur er ekki á árangurstengdu launum og hefur ekki verið árabil. En það var þannig? Já, það eru 5 eða 10 ár síðan, ég er ekki með það á hreinu. Ég hef verið þannig í 5 ár og það er ekkert slíkt sem þarna er. Og svo gefur þér að það sé líka mikill ófriður þetta. Við höfum spurt það á hverju einasta ári. Hvernig fólk sjáu þetta fyrir sér varðandi sölu auglýsinga. Hvort að ríkisútvarpið eigi að vera óbreytt, minnka og svo framvegis. Og það er bara yfirgnæfandi meiri hluti landsmanna sem vill að ríkisútvarpið sé fjármagnað með sama hætti eða jafnvel með meiri auglýsingatekjum. Ófriðurinn er hins vegar alveg til staðar. Hann heyrist auðvitað mjög hátt í fjölmiðlunum sem eru á þessum markaði og vilja kannski horfa á þetta með aðeins öðrum hætti. En í grunninn er þetta bara pólitísk spurning. Almannaþjónustumiðlar eru starfandi í öllum löndum Evrópu og þeir eru starfandi í heila flestum löndum heims í mismunandi horfi. Í Evrópu eru almannaþjónustumiðlarnir 70-80% af þeim eru fjármagnaði með blönduðum hætti. Þannig að ríkisframlögum sem eru þá tryggð annarkvort með afnotagjöldum eins og við þekktum hérna til ársins 2009 eða framlagi ríkisins eða útvarpsgjaldi eins og hér er og síðan eru viðkomandi fjölmiðlar á auglýsingamarkaði. Ég held að meðaltali sé það byrja svona 20% eitthvað svo leiðist, 10-20% og þessi tekjuhluti sem er kallaður commercial er að stórum hluta auglýsingar en svo er þetta líka sala á efni, kostanir og slíkt
og Norðurlöndin skera sig að einhverju marki þarna úr eins og Ragnar nefndi varðandi TV2 í Danmörku sem 100% á auglýsingamarkaði og áskriftamarkaði en 100% í eigu ríkisins. Þannig hlutunum ekki háttað í Noregi þó að þar séu fjölmiðlar sem eru á markaði sem eru líka að sinna almannaþjónustu hlutverki. SVT með mjög þröngan stakk þegar að kemur að möguleikum til tekjuöflunar en þeir geta þó aflað kostana eða styrkja inn í stór prógram eins og bara Melody Festivalin sem var að ljúka núna helgina og svona mætti áfram telja. En við það er talað það að ríkisútvarpið að fjármögnun þess sé eitthvað einstakt fyrirbæri og Norðurlöndin tekið til samanburðar. En þegar þú horfir á Evrópu í heild sinni þá eru 70-80% miðlana fjármagnaði með þessum hætti. Og við getum tekið bara gott dæmi, RTS systustöð okkar á Írlandi, hún bara með eiginlega nákvæmlega eins módel, 1/3 tekna af auglýsingum og 2/3 af afnotagjaldi eða framlagi frá ríkinu. En eins og ég segi, þetta er pólitísk spurning hvernig á að fjármagna almannaþjónustuna. Við höfum gert þetta með þessum hætti í 95 ár. Það hafa alltaf verið auglýsingar í ríkisútvarpinu í einhverju mynd og tekjur komið inn til þess að standa undir rekstrinum. En það er sjálfsagt mál að velta því fyrir sér og ræða það á öðrum grunni og margir hafa fært fyrir því góð og gild rök að dagskrágerðin yrði áhugaverði, þéttari og betri ef að útvarpsrásirnar okkar og sjónvarpsrásirnar verið alfarið lausar við auglýsingar. En ég ekkert viss það þegar til kastana kemur að almenningur horfi á það með þessum hætti. Það sé best og skynsalegt eins og ég hef vísað til. Við höfum sett þessa spurningu inn í kannanir okkar á hverju einasta ári og meiri hluti landsmanna á því að núverandi fyrirkomulag sé rétta fyrirkomulagið. Vilt þú bregðast við þessu með einhverjum hætti? Já, sko, það er bara í raun áhugavert að heyra það sem Stefán segir í mitt tengslum við ríkismiðlana í Evrópu, þú segir að 20% starfa á þessu markaði svona eða 20% starfa á auglýsingamarkaði, það ekki? 20% starfa? Ríkismiðla í Evrópu starfa á auglýsingamarkaði? 70-80%. Eru með þessa blönduðu fjármögnun? Eru með blandaða fjármögnun. Það sem sem sagt 10-20% af þeirra tekjum. Við erum með hátt í 30% eins og þekkir 1/3 sem er með þessum hætti, þannig að við erum vissulega í hærri kantinum heldur en flestir. En margir hafa tekið BBC og tekið það sem gott dæmi þetta, en BBC hins vegar á bullandi auglýsingamarkaði eins og þið þekki bara þegar þið farið inn á vefsíðu þeirra, þá eru þar auglýsingar og 1/3 af þeirra tekjum eru þessar commercial income sem af erlendum auglýsingum, en auðvitað eru þeir miklu stórtækari í sölu á efni til annara miðla og hafa af því miklar tekjur. Er það ekki líka með BBC að einhverju leiti út af því að þeir þjóna mjög alþjóðlegu markaði eins og World Service og í raun vefsíða BBC, ég meina ég nota hana stundum og þannig að þeir eru mitt dæmi svona almannaþjónustu miðil sem að hefur í gegnum tíðina þjónað mun stærri markaði en bara heimamarkaði, þannig að auglýsingar nái að einhverju leiti til erlendu notendana finnst mér mjög eðlilegt og raun sjálfsagt. Og það alveg rétt og ég undirstreka það að þeir hafa ekki heimild til þess að auglýsa á innlendum markaði, en þá megum við ekki gleyma því að í Bretlandi Channel 4 100% í eigu breska ríkisins og 100% á auglýsingamarkaði og áskriftamarkaði líkt og TV2 í Danmörku. Þannig að ríkisstjórnirnar í gegnum tíðina og þingin hafa tekið ákvörðun það að ekki vera bara með eina og í Bretlandi ekki bara 2. Þær eru miklu fleiri almannaþjónustu stöðvarnar í Bretlandi heldur en Channel 4 og BBC. Það eru þá svæðisbundnu miðlar. Svæðisbundnar, það þú veit með velska útvarpið og fleiri dæmi þetta. Og athyglisvert líka að horfa til þess í Danmörku, það sem að búa nú 5-6 milljónir manna, að þar telur ríkið nauðsynlegt að vera með 2 sjónvarpsstöðvar eða almannaþjónustustöðvar í sinni eigu til þess að bregðast við og sinna því mikilvægu hlutverki sem að ríkisútvarpinu ætlað að sinna lögum samkvæmt, og ég held að sé þetta mikilvægt að við komum líka inn á það í þessu spjall okkar. En er það ekki rétt hjá mér að í Danmörku til dæmis með TV2 ástæðan fyrir því að þeir njóta ekki ríkisstyrkja
er svo að þeir eru ekki skilgreindur sem almannaþjónustu miðill líkt og DR er. Já, ég veit ekki betur en þeir séu skilgreindir með almannaþjónustu hlutverk og þegar ég til dæmis fær gögn og upplýsingar frá EBU sem eru sem sagt samtök almannaþjónustu miðla í Evrópu, þá er TV2 í þeirra hópi. Það er athyglisvert að heyra. Og hérna, þannig að ég held að það eigi ekki að vera í neitt vafi á því og í rauninni eru fleiri stöðvar til dæmis á Bretlandi sem hafa ákveðnu afmörkuð almannaþjónustu hlutverki að gegna og fá framlög frá ríkinu til þess að sinna því. Já, mér finnst þetta er bara áhugavert sem að Stefán kemur inn á en mér finnst í rauninni það sem við erum að reyna að draga fram hér er sko að það sem okkur finnst óeðlilegt og tryggir ríkisútvarpinu mikið samkeppnisforskot á fjölmiðlamarkaði og skekkir umhverfið þar að leiðandi svolítið mikið hér á Íslandi er þessi opinbera meðgjöf svo staðreynd að allir það er skyldu áskriftarmiðlunum, allir þurfa að vera í áskriftarmiðlunum og að þar að leiðandi hann keppi á auglýsingamarkaði sem að leiðir þar að leiðandi að sér að hann verður umsvifa meiri á auglýsingamarkaði en ella einfaldlega vegna þess að hann er í sjónvarpstækjum og hjá öllum landsmönnum. Það er allir í skyldu áskrifta á honum. Það má líka segja að þið berið brigður á að gæðin hjá Ríkisútvarpinu sé í samræmi við þær fjárveitingar sem Ríkisútvarpið fær. Það var nefnt þarna á fundinum í síðustu viku að áhugavert væri að vefurinn ru.is væri ekki í efsta sæti yfir mest lesnu fréttavefi landsins. Já, ég tek nú ekki undir það að við séum að gagnrýna gæði Ríkisútvarpsins að einhverju leyti. Við höfum hvergi gert það og þetta er ekki sett til höfuðs þeim sem að starfa á Ríkisútvarpinu eða frétta hlutverki Ríkisútvarsins að neinu leyti. Voru það meira gestirnir í pallborðinu heldur en þið því á viðskiptaráði ef við veitnum til fundarins í síðustu viku? Já, sko, gestirnir í pallborðinu einmitt sögðu, eða þú veist, það var dregin fram einmitt ein af þeim myndum sem við vörpum upp hér í skýrslunni er þessi samanburðarmynd af opinberu framlögunum og síðan notkun til dæmis hvar menn sækja sér fréttir og þetta var unnið upp úr gögnum frá fjölmiðlanefnd sem að spurði hver væri þinn helsta, hvar þú myndir helst sækja þér fréttir. Þar var RÚV í 3. sæti á eftir Vísi og MBL og þetta var gert ekki til þess að varpa skugga á á skort á eða varpa því fram að það veri skortur á gæðum hjá Ríkisútvarpinu eða neitt slíkt. Engin athugasemd gerð við það í sjálfum sér. En þetta var bara gert til þess að sýna að opinberu framlögin eru ekki í samræmi við hvar fólk sækir sér fréttir. Já, þarna tökum við bara, ágætt að koma inn á þetta, því að þarna tökum við bara afmarkaðan þátt í rekstri og hlutverki Ríkisútvarpsins sem er vefurinn. Og þar eru við auðvitað í samanburði við miðla eins og MBL og Vísi sem bera höfuð og herðar yfir aðra miðla, netmiðla, hvað varðar heimsóknir og daglega dekkun og þeir eru að sinna miklu fjölbreyttari verkefnum og hlutverki heldur en Ríkisútvarpið er að gera á vefnum. Við erum auðvitað í grunninn sjónvarp og útvarp. Það bætir síðan þegar vefurinn kemur inn það verkefni að miðla þessu efni, sjónvarps- og útvarpsefni okkar, til fólks þar sem það er, þá og þegar. Þannig að fólk hafi eins fjölbreytta leiðir og tækifæri til þess að nálgast efni Ríkisútvarpsins. Og ég held að það sé alveg rétt að þetta auðvitað engin mælikvarði á gæði hvernig þessar tölur eru fengnar, en ég held þó að viðskiptaráð dragi full víðtækar ályktanir af þessu, því að það er alveg skautað fram hjá því að markaðshlutdeild Ríkisútvarpsins í sjónvarpi er yfir 50% og sömuleiðis í hljóðvarpi. Ef ég má aðeins grípa inn í hér, sko, spurningin sem að fjölmiðlanefnd varpar fram í þessari könnun
sko hvar menn sækja sér fréttir, ekki tengt við vefmiðla sko. Þannig að allir miðlar Vísis eru, eða allir miðlar Sýnar eru þarna undir, þannig að það er bæði Vísir og Stöð 2, sama með Morgunblaðið, MBL og Morgunblaðið, prentútgáfan er undir. Sömuleiðis RÚV, að þar erum við RÚV.is, Rás 2, Rás 1 og sjónvarpsdagskrána. Þannig að þetta dekkar sviðið í sko fréttaneyslu. Akkurat. Ræðum aðeins hérna þessa tillögu sem að virðist eiga auknu fylgi að fagna á meðal þingmanna með að þriðjungur útvarpsgjalds fari til þess fjölmiðils sem að við myndum bara helst vilja styðja. Það getur verið að það séu 1000 Íslendingar að fylgjast með þessu spjalli okkar núna og hugsi, já, ég væri bara alveg til í að greiða samstöðinni hérna. Það væri mitt fyrsta val allavega. Væri það þitt? Já. Og það segir ekki bara til þess að smjara hér fyrir mér? Þetta var nú sagt í léttundúri bara. Sko, en hvað sem því líður, þá er þetta svona eitt af því sem að fólki finnst skemmtilegt að ræða þessa dagana og þetta er lýðræðislegt, það er það sem er gott við þetta, að þú greiðir atkvæði með höndum og fótum, sú stöð eða sá fjölmiðl sem er líkar, 1/3 af útvarpsgjaldinu færi þangað, þið eruð náttúrulega hrifnir af þessari hugmynd og hafi stutt hana. Hverju myndi þetta breyta? Já, við skiluðum einum umsögn við þessari þingsályktunartillögu sem að miðflokksmennirnir og það voru nú nokkri sjálfstæðismenn á tillögunni líka lögðu fram og okkur hugnast þetta ágætlega að tekið upp að þetta verði einmitt skilgreint kannski frekar sem fjölmiðlagjald heldur en endilega útvarpsgjald til ríkisútvarpsins og þú einmitt eins og þú segir bara þú kýst þá með höndum og fótum og bara segir hvert þitt gjald færi þannig að okkur hugnast þessi tillaga vel út frá því en sömuleiðis líka út frá því að þetta myndi held ég veita mönnum svona byrjundi báða vangi að efla dagskrárgerð og efla fréttamiðlun og svoleiðis að menn myndu sjá að það væri að mikla keppa þarna með því að reyna að samfæra neytendur að verja sínum eða þessum þriðjungi hluta útvarpsgjaldsins til síns miðils og þetta lagar að einhverju leyti samkeppnisstöðuna á markanum og myndi vera efla einkarekna miðla þannig að þessi tillaga finnst mér í sjálfu sér mjög góð en svona ef við zoomum út og horfum á stóru myndina þá finnst mér ekki nauðsynlegt að ríkið skilgreini hversu mikið ég á að eyða í fjölmiðla á ári og segir ég ætla að taka 20.000 af þér í fjölmiðlaskatt sem að þú verður að nota í ákveðin fjölmiðl. Ég myndi bara vilja vera frjáls það að ákveða það sjálfur En bara svo ég rétt nefni það sem hefur komið fram frá ykkur að þér hugnast þessi leið meðal annars betur heldur en fjölmiðlastyrkir úr hendi ráðherra vegna þess að þú lítur þannig á og þið hjá viðskiptaráði að það geti valdið skekkju í fréttaflutningi að fjölmiðlar fái pening frá ríkinu, sá sem er ráðherra í hvers skipti og ákveður að hækka fjölmiðlastyrkina, hann fái kannski frekar silki meðferð hjá viðkomandi fjölmiðli. Já, ég held að þetta sé heilbrigðara fyrirkomulaga því að þarna er þetta undir neytendum fjölmiðlana sjálfum komið hversu mikið hver fjölmiðl fær og ég meina ef að menn klúðra algjörlega sínum málum á markanum að þá verður væntanlega bara tekið samdráttur og menn þurfa þá að gera ráðstafanir varðandi slíkt. Með fjölmiðlastyrkina eins og þeir eru núna, þá eru þeir einmitt algjörlega háðir því hversu mikið ráðherra eða ráðandi stjórnvöld á hverjum tíma ákveða að verja í þessa styrki og þetta er svona út frá lýðræðissjónarmiðum finnst mér mjög mikið virði í því að tryggja það að frjálsir fjölmiðlar séu að öllu leyti sjálfstæðir frá ríkjandi stjórnvöldum og séu ekki háðir þeim velvild eða fjármagn eða neitt slíkt. Það held ég að bara efli lýðræðislega umræðu verulega og tryggi það að menn halda ekki að sér höndum ef að þeir komast í fréttaefni sem að getur komið ríkjandi stjórnvöldum illa. Já.
Stefán, þú nefndir hérna í upphafi okkar samræðu að útvarpsgjaldið hefði ekki fylgt þeirri þróun sem það hefði þurft að gera en bara svo ég kasti þessari spurningu til þín. Finnst þér þetta góður kostur að skipta útvarpsgjaldinu? Ég held að það sé ekki endilega skynsamlegur kostur að fjölga almannaþjónustumiðlum hér á landi, að þeir verði margir. Því að ég myndi telja að ef að það fyrirkomulega ætti að vera að útvarpsgjaldinu yrði skipt á milli mismunandi fjölmiðla, þá yrði það gert á grunni frekari krafna á hálfu Alþingis heldur en gert til fjölmiðla í dag. Sem sagt að fjölmiðlinn sem umræðir sinni þá ákveðnum hlutum eða verkefnum sem að falla undir almannaþjónustu hlutverkið. Ég hins vegar miklu meiri talsmaður þess að fjölmiðlastyrkirni verði að minnstakosti tvöfaldaðir ef ekki margfaldaðir og held að sé miklu meiri en fullt tilefni til þess að gera það. Og það auðvitað hægt að gera með ýmsum hætti, til dæmis með því að skattleggja þessa erlendu aðila sem að herja á þennan markað og taka 12 til 13 milljarða út úr frá íslenskum fyrirtækjum og almenningi. Eins og ég nefndi áðan, hefur komið því sjónarmiðið þín og framfæri við ríkisstjórnina, við ráðherra að þetta getur skipt miklu máli? Já, við höfum komið þessum sjónarmiðum á framfæri og í rauninni hef ég beðið eftir því í dálítinn tíma að það sé gripið til þessara aðgerða í stað þess að menn sé að elta þetta villuljós sem ég kalla að ríkisútvarpið sé vandamálið á fjölmiðlamarkanum því að við höfum hort á allar þessar sveiflur á fjölmiðlamarkaði sem hafa orðið á undanförnum árum, innkomu fréttablaðsins, ris þess og fall á sama tíma og ríkisútvarpið bara sirka á svipuðu róli. Fer reyndar umtalsvert niður í starfsmannafjölda meira að segja á þessum tíma og gengur í gegnum töluverðan niðurskurð eins og margir muna eflaust vel. Má ég biðja að reyna að skýra tregðu stjórnvalda til þess að skattleggja þessar erlendu efnisveitur? Ég veit ekki hvort að ég sé besti aðilinn til þess að fara yfir það. Hvað hafa þér sagt við þig? Þetta auðvitað flókið að átta sig á því hvernig best að gera þetta og það eru dæmi það að lönd hafi farið þannig fram að það hefur valdið skaða, valdið til dæmis því að viðkomandi risar, Netflix eða hvað þeir heita, hafi dregið sig út úr framleiðslu og verkefnum í viðkomandi landi með tilheyrandi tjóni og eitthvað í þá veruna. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að stjórnvöld séu bara að skoða tækar leiðir í þessu og þá möguleika sem að í stöðunni eru til þess að bregðast við eins og mörg lönd hafa raunar gert og nýtt þessa fjármuni til dæmis til þess að efla innlenda dagskrágerð, framleiðslu á innlendu efni og það er auðvitað líka verið gert og gert hér á landi með því að gera ákveðna kröfur til miðlana að hafa ákveðið hlutfall af efni af evrópskum uppruna og svo framvegis. Þannig að það eru ýmsar leiðir í þessu. En ég held að það sé brýnasta verkefni stjórnvalda að auka og efla styrki til innlendra fjölmiðla. Ég tel líka að ríkisútvarpið gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki, ekki síst í því alþjóðlegu umhverfi sem við erum núna og líka því umhverfi sem hér á innlendum markaði. Það bara beinlínis lífsspursmál fyrir tungu okkar á menningu að við höldum áfram að framleiða og aukum framleiðslu á innlendu efni, á efni sem á íslensku. Og þá ekki bara að tala um leikið efni og ekki bara að tala um skemmtiefni, heldur líka umræðu þætti á borðið þennan hér. Að við séum að setja fjármuni í það að fólk tali saman á íslensku íslensk málefni og alþjóðleg málefni og önnur málefni en látið þetta ekki allt fara fram með einhverjum öðrum hætti og öðrum stað og það sem að raddir okkar heyrast minna. Má ég bregðast við einu með að því að við rættum eða í upphafi svarsins var komið inn á almannaþjónustu hlutverkið hjá RÚV. Finnst þér telur að RÚV sé eini almannaþjónustu miðillinn á Íslandi og eini miðillinn sem geti sinnt þessari svokölluðu almannaþjónustu eins og hún skilgreind í lögunum ríkisútvarpið? Já, ríkisútvarpið óumdeilanlega eini almannaþjónustu miðillinn hér á landi, bara lögum samkvæmt. En ég alveg sannfærður það og veit það að
aðrir fjölmiðlar geta sýnt ákveðnum þáttum í þessu og gera það bara afar vel. Við getum bara tekið lýðræðislutverkið sem ákaflega vel sýnt hér á samstöðunni með lýðræðislegri umræðu öll helstu málefni sem að uppkoma. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Menningarhlutverkið sömuleiðis hægt að sinna með fjölbreyttum hætti. Það eru ríkari kröfur á ríkisútvarpinu þegar að því kemur heldur en á öðrum miðlum og við sinnum því með fjölbreyttari hætti. Við sinnum hlutum sem að aðrir sinna lítið eða ekki þegar að því kemur. Við stöndum ákaflega framalega í því að reyna að tryggja aðgengi allra á okkar efni. Við reynum að texta eins og við getum, auðvitað allt erlent efni og talsetja það, en sömuleiðis íslenskt efni og erum búin að taka gervigreindina í notkun þegar að því kemur að umræða beinar útsendingar, að þá gervigreindin að texta þær útsendingar. Við erum með alla aðalfréttatíma í sjónvarpi táknmálstúlkaða, alla stærri viðburði í kringum kosningar og annað, kappræður og slíkt, táknmálstúlkaða til þess að tryggja þeim mikilvægu hópi aðgengi að okkar efni. Og í mínum huga hægt að setja ríkari kröfur á alla fjölmiðla þegar kemur að slíkum hlutum. En það sem að almannaþjónustu hlutverkið auðvitað skapar margvíslegt annað. Við erum í öflugu samstarfi við systurstöðvar okkar á Norðurlöndunum þegar kemur að framleiðslu á íslensku og erlendu leiknu efni. Þetta samstarf heitir N12. Við framleiðum sem sagt 12 þáttaraðir, norrænar þáttaraðir, þar af eina íslenska á hverju einasta ári. Og þetta fjármagnað af Norðurlöndunum í sameiningu, þessum norrænu útvarpsstöðvum sem að tryggir það að við og þeir sjálfstæðu framleiðendur sem eru yfirleitt að búa til þetta efni hafa aðgang að enn fleiri fjármögnunaraðilum sem að því að það þurfa margir fleiri að koma að því að fjármagna stóra sjónvarpsseríu. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli og það að hafa einn öflugan almannaþjónustumiðil til þess að vera þessi mótaðili við hina lykillinn í því samhengi. Þetta samstarf hefur núna verið útvikað, heitir New Aid til Þýskalands, Belgíu og Hollands sem að býr til enn stærri möguleika og annað hvert ár þá framleiðum við inn í því samstarfi íslenskar sjónvars þáttaröð sem fær dreifingu á öllu þessu stóra svæði og víðar heiminn. Og þriðja atriði sem ég má nefna í þessu er Börn 15, þar sem við erum að framleiða 1 til 2 íslenskar þáttaraðir fyrir börn og ungmenni og fáum 13-14 slíkar þáttaraðir sem við reynum að talsetja yfir á íslensku og sýnum hjá okkur. Þannig að gildi og hlutverk almannaþjónustu miðilsins í núverandi mynd gríðarlega mikilvægt. En í víðu samhengi, ef ég dreg saman það sem þú ert að segja, frekar en að þú tellir rétt að ríkisútvarpinu sé sniðinn þrengri stakkur fjárhagslega með minnkandi umsvifum, þá myndir þú vilja sjá að styrkir til einkarekinna fjölmiðla þeir myndu hækka. Já. Þannig að þér finnst að hið opinbera eigi að verja meira fjármagni til fjölmiðla en í dag. Já, það bara blasir við í mínum huga. Ef ég segði þér að við fáum 6 milljónir á ári, finnst þér það háfjárhæð? Nei, ég finnst að miðað við allt efnið sem við búum til. Ákaflega lágfjárhæð og fæ beinlínis engan botn í það hvernig þið getið staðið undir öllu þessu efni sem frá okkur kemur fyrir þessa fjárhæð, en ég gerir ráð fyrir því að hafið einhverja tekjur aðrar. Við vinnum alla sólarhringi fyrir láglaun, það er svarið. Það einmitt, en þetta skiptir máli fyrir fjölmiðlaumhverfið í heild sinni og úttekt viðskiptaráðs ágætis innlegg í þessa umræðu alla, en við þurfum miklu stærri mynd til þess að auðvelda stjórnmálamönnunum að taka ákvarðanir það hvað skynsamlegt að gera í þessu. Og þú spurðir mig hvort það væri ekki betra og þægilegra fyrir Ríkisútvarpið að fara bara á auglýsingamarkaði og fá það bara bætt upp þannig að við varum eins sett. Það þýðir að við myndum þurfa þá að hækka útvarpsgjaldið að minnstakosti 3, ef ekki meira. Það þýðir aukinn skattheimta sem að því nemur. Ég væri miklu meira og teldi það skynsamlegra að ef að ríkisvaldi treysti sér að auka skattheimtu sem að því nemur
2 til 3 milljarðar eða svo, að það fari bara beint til annara fjölmiðla og Ríkisútvarpið sé áfram í svipuðu rekstrarformi og það hefur verið. Því að ég held að það megi heldur ekki gleymast í þessu samhengi að Ríkisútvarpið er með mikla hlutdeild í sjónvarpi og útvarpi. 50% hlutdeild þegar kemur að sjónvarpi og 50% hlutdeild þegar kemur að útvarpi. Og fyrir vikið þá verið að framleiða auglýsingar til þess að sýna þar sem að nýta síðan líka á öðrum sjónvarpsstöðvum og eru sýndar þar frekar. Ef að þessi gluggi lokast eða takmarkast verulega, þá spurningin hvaða leiða munu auglýsendur leita og hvaða áhrif hefur þetta á auglýsingamarkaðinn. Og það auðvitað kemur inn í þetta mat stjórnmálamannana á því hvað að gera, hvaða viðhorf auglýsingamarkaðurinn og allir þeir sem að þeim bransa tengjast hafa til þessara mála. Ragnar, viltu segja okkur hvað lá að baki spurningarinnar almannaþjónustu hlutverkið? Já, ég var bara svona að sko lesa þetta yfir í gær og kynna mér betur eða svona kynna mér aftur lögin Ríkisútvarpið og hafði sérstakan áhuga á þessu almannaþjónustu hlutverki og eða þú veist rendi gegnum þá skilgreiningu og mér fannst í raun margir miðlar vera fitta inn í þessa skilgreiningu sem að var sko efling á samfélagslegu, lýðræðislegu og menningarlegu efni eða framleiðsla á slíku efni og síðan efling lýðræðislegar umræðu og slíkt og mér fannst bara þegar ég var að skoða þetta eins og til dæmis núna gengum við gegnum 2 kosningar á síðasta ári það voru einkareknir miðlar sem stóðu afar framalega í þeirri kosningaumfjöllun eins og við sáum sko spursmál hjá MBL, pallborðið hjá Vísir, þið vorum við hér með umræðu þætti. Beina útsendingu hvert einasta kvöld. Einmitt, og öfluga umræðu þætti og svona. Þannig að ég held að mér finnst sko það að skilgreina almannaþjónustu hlutverkið sem að það eigi bara við Ríkisútvarpið mér finnst það kannski að einhverju leyti svolítil tímaskekkja því að núna er það orðið þannig að þessir miðlar, Vísir, MBL, Samstöðin, þeir náu til nærri allra landsmanna í gegnum bara internetið, það eru nánast allir internettengdir. Það var náttúrulega ekki staðan þegar við vorum með RÚV og þegar opnaður var fjölmiðlamarkaðurinn, þá var aðgengi neytenda, sérstaklega í hinum dreifðari byggðum, miklu takmarkara heldur en það í dag. Nú neysla á fjölmiðlum miklu auðveldari. Ég meina, ég sjálfur frá sko Djúpavogi og ég 26 ára, fæddur 98. Ég man ennþá eftir því þegar Bylgjan var fyrst að koma á Djúpavog sko. Þú veist, það ekki lengra síðan, þannig að það hefur verið gríðarleg gerjun og gríðarleg breyting á þessu markaði. Þess vegna fannst mér áhugavert að ræða við útvarpsstjóra þetta almannaþjónustu hlutverk. Hver fittar inn í það og hver gerir það ekki? Já. Einu sinni hitti ég fyrrverandi menntamálaráðherra sem sagði við mig að vísu 2 manna tali. Öryggis hlutverkið farið eftir að það hefði orðið Suðurlandsskjálfti og Ríkisútvarpið svaf á verðinum hafa löngu fyrir þína tíð, ég ætla ekki að gera því ábyrgan fyrir því, en menningarhlutverkið eftir og þannig að þessi fyrrverandi menntamálaráðherra vildi einblína á menningar hlutverkið. Já, ég tek undir það að menningarhlutverkið mikilvægt, lýðræðishlutverkið það sömuleiðis. Við getum gengið að því sem vísu að það nálgast Ríkisútvarpið af fullum heilindum, af hlutleysi og hlutlægni. Það á ekki við alla miðla eins og við bara þekkjum og vitum og það líka allt í góðu lagi og þeir sinna sjálfsögðu ákveðnum hlutum líka, lýðræðishlutverki og svo framvegis. Öryggishlutverkið held ég að sé ennþá til staðar og sé mjög mikilvægt áfram. Og þetta sé ég glögglega þegar ég til dæmis að tala við kollega mína í Svíþjóð og Finnlandi út af þeirri alþjóðlegri ógn sem að þar blasir við og Ríkisútvarpið áfram skrifað inn í almannavarnar áætlanir. Við þurfum lögum samkvæmt að tryggja það að öryggisútvarpssendingar komist til allra landsmanna og það gerum við núna í gegnum FM-kerfið og ágætt kannski að hafa það í huga fyrir þau sem að það vita ekki að við erum að
setja af okkar fjármunum á hverju ári það byrja 600-700 milljónir króna bara til þess að tryggja dreifingu og útvars- og sjónvarpsefni. Og stærstur hlutin af því 500 milljónir fara til Vodafone sem að vann útboðið á sínum tíma og sinnir þessum mikilvæga hluta í öryggishlutverki ríkisútvarsins. Þannig að þetta skiptir máli og við vorum að æfa hér, taka þátt í æfingu það til dæmis hvað gerist ef allt verður rafmagnslaust á Íslandi eða ef að ljósleiðarastrengirnir fara í sundur hérna til og frá landinu. Hvað gerist og hvernig bregðustum við því, hvernig komum við upplýsingum áleiðis út til almennings. Og þetta hlutverk tekur Ríkisútvarpið að sjálfsögðu mjög alvarlega í samstarfi við alla sína samstarfsaðila. Einmitt. Búið að vera mjög áhugavert, fróðlegt og skemmtilegt að ræða við ykkur. Stefán Eiríksson, útistjóri, kærar þakkir fyrir komuna og Ragnar Sigurður Kristjánsson, hagfræðingur og viðskiptaráði. Takk fyrir að búa til þetta samtal með okkur og hérna eins og ég segi, mjög áhugavert að heyra þau sjónarmið sem ég hafa verið uppi og gaman að leiða þig til svara við úttekt viðskiptaráðs. Ég vissi ekki að þetta væri hérna, við værum fyrst til þess að bjóða þér til þess að bregðast við en hérna, þetta má ég aðeins bara, það var hérna samt öllum boðið á fjölmiðlaviðburðin okkar í síðustu viku. Hann var opinn öllum. Einmitt. En hérna það ekki komið gott af fjölmiðla umræðu hér við Rauðaborðið á Samstöðinni í kvöld vegna þess að síðar í kvöld verður fjallað blaðamannaverðlaunin. En við ætlum að gera smá pásu á umfjöllun fjölmiðla og Gunnar Smári ætlar að ræða við kandidat í rektorskjöri til HÍ. Ekki fara langt eftir andartak. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89. Við erum að ræða háskólan og tilefnið náttúrulega rektorskjör sem að fer fram og við svona nýtum tækifærið á að ræða háskólan og hlutverk hans í samfélaginu og hvernig hann stendur með því að fá hingað hvern af öðrum þau sem að hafa boðið sér fram til rektorskjörs og nú komin tími á Silju Báru Ómarsdóttur, prófessor í stjórnmálafræði. Velkomin. Já, sæll, takk fyrir boðið. Háskólinn á svona tímamótum? Myndirðu segja að það væri eitthvað svona afgerandi mál sem að ætti að leggja áherslu á? Ég held að háskólar séu á tímamótum. Við erum auðvitað á bara svo miklum breytingatímum og það snertir gervigreind, það snertir umhverfismál, það snertir falsfréttir og svona þessar tilraunir sem er verið að gera bara mjög víða að grafa undan þekkingu, grafa undan ákveðnum vísindagreinum, banna rannsóknir á ýmsum sem að snerta á ýmsum hugtökum og nota þau. Þannig já, ég held að það sé mikilvægt að við horfum á háskóla sem bara mikilvægar stofnanir í samfélaginu og Háskóli Íslands kannski sérstaklega sem elsti og stærsti háskólinn á Íslandi hefur ákveðna sérstöðu. Við erum með breiðasta námsframboðið, við erum með mestu rannsóknirnar og við erum með kannski mestu tenginguna bara við allt samfélagið vegna þessa. Fólk út allt í samfélaginu er með sína menntun þaðan og háskólinn nýtur mikillar virðingar og ég held að það sé eitthvað sem er bara mjög mikilvægt að efla og varðveita og tryggja að skólinn sé ekki útsettur fyrir óvönduðum árásum og stóra málið þetta er bara líka að Háskóli Íslands og háskólastíð á Íslandi í raun og veru er vanfjármagnað og til þess að bregðast við öllum þessum vandamálum að þá þarf að auka fjármagn til hans. Byrjum á upplýsingaóreiðinni og þú ert eiginlega að vísa til svona ástand sem er mest áberandi í Bandaríkjunum, þess að þú þekkir ágætlega til. Já. Er það þannig að það sem er verið að grafa undan háskólanum og svona náttúrulega bara í almennu umræðu að svona veffengja það sem að þaðan kemur. Það er lagt í japs við bara það sem einhver annar heldur og einhverleira. Er það þannig að sú þróun muni koma til Íslands eða er hún komin til Íslands? Hún er komin til Íslands en kannski ekki komin jafn djúpt inn í umræðu háskóla.
þessar hugmyndir sem við erum að sjá núna, við sjáum auðvitað viðnám við eins og var andstaða við bólusetningar, andstaða við umræðu loftslagsbreytingar og svona það að eins og svona frægt kvót frá Bandaríkjunum einmitt að mín skoðun jafn verðmæt á þín þekking sko. Og þetta eitthvað sem að við sjáum í háskólum og í samfélögum við heim og það hlutverk háskóla einmitt að halda á lofti gagnreyndri þekkingu. Og kannski meira það að þótt að þú klæðir þína skoðun inn í einhverja þekkingu, Silja, þá það bara þín skoðun sem þú halda fram. Og það sem kemur út úr háskólanum bara skoðun einhverja afvegaleitra einstaklinga sem að reyna að fara með samfélagið okkar út í móa. Já, það er þetta viðnám sko. Og það auðvitað þá okkar að sem háskólan samfélags að takast á við slíkt og við notum okkar vísindalegu leiðir til þess að við setjum okkar rannsóknir og þekkingu í hendur annara og fáum gagnrýni á þær áður að fara í birtingu og við förum út í samfélagið með umræðu sem byggir á þeim rannsóknum og þeirri þekkingu frekar heldur að það sé einhver sem að horfi á hálftíma á YouTube og telur sig hafa sambærilega þekkingu af skoðun sem hefur sambærilegt vægi. Þannig að það er mikilvægt að halda á lofti umræðu sem að byggir á rannsóknum, vísindum, þekkingu og það er ábyrgða hlutverk háskóla að setja það fram en það hefur bara öll vísindamiðlun auðvitað komin á allt annan stað í dag heldur hún var fyrir bara örfáum árum og hvað þá við förum einhver áratugi eftir í tíma þar sem að fólk kannski skrifaði mest fyrir sjálft sig og sitt þrönga fræðasamfélaga. Nú erum við að setja fram, það eru gerð myndbönd upp úr rannsóknum, jafnvel teiknimyndir til að útskýra hvernig hugmyndir eru að þróast og hvernig við getum lagt mat á þær upplýsingar sem okkur mæta. Þannig að þetta allt saman bara hlutir sem að krefjast þess að við sem háskóli séum störfum á breiðari grundvelli og séum í enn meira samtali við samfélagið vegna þess að það er svo gríðarlega mikið upplýsingaflæði að það er erfitt að greina á milli að þú ert ekki þeim mun betur í tengingu við það hvaðan upplýsingarna koma. Við ræðum þetta stundum hérna við rauðaborðið og ég get ekki svona eitt dæmi sem að fjallar stundum þetta held ég sem þú ert að segja. Ég spyr sagnfræðingarna þið eru alltaf að rannsaka hitt og þetta og endum með Íslandssögun og endum með 19. öldrun og 18. öldrun og 17. öldrun stöðu kvenna og allt þetta og svona hverju eru átökin í sögunni en bara því miður þá hefur þetta bara engin áhrif á almenna umræðu í samfélaginu. Við erum í stjórnmálum, erum við meira og minna, er grunnurinn undir þeirri umræðu bara Íslandssaga Jóns Aðals og hefur engin haft og þá segja sagnfræðingar stundum við bara göngum frá okkar eins og þá því að þú ert eiginlega að segja að það sé hlutverk háskólans að tryggja það að það sem kemur út úr honum ná inn í almenna umræðu og geti orðið á grunnur undir bara heilbrigða umræðu í lýðræðislegu samfélagi. Já, ég tel að það sé mjög mikilvægt og það er eitthvað sem við líka þurfum að vera þá í samtali við öll námstiga því að þetta er eðlilegt, það er ekki allir sem að fara í langskólanám í sagnfræði og kunna að greina þær breytingar og ólíkar túlkanir á sögun okkar. Þannig að það er ábyrgð þá þeirra sem hafa þessa nýjustu þekkingu á að miðla henni og það gerum við í gegnum alls konar hluti, allt frá vísindavefi, við erum með vísindavefin þar sem er svarað á einfaldan hátt spurningum sem að almenningur hefur og við gerum það í gegnum þáttöku í almennri opinberri umræðu, eitthvað sem ég hef lagt gríðarlega mikla áherslu á að það væri auðveldara og ég myndi örugglega ná að skrifa meira sjálf og birta sem er fjárhagslegur hvati fyrir mig ef ég væri ekki alltaf að taka fjölmiðlaviðtöl en ég tel það vera bara, hluta mínu starfi að vera í samtali við samfélagið og það er eitthvað sem ég myndi vilja sjá en fleiri starfsmenn háskólans gera vegna þess að hvort sem það er kannski við tökum 2 deildir sem eru kannski mikilvægastar eða svona hafa verið mest áberandi þá held ég að séu jarðvísindadeild og stjórnmálafræðideild svona sem að eru hvað mest að bregðast við því ástandi sem við erum í núna síðan auðvitað voru það líka læknavísindin og lýðheilsan og hjúkrunarfræðin sem að voru til dæmis í COVID. Afbrotafræðin, já, einmitt og ég er ekki að segja að ákveð fólk sé ekki duglegt en segja svona ákveðin svið eru kannski eðlilega oft kölluð meira til
en eins og þú ert að nefna dæmi með sagfræðina, þetta kannski að því að fólk hugsa sagfræði sem eitthvað gerist í fortíðinni, en sagfræðin mjög mikilvægt viðfangsefni og mjög mikilvæg greiningaraðferð á samtíman. Við þurfum alltaf að endurfæða söguna. Já, og við sjáum það til dæmis aftur, við erum búin að nefna Bandaríkin, að Timothy Snyder, sagfræðingur sem að er fremstur í að greina og skilja stríðið í Úkraínu vegna þess að hann er sagfræðingur og hann hefur skilning á sögu Úkraínu, skilning á sögu Sovétríkjanna, hann les þessi tungumál og hann kann sögu einræðisherra og alræðishyggju. Þannig að hann getur talað þetta í allt öðru samhengi heldur en kannski einhver sem að horfa bara á nútíman. Og alþýðufræðari og sætti sig við það sem að sumir sagfræðingar kannski sætta sig ekki við að það að draga upp svona stóran söguþráðinn í söguna sem að sumum sagfræðingu kannski þeir óttast að gera það vegna þess að það svo mikil einföldun í því en það líka ástæðan fyrir því að Íslandsaga Jóns Aðils lifir ennþá, hún svo frábæran söguþráð. Já, einmitt. Þannig að það vantar oft litla hverið sem að geti verið hver sagan okkar. Þannig en hvernig getur háskólinn gert þetta? Af því að hann hefur náttúrulega að sömuleyti nær hann ekkert lengra heldur en bara að lóða mörgum. Já og nei, ég kannski ekki alveg sammála, ég held að háskólinn sé einmitt út allt land og út allt í samfélaginu vegna þess að okkar stúdentar auðvitað eru inn í skólastofunum að fara með það sem að þau eru að lesa heim til sín og í fjölskylduboðin og allt það, þannig að háskólinn er miklu stærri heldur en bara þessar lóðir sem eru ennþá á víð og dreif svo sem borgina og síðan auðvitað háskólasetrun okkar sem eru líka víð land. Jú, en það er ekki nóg að mennta einstaklega. Ég má taka dæmi að vorum að nefna bara helgina að okkur Ríkisútvarpið er alltaf að kalla fyrir hagfræðinga, mennta hagfræðinga úr greiningardeildum bankana. Það kallar ég aldrei til fólk úr háskólunum sem ætti að vera á hlutlausu svæði og við vitum það öll að greiningardeildinar ekki hlutlausar og það er fólk sem að vinnur inn í bara harðsvíruðum businessstofnunum sem er að segja okkur hvernig efnahorfur eru. Auðvitað getur við ráð fyrir því að þetta sé ekki óheiðalegt fólk en þetta er bara annarlegt setup að Ríkisútvarpið skuli gera þetta aftur og aftur. Þannig að mörguleiti þannig líka svona, ég segi ekki árás, þannig verið að flytja inn hugmyndunum hvaðan þekking eru sprottin. Við sjáum allt sem að viðskiptaráð sendi frá sér sem að mikið stjórna dagskrárvaldinu á Íslandi. Það er ekki byggt á svona háskólaransóknum, það er bara byggt á okkur þingtöngum sem eru reknar af ríkustu fólki heimi, ríkasta fólki heimi. Og þetta auðvitað, þarna kemur einmitt þekkingavaldið, það liggur við það og eins og ég nefndi áðan líka það eru ákveðni hvatar inn í starfi háskóla kennara sem eru að það borgar sig fyrir okkur, við getum hækkað launin okkar fyrst og fremst með því að birta ritrýndar rannsóknir. Það að taka þátt í opinberu umræðu að það tekur tíma frá þeim og það gefur þér ekki hækkun á launaflokkum, það er ekki metið eins. Við erum með ákveðna hluti sem við getum lagt áherslu og það er eitthvað sem að ég hef sjálf lagt áherslu á það að virða það samfélagshlutverk og reyna að skjóta mér ekki undan þegar ég er beðin nema ég sé bara í burtu eða eitthvað þessu þar eða hafa ekki þekkingu á þeim efnum sem ég er beðin að koma og tala við. En ég get alveg skilið að sumir kollega mínir segi ég ætla að forgangsraða þessu og þá kannski kemur það, getum við sett þetta hlutverk ofar í verkefni háskólakennara að þeir fái meiri viðurkenningu og kannski líka að við venjum fólk við og þjálfum það í að miðla sinni þekkingu vegna þess að háskólakennarar eru ennþá eina stéttin sem bara er hreinlega ekki þjálfuð í sínu námi í að kenna og hvað þá að koma fram opinberlega. Þannig að það er eitthvað sem að við þurfum öll að læra og taka þátt í og ég nefndi áðan Vísindavefinn sem er bara frábært tæki en hann er kannski þyrft að vera meira eins og YouTube-rás í dag til þess að ná til unglinga, til þess að ná til fólk sem að er frekar að neyta upplýsinga á hlaupum heldur en að setjast niður og lesa og ígrunda. Þannig að það þarf líka að hugsa bara hvernig við miðlum efni og háskólinn er að gera þetta. Við erum með batteri inn í flestum deildum og sviðum núna sem að hugsa hvernig við getum tekið rannsóknir, styrkina sem við erum að fá, birtingarna sem við erum að sinna og settar í svona
myndrænna og hljóðrænni búning. Og það svo sem hefð fyrir svo Íslandi eins og Páll Skúlason vill oft til og var ríkt í heimsbyggingunum, líka í samskiptum Ríkisútvarpsins og háskólans sem að fólk var að koma með svona alþjóðfræðslu sem hluti af því að vera háskólaprófessor í litlu samfélagi. Já. En þú nefndir áðan að háskóla væri fjársveltur, við þekkjum öll umræðina vanfjármagnaða svona grunnkerfi samfélagsins og innviða skuld sem við eigum. Og innviða skuldin á við háskólan. Já, það á við háskólan. Já. Og hvernig getur þú útskýrt það fyrir mér? Já, háskólinn hefur verið vanfjármagnaður bara árabil og það núna sennilega svona 40% vanfjármögnun á háskólastiginu. Eitt af því sem var gert á síðasta kjörtímabili var að búa til samkeppnissjóð. Það voru 2 milljarðar teknir meira og minna út úr háskólastiginu og háskólarnir láttir keppa það fé með því búið til samstarfsverkefni. Ráðir hann kynnti þetta sem betri nýtingu á fé? Já, ég ósammála þar. Þetta, engan sem að ég vinn með vantarverkefni. Við þurfum ekki að taka tíma út úr okkar umfangsmiklu störfum til þess að búa til verkefni sem við síðan sækjum á mjög óljósum forsendum vegna þess að matið á þessum verkefnum líka allt annað heldur en þegar við erum að sækjum í rannsóknarstyrki þar sem að við vitum að við erum að setja í hendurnar á fræðafólki sem við fáum faglegt mat. Við getum verið ósammála því mati en það er ljóst á hverju það byggir. Þannig ég myndi fyrst og fremst vilja byrja á því að fá þetta fé bara aftur inn þannig að við getum deilt því niður í háskólanum eftir hvernig við metum að það ætti að vera gert og hins vegar það sem að stjórnvöld hafa verið að endurgreiða skatt til fyrirtækja sem að sinna þá hagnýtum rannsóknum fyrst og fremst og líta á það sem framlag til rannsókna og þróunar. Það eru margir milljarðar, ég held að 17 milljarðar í fyrra. Og það aftur á mjög óljósum forsendum, hvernig matið þú sækir þetta og það bara, ég vil ekki segja hver einasti, en svona bara miklu hærra árangurshlutfall í styrkjum sem að ég að sækjum að það var kannski 14% árangurshlutfall. En við erum að verja umtalsverðum tíma í að búa til alvöru rannsóknarverkefni sem að við viljum láta styrkja og 14-15%, 1 af hverjum 6 það bil, fær styrk. En í þessu kannski 80-90% árangurshlutfall. Þannig að það verður að... OECD hefur gagnrýnt að þetta kerfið legur. Það er með efasemtur að það sé nógu ekki aðhald. Og sem betur fer að þá nú í þessum hagræðingartillögum að þá nú verið að tala, sem kom út núna bara nýlega, að þá verið að tala með mitt að endurskoða þetta og þetta fyrir sem ég myndi vilja sjá beina til háskólans. En síðan auðvitað líka það hvernig við erum að fjármagna. Við erum með svokallega reiknilíkan sem að setur fyrir til skólans og síðan deililíkan inn í skólanum sem að útlutar peningunum á ákveðin hátt til deilda og sviða og það byggir þá oftast þetta byggir á hver fjöldi stúdenta, hversu margar einingar eru þeir að taka og þar fram til göttunum. Og við annar staðar að þá bara grunnfjármögnun á ákveðnum námsbrautum sem að við erum sammála að við eigum að kenna og þá það deildana eða sviðana að taka ákvarðanir það hvort að þau geti tekið á móti eins og við erum vön víðast hvar í háskólanum að taka á móti ótilgreindum fjölda. Í minni deild höfum við alveg vanist því að við erum 1 ári með 30 nemendur og svo erum við með kannski 80 það næsta. Þetta kallar á mikinn sveigjanleika og miklu meiri vinnu í raun og veru af hálfu starfsfólks að því að það maður skipulegur námskeið allt öðruvísi ef maður með 30 nemendur heldur en 80 þannig að við þurfum alltaf að vera á tánum að horfa á þennan fjölda. Í Noregi og Danmörku þá þegar að grunnfjármögnunin svona þá geta deildir sagt að með þetta fé þá getum við tekið á móti 40 nemendum. Svo stundum fáum 40 og stundum fáum fleiri þá kannski þarf að velja inn og þetta gert á ólíkan hátt í sálfræði, lögfræði læknisfræði, svo dæmi séu tekin sumstar inntökupróf, sumstar próf í lok fyrsta misseris, það sem nokkurn veginn bara verið að ganga út frá þessu. Þannig að við þurfum líka bara að vera tilbúin til að tala ólíkar leiðir til að fjármagna háskóla og ég tel okkur búa vel að því að vera opinber háskóli, við þurfum ekki að óttast að fénu fylgi kvaðir að við eigum að rannsaka ákveðna hluti og ekki aðra eins og bandaríska háskóla standa fram með fyrir.
Sem auðstjættin er ægilega áorðið háskóla. Já, hefur raun og verið gert lengi. Þetta er bara að verða meira áberandi og háskólar í Bandaríkjunum verður miklu leyti þessi stærstu margir hverjir orðnir fjárfestingastofnanir sem að leiði síðan til þess að þeir eru að neita til dæmis að bregðast við kröfum stúdenta hvað varðar stríðið á Gaza vegna þess að þau eru með fjárfestingar í ísraelskum fyrirtækjum og jafnvel í vopnaframleiðendum sem að myndu þá refsa þeim eða að lækkun á verðbréfum í þannig fyrirtækjum myndi kosta skólana einhverja hluti, þannig að þetta er eitthvað sem að við þurfum bara að vera mjög vakandi fyrir og við klárum ekki alveg þarna eitt punkt áðan sem var þurfum við að óttast að þessi straumar berist til Íslands og þetta er bara eins og við sjáum núna transhattur viðnám við breytingu sem voru á þungunarofslöggjöf fyrir 5-6 árum þetta eru hugmyndir sem eru fluttar út frá Bandaríkjunum, þannig að já, við þurfum að vera vakandi fyrir því að þessir hlutir séu að koma til landsins og háskólinn í Helsinki var núna nýlega bara að tilkynna til dæmis að hann myndi ekki hlýða kalli bandarískra stofnana að fjarlægja ákveðin orð úr sínum auglýsingum rannsóknarstyrki til þess að geta viðhaldið samstarfi við Bandaríkin og sagði, akademist frelsi er mikilvægara heldur en samstarf við þó þessi stórt ríki sem fjármagnar mikið af rannsóknum að þá getum við ekki sætt okkur við að skerða möguleika okkar starfsfólks á því að rannsaka þessa hluti. Þú nefndir 2 dæmi það sem eru eiginlega hápólitísk dæmi sjóðinn, hann að 2 milljarða sjóðinn. Á bakvið hann var augljóslega þannig að svona vantraust á að háskólasamfélagið sjálft gæti rata réttar leið. Það við þyrftum að hafa venjulegt fólki í ráðuneytinu sem að gæti leitt ykkur af því að þið myndu bara sóa peningum og fara að rannsaka ykkur vitleysu sem að samfélagið þarf ekkert á að halda. Hinum megin var síðan að það sem hefur verið að loka opinberum rannsóknarsjóðum og kannski draga úr framlögum allavega hlutfallslega til svona grunnrannsókna, en hugmyndin er sú að það sé miklu betra rannsóknir og þróun í þessu stað í einkafyrirtækinu því að þau velja alltaf réttu verkefnin sem eru þjóðhagslega hagkvæm. En þetta er náttúrulega bara pólitík sem að við búum við. Telur þú að háskólinn eigi að vera einhvern veginn ákafari í því að bara beita sér pólitískt gegn þessum sjónarmiðum? Ég held að við þurfum að stíga inn í þessi samtöl og við erum með sérfræðingar sem geta stíðið inn í þessi samtöl. Það er bæði auðvitað rektors að eiga samtöl við stjórnvöld en það er líka okkar sérfræðinga að stíga fram og sína fram að rannsóknir hafa verið rannsakaðar og við vitum alveg að það er það að fara eingöngu í hagnýtar rannsóknir, það grefur undan hagnýtum rannsóknum framtíðarinnar vegna þess að það eru grunnrannsóknirnar sem að búa þær til þegar lengra líður. Þannig að við verðum að hafa frelsi til þess að fara og stundum í erindisleysu vegna þess að sumar rannsóknir heppnast ekki, frábærar hugmyndir kannski verða ekki að neinu en þær kannski verða það í 8. skiptið þannig að við verðum líka að hafa þolinmæði, sveigjanleika og það sem er nú svo stórkostlegt við að starfa í háskóla að það er fólk sem að bara brennur fyrir sínum viðfangsefnum og leitar leiða til þess að koma því í verk og þolinmæðin sem ég hef séð hjá kollegum mínum sem eru bara fram að reyna að tryggja það að við getum verið með mælingar okkar samfélagi til dæmis svo við getum verið samanburðarhæf við nágrannaríkin og alþjóðavísu og við höfum sambærileg gögnum þróun samfélagsins til þess að við vitum hvaða breytinga við getum átt að vænta ef við erum yfirleitt aðeins seinni með þessar samfélagslegu breytingar eins og til dæmis varðandi innflytjendamál og vopnaburð og fleira. Þannig við getum lært og verið að bregðast við því og fólk situr sveitt við að skrifa rannsóknar styrkumsóknir vegna sem við erum ekki með fjármagn í þetta sem er byggt inn í kerfið. Við erum með lakari hagstofu upplýsingar heldur í flest önnur lönd. Við erum þess ekki með neina stéttagreiningar, það er mjög erfitt það er miklu auðveldar að sjá samfélagsþróun í Svíþjóð heldur en þess hér. Já, einmitt. Allavega frá því sjónarhorni sem ég á. Já, einmitt. Lífslíkur eftir stéttum og þarfandi gott og það er bara við safnum ekki eins og saman. Já, og þetta eru alls konar gögn sem að er í stórum alþjóðlegum rannsóknum sem að væri hægt að taka þátt í og fólk er að reyna að komast inn í og við erum
svo sem á Írlandi til dæmis að þá bara stundum ekki tekið þátt vegna þess að það ekki peningar en við búum svo vel að vera með mjög metnaðarfullt fólk hérna sem að sko, sækir fé og jafnvel fjármagnar á sínum eigin rannsóknarreikningum til að tryggja að við höfum þessi gögn og við getum unnið úr þeim. Þannig að við, þú veist, ef við værum betur fjármögnuð, þá held ég við getum gert sko ennþá betri hluti. En ekki staðan þannig, Silja, að þótt að þú segir þetta, að þú getur komið með rannsóknir sem síðan það rannsóknir borgið sig, að rannsóknir borgið sig, að þá samteknar ákvarðanir á svona grundvöllum það að auðvitað það ekki þannig, auðvitað það fólk sem starfar í einkafyrirtækjum sem að taka réttu ákvarðanar, opinberir starfsmenn, þar eru peningarnir búnir til, opinberir starfsmenn sóa þeim, þar eru bara einhverju blýadarnagarar. Ég meina, þú heyrir þetta bara sjónarmið sem bara gegnum gangandi í fréttum og umræðu á Íslandi. Já, ég bara get auðvitað bara alls ekki tekið undir þetta og ef ég man rétt að þá er nú... Ekki undir að þetta sé ríkjandi í umræðinni? Já, nei, ég hef alveg heyrt þetta í umræðinni, en ég get auðvitað ekki tekið undir þetta sjónarmið. Og aftur, að þessar hugmyndir að hið opinbera sé kosti peninga þar sé ekki fólk að vinna. Ég meina, hefur fólk séð fréttir af heilbrigðiskerfinu, af menntakerfinu, að fólk sé ekki að vinna þarna inni og sé ekki að skapa verðmæti, er ekki það að skila börnum læsum Þau geta ekki svo kent börnunum okkar að lesa. Það er sjónarmið þessa hópa sem eru svolítið ráðandi í samfélaginu og ráða viðskiptaráði, ráða SA, ráða mörgum stjórnmálaflokkum. En það sem verið að tala með að lesa sér til gagns til dæmis, það einmitt ekki, börn geta alveg lesið texta. Það sem er munur í þessum PISA-könnunum, allavega, þetta nú út fyrir mitt rannsóknarsvið. Þetta verður útskipt margoft. Að það er að geta dreigð ályktanir og skilið, þú veist, hvað felst í textanum, ekki að geta ekki lesið orðana hljóðan. Þannig að þetta er það sem okkur vantar upp á og þetta er það sem að svona ný frjálshyggjuvæðingin hefur gert við menntun að mínu mati. Þannig að við þurfum að vera gagnrýnni, við þurfum að halda á lofti mikilvægi þess að mennta vel og að meta störf að verðleikum til þess að við fáum ekki bara gott fólk heldur líka bara góða umgjörð fyrir þessi störf og það ég held að ég muni rétt að hver króna sem settir í háskóla skili 8 krónum út í samfélagið. Þannig að þetta er bara bull að þessi verðmæti sé ekki búin til. Verðmæti eru búin til með menntun. Og finnst þér að rektor eigi að vera svona þáttakandi í almennu umræðu til þess að benda á þetta? Já. Það er hluti ástæðan fyrir ég að bjóða mig fram að það er til að taka þátt í þessar umræðu og halda því á lofti að háskólinn og Háskóli Íslands og aðrir háskólar á landinu eru bara hluti á grunn innviðum samfélagsins og við þurfum að fjármagna þá innviði rétt eins og við þurfum að fjármagna vegi og spítala og skólakerfið á öðrum stigum og þetta skiptir bara lykil máli og gerir alltaf meir og meir eftir því sem að samfélagi tekur þessum stökkbreytingum, gervigreindina og fleira sem eru að koma inn, að við verðum að þjálfa fólki í gagnrýnni hugsun til þess að geti tekist á við áskoranir framtíðarinnar. Það rektor kosin af stórum hópi fólks, það nú, ég veit ekki hvað ekki 13.000 nemendur og nokkur þúsund starfsmenn, þetta er stórt kjördæmi. Er það þannig að með því að rektor sé kosin, hann hafi kannski, og líka því að það eru 2 umferðir, hann nýtur alltaf meiri hluta fylgis, færa hann þar að lendi kannski svona ansi sterkt umboð til þess að taka þátt svona í almennu umræðu sé fulltrúi eða forustumaður þessa samfélags. Já, ég held að það þetta er auðvitað svolítið áhugavert að velja stjórnanda svona, en ég líti mitt á að við séum ekki eingöngu að velja stjórnanda, heldur einhvern sem vil þjóna þessu samfélagi og leggja sér þetta mörgum til þess að gera það betra. Og það sem að ég vil gera er einmitt að nýta það umboð til þess að virkja raddir annara og halda þeim á lofti. Þannig að við séum sameinað samfélag háskólans sem að getur þrýst á breytingar, varist upplýsingaóreiðunni, nýtt gervigreindina, tækifæri hennar og spórna gegn ógnunum sem henni fylgja vegna þess að þetta er tvíbent tól auðvitað. Og að bara halda á lofti aftur mikilvægi gagnrýnnar hugsunar og þarna eru
áhersluna sem hafa verið svolítið upp á síðkastið eins og til dæmis áherslan á STEM-greinar sem eru gríðarlega mikilvægar og við þurfum að hafa fólk sem að hefur færni þar. En ef við kippum undan eins og við höfum verið að sjá í Bretlandi til dæmis, þar sem við verið að bara loka máladeildum, loka heimspekideildum, að þá bara vantar okkur tengingu. Þó svo að sé art í þessu. Já, ég meina það er grunnurinn. Hættist það hérna, Íslendingar hefðu að halda þetta væri bara listgreinarnar en ekki átt að segja þetta eru líka meðan annars máladeildu tungumál og heimspeki og bara hvar værum við Íslendingar ef við værum ekki í tengingu við málið okkar og bókmenntir. Þannig að þetta þú veist, það er lykilatriði að við verjum þessar deildir og þessar greinar og styrkjum enn frekar vegna þess að þetta eru greinarnar sem hjálpa okkur að takast á við allar áskoranirnar sem að koma með þessum nýju tækni framförum. En að því minnir á þetta var svolítið verið að ræða þetta fyrir einhverjum árum síðan að við ættum að áherslu á þetta og kannski er þetta ennþá ríkjandi. En þá fannst manni einmitt að þetta var enn eitt dæmi sem væri notað raunverulega bara til þess að grafa undan trú almennings að háskólasamfélagi var á réttri leið. Svona svipað og manni finnst umræðan grunnskólan oft vera. Að kannski megin ástæðan er kannski bara að strá efasemdum að núverandi kerfi sjáu fótu sínum forráð að það geti tekið réttar ákvarðanir. Því að ég myndi halda að háskólasamfélagi væri lýðræðislega uppbyggt og það væri ákvarðanir stúdentanna hvaða nám þau myndu velja og hvað prófessorarnir hvað kjósið að sér rannsaka, það væri valdreift lýðræðislegt fyrirbrigði. En mér finnst eins og það séu svona bara almennar efasemdir að slíkt kerfi geti fungerað. Að það verði eiginlega að segja því fyrir verkum því annars ef almenningu fer að ráða eða valdreitt samfélag að þá velur almenningu ránt sem passar ekki til söguna og það er sama sem gagnrýnin á bara venjulega skólakerfið og eitthvað fleira þannig að getur verið að segja bara svona djúpur pólitískur. Já, ég ætla ekki að fullyrða það sko. Ég veit að það er hættulegt fyrir frambjóðir til rektors að fara nálægt eitthvað sem getur verið flokkapólitík. Já, þetta er kannski þú veist, ég ætla ekki að segja að það sé djúpur ásetningur þetta en það er kannski vegna þess að þessar ákvarðanir eru líka valddreifðar, þú veist, það er valddreifing í þessu. Það eru batteri sem hafa tæki og tól til að setja fram sínar hugmyndir sem að hafa fjármagn til að dreifa þeim, hafa tíma til þess að hafa áhrif á stjórnvöld og móta þeirra hugmyndir. Síðan eru alltaf einhverjir stjórnmálflokkar móttækilegri heldur en aðrir kannski fyrir þessum hugmyndum. En þess vegna þarf líka háskólan að vera sterkur til þess að koma með önnur sjónarmið. Og þannig að, þú veist... Og eitthvað hluti sameinaður og einbeittur, eða ekki? Já, jú, og það er nákvæmlega það sem ég myndi vilja sjá, sko. Þú sagði 40% vanfjármagnur, ég veit ekki hvort að sé þannig að hann sé bara með 60% af því sem hann þarf eða hvort að þetta er 40% viðbótar. Þegar að stofnanir eða fyrirbrigði eru lengi undir svona vanfjármagnu, þá birtist gallarnir, það er á ólíka nátt, það getur verið bara skortur á fjárfestingu eða grotna niður húsnæði og svona eitthvað fleira, það getur líka verið þannig að háskólinn bara borgar illa svona stóðgreinum og erfitt með að halda á fólki og hvernig myndur þú lýsa stöðun á háskólanum út frá þessari svona vanfjármagnu? Já, það er sko... Hvað er hún birtist? Sko, starfsfólk við ættum að vera umtalsvert fleiri sem erum að sinna störfum. Við þurfum að færa gríðarlega sterk rök fyrir því að við þurfum að ráða í staðin fyrir hvern einstakling sem hættir, jafnvel í mjög fámennum deildum. Við kennum til dæmis í minni deild kennum opinbera stjórnsýslu. Ef starfsmaður hættir að þá er ekkert sjálfgefið að fá maður bæti í það. Þetta er menntun sem að fjöldin allur af bæði opinberu starfsmönnum og starfsfólki einkageiranum sækir sér til þess að geta bara skilið og hvernig hið opinbera starfar og lærir svona grunn í stjórnun og stefnumótun og greiningu og þess að þar. Þannig að við sitjum uppi með það að við þurfum að ráða stundakennara. Stundakennarar eru illa borgaði, fá léleg laun og ekkert starfsöryggi. Þeir hafa ekki réttinda á vinnumarkaði. Þannig að við erum komin í svona, erum að hagnýta okkur vilja fólks til þess og velvild í raun og veru, fólks gagnvart háskólanum til þess.
síðan og svona væntingar að ef ég vinna á þessum skítarlaunum í 10 ár þá fæ ég kannski stöðu, þetta náttúrulega næstu ómælisílegt. Já, og síðan ertu kannski einmitt að hamast við að kenna og ég var alveg í þessu hlutverki sjálf, það alveg hluti af því hvers vegna ég vil stíga inn í þetta stjórnunarhlutverk og leiðtogahlutverk að ég veit hvernig það að vera þeim megin við borðið og ég myndi vilja beita mér til að breyta því. Og síðan einmitt ákvarðanir teknar að útvista hlutum eins og ræstingum og við náttúrulega séð fréttir núna á síðustu vikum hvernig farið með fólki í slíku. Ég myndi vilja að fólki eins og var þegar ég byrjaði við háskólan. Þá var fólki sem kom og hélt skrifstofun minni hreinn á Fallegri að það var samstarfsfólk mitt. Það var með mér á árshátíð, það notaði sömu kaffistofu. Þetta bara eitthvað sem ég myndi vilja sjá taka tilbaka. Þannig að sko, bæði út frá sko, starfsöryggi og virðingu en líka bara út frá félagsskap. Svona afsíðun samfélagsins. Já, eiginlega, sko. Og þú veist, það alls konar svona hlutir sem að má alveg gera og aftur þetta bara hluti af breytingum sem hafa orðið í samfélaginu í heild, en það eru opinberar stofnanir sem hafa haldið í það að ráða sitt starfsfólk til ræstinga til dæmis og við erum með umsjónarmenn fasteigna sem að halda svona meira utan harðari málin, sko, það dettur eitthvað niður af vegg eða það þarf að skipta við rúðu eitthvað. Þannig að kallarnir eru hluti af starfsfólkinu. Kallarnir eru hluti af starfsfólkinu, en reyndar eru mun fleiri kallar í ræstingunum hjá verktökunum því að það eru líka innflytjendur og það eru auðvitað önnur stéttskiptingi sem birtist okkur og annað misrétti. Þannig að þetta er eitthvað sem ég held að við sem samfélag sem að leggur upp úr gagnkvæmri virðingu og þáttöku fólks og einmitt á grundvelli sko jafningjastjórnunar og þess að við ættum að leitast við að hafa að þau sem að vinna í háskólanum ætti að vinna fyrir háskólan. Það er að þú nefnir stéttaskiptingu og svo innflytjendur. Þá er það nemendurnir. Og það er eiginlega hægt að tala tvennt af því að það er bara vitað að börn innflytjenda falla á námi og er eiginlega áður að koma til ykkar. Þannig að það er fallega út úr framhaldsskólanum og kannski erfitt að átta sig á því hvað háskólinn getur gert, en það lítur að vera mikilvægt fyrir háskólann að fá ég veit ekki, það getur orðað með alls konar hætti fólk og bara allir gena púljunni og svona það bara til þess að halda heilbrigðu samfélagi og það sé líka lýðræðislegt samfélagi að háskólasamfélagi sé ekki bara hvítt samfélagi á meðan að samfélagi sem við lifum út sé hvernig allt öðruvísi. Hvað getur háskólan gert í þessu? Þetta er eitt af því sem ég legg greiðlega mikla áherslu á og hef sagt að sko eftir 5 ára ef að ég væri það sem ég myndi vilja sjá að það væri fjölbreyttari háskóli, nákvæmlega á þessum forsendum. Við erum með verkefni sem heitir Sprettur, sem er mentoraverkefni fyrir einmitt ungmenni með erlenda bakgrunn í framhaldsskólum. Til þess að grípa þau þar og styðja við þau. Við vitum að ungmenni sem að ekki hafa íslenskumælandi foreldri heima, þau eru líklegri til þess að flosna upp á námi vegna þau skortir hennar stuðning sem að börn sem eiga íslenskumælandi foreldri hafa frekar og auðvitað eiga þau það alls ekki öll og það kemur líka tekjur og annar bakgrunn foreldra auðvitað við sögu. Þetta er eitt verkefni, ég myndi vilja sjá þetta miklu stærra og sterkara, þannig að við gætum haft áhrif, en þetta er líka bara samtal, sko þá að háskólinn sjálfur sé ekki að gera þetta, þá er þetta líka samtal við önnur skólastig hvernig við grípum inn í og þetta er líka spurning sýnileika að fólk sjái fólk sem lítur út eins og það í þessum störfum. Ég veit að sjálf að ég kom inn í stjórnmálafræði skor þáverandi sem stundakennari fyrir 20 árum og þá voru ungar konur sem að fóru í framhaldsnám sem sögðu bara, þær höfðu aldrei séð kona, það hefði engin kona kennt þeim. Þannig að þeim datt ekki í hug að fara í framhaldsnám. Þannig að þetta eru líka skilabóð, þessi sjónrænu bara merkingabæru skilabóð sem hægt að koma á framfæri. Ég held að séu innflytjendur sem eru að segja fréttir sem eru ankorar í ríkisfjölmiðlum allra landi kringum okkur nema hér. Já, einmitt. Og það er ekki langt síðan að við fórum að bara heyra raddir í ríkisútvarpinu, kannski sem að, og ég held að við séum ekki ennþá með innflytjenda og til dæmis Bylgjunni í frétta, en að heyra veðurfréttir og fréttir fluttar með smá hreim. Ég held að við höfum óbærslega gott af þessu. Við þurfum á því að halda til þess að stækka okkur eyrun svo við heyrum hvað innflytjendur eru að segja. Og ég var á frábæri vinnustofu á jafnréttisdögum í háskólanum daginn einmitt hvernig við, þetta var vinnustofa sem hét ástarorðræða, love speech, sem þá viðnám við hatursorðræða, hate speech. Og hvernig við getum einmitt leyft tungumálun að vera, við heyrum skrítið orð og hugsaum býtum við, hvað er þetta?
og svolítið svona eins og bara að hlusta á færisku sko, eða lesa færisku, gömlu brandarinni með kroppatemjara og svona, við föttum alveg hvað þetta er ef við gefum þessu eitt augnablik sko. Já, við þurfum að æfa okkur en við þurfum einmitt að æfa okkur í þessu. Ég held að Íslendingar sem að kannski að tala ensku sem hafa ekki búið í enskumælandi löndum, ég held að þau hafi bara reynsla því að það skiljaði allir inn í London, en þú ert kannski komin í þrengri byggðir þar sem eru minni fjölbreytileiki, þá bara allt í nöðu fólk byrjað að kvá sko. Já, akkurat. Og við þurfum að vera, og háskólinn finnst mér að vera leiðandi í þessum breytingum, að við þurfum að styrkja okkar starfsfólk, við þurfum að bjóða því betri stuðning við að ná tökum á íslensku og að nýta, núna er háskólinn með alveg risastórt prógram í íslensku sem öðru máli, íslensku sem erlent mál heiti það. En það geti ekki allir farið í 3 ára háskólanám til þess að ná tökum á íslensku, þannig að ég held að séu fleiri í þessu námi vegna þess að leið innflytjandi til þess að læra, það er svo lítið sem þú getur lært annars staðar. Ef við verðum kannski að segja að 10 væri að vera bara fluent, að þú getur eiginlega ekki lært nefnum upp á 3 annars staðar og þess vegna fer fólk í námi hjá ykkur bara til þess að geta tjá sig. Og nú er komið svona brúarnám 30 eininga í staðan fyrir alveg 180 eininga BA-próf, þannig að þú getur komið í styttra nám að, en þetta er líka eitthvað sem við þurfum að gæta að því að bara okkar erlenda starfsfólk hafi aðgangað, að það hafi tækifæri til þess að bæta við sig. En við þurfum líka viðurkenna að sem fjölbreyttur vinnustaður, þá erum við líka að fá fólk sem kemur í doktorsnám, kemur sem nýdoktorar og ætla bara að stoppa stutt. Og þá þurfum við líka að vera vinnustaður sem að þolir það þarf stundum að skipta yfir í annað tungumál og sína sveigjanleika gagnvart því. Og það getur verið flókið. Já, það er það. Að íslenska verði ekki sekundari í tungumál. Já, einmitt. Svo ég sletti nú. Já, akkurat, ég ætla að fara skjóta á þig. Þetta ég reyna að vera fyndin. En annað sambandi við stéttaskiptingu, það er lánasjóðurinn sem var stofnaður til þess að tryggja öllum aðgengi að námi og það var talið vera gríðarlega mikilvægt þjóðhagslegt mál. Nú er hann í vandræðum og hann reyndar ekki í fjárhagslegum vandræðum því að hann á 30 milljarðina bók sem er líklega merki þess að það er minna tekið að lánum heldur að reikna það með. Og ástæðan er svo að þeir sem að þurfa að lánum að halda sem að koma efnaminni heimilum, að þeir fá það lítið lán og ef það ætlar að húsnæði þá fer bara all lánið í það með þess að hjá félagsstofnun og þá verður að fara að vinna og þú vinnur á kvöldin á Subway eða smyrjaði samlokur eða eitthvað slíkt og það skerði lánið þín, þannig að þú endar með því að þú ert komin í fulla vinnu við hliðina á einhver sem kemur að efna meiri heimili sem að getur verið í náminu sem fullri vinnu og þannig að þá erum við komin með kerfi sem er bara sem mismunar. Já, sem að fólk bara 1970 og 1980 hefði bara hist hausinn yfir. En við erum stödd núna 2025. Já. Þetta er mentasjóðurinn, þessar breytingar sem voru gerðar á honum nýlega held ég að hafa verið mjög illa til fundnar. Ég fór málþing hjá stúdentum núna nýlega. Þau hefðu gert könnun meðal stúdentur voru að reyna sérstaklega að skoða stöðu foreldra í námi, í háskólanámi. En það er ekki hægt að síja fólk út úr úrtakinu út frá hvort eigi börn eða ekki, þannig að þetta náði til allra stúdenta og það voru 40% sem nýttu sem mentasjóð sem að svöruðu. Hærra hlutfall meðal foreldra en 40% sem segir mér 60% er að vinna eða reiða sig einmitt á stuðninga heimann, þau sem að það geta en langflestir mínir nemendur vinna eitthvað. Það að þau frítekjumarkið er allt og lágt mánaðarframfærslan er allt og lág þannig að þú þarft að vinna til að ná saman endum sérstaklega ef þú býr sjálfstætt og leið að ferða að vinna þá bara ertu komin upp í frítekjumarkið á mjög stuttum tíma og þá skerast lánin og þá þarft að vinna meira þannig að þetta dregur úr helgun stúdenta þetta dregur úr gæðum starfsumhverfis okkar bæði starfsfólks og stúdenta þannig að það er gríðarlega mikilvægt hagsmunamál og ég skrifa nú stundnapistil í síðustu viku einmitt það bara að hagsmunir stúdenta eru hagsmunir háskóla og það er eitthvað sem rektor sem ég myndi vilja bara starfa með stúdentum að í þeirra hagsmunabaráttu til að geta notið þess stuðning svo þetta í samanburði við nágrannlönd okkar þar sem að stúdentar fá styrki að þá eru við ennþá að útluta lánum og það er eitthvað sem að ég sjálf borga þennan 3% skatt og mun gera til ævi loka fyrir það að hafa farið í langskólanám þannig að við þurfum að hugsa bara hvernig ætlum við að hvetja fólk vegna þess að við erum undir í alþjóðlegum samanburði að í námsárangri það má alveg horfa á að segja bara hvað er ekki bara allir í háskóla en nei, við náum ekki að útskrifa fólk á sama tíma
og nágrannlöndin okkar og við erum mjög lengi að ná svona vera samaburðarhæf. Og heldur þessi mikla vinna spilir það stórt inn? Já, ég held að hún gerir það og það var held ég að koma núna fram með, ég held að það sé koma inn í samráðsgáttina svona hugmyndur einhverjar breytingar, þar sem væri núna til dæmis 20% niðurfelling á námslánunum sem myndi þá vera á hverju misseri. Frekar heldur en í loknáms í heldina sem að ég held að sé mikið til bóta en það vantar inn í grunn framfæsluna þannig að þau geti allt í lagi að fólk vinni þú veist, eina helgi ég gerði sjálf ég vann mikið með mínu námi og maður reyndi auðvitað að láta það ekki koma niður á náminu sjálfu en að vinna aðra hvora helgi eða eitthvað þess áttar eiga aðeins auka vasapenning, allt í lagi. Það oft orðið þrengra núna, vinna undir skúringarnar á hann eða ræstingarnar, það voru margar konur sem að fóru gennum háskóla með að taka 2-3 stykki. Já, einmitt, ég gerði það sjálf, einmitt. Já, þá var það kannski gert það svona í hálfgerðu akkorði en nú það bara ekki í boði. Nú færðu fyrir sama peningi þarft að vinna líklega 3 sinnum lengra. Og svo var það ræddi líka við flugfreyjur og það miklu minna það núna að konur fari gegnum nám eða þau verið flugfreyjur, það voru mest konur á þessu tíma vegna þess að kjörin eru bara orðið miklu lagari. Og krafan bara viðveru allt árið auðvitað og þess að það sko. Þannig að þetta er þörfin fyrir að lánasjóður virki líklega meiri núna en var. Já, ég held það sko. Já, og kjörin auðvitað eru líka allt önnur sko. Við gerum nú mín kynslóð horfði öfundar augum aftur eina kynslóð þegar þetta voru vaxtalaus lán og síðan voru við komið overtryggt komið verðtryggt og svo kom 1% álag á vextina og eitthvað svona sko en þetta allt annað sem að stúdentar eiga við í dag og þetta er litið á sem einkanleg lán á meðan að í sögunni var litið á þessi fjárfestingu samfélagsins. Já, og það sem að ég uppskar nú alltaf aðdáun á Íslandi þegar ég var að segja fólki frá þessu kerfi þegar ég var í mínu námi í Bandaríkjunum að hugmyndin var auðvitað að þú gætir farið í nám sem að væri ekki sko arðbært fyrir þig persónulega. Þú gætir farið í nám sem að væri með þú vissir að tekjurnar væri lágar vegna þú borgar alltaf bara þetta hlutfall tilbaka og vinir mínir út í Bandaríkjunum sem að voru á kerfunum þar sem að þurfti að byrja að borga bara 6 mánuðum eftir brautskráningu sama hvort þeir voru komnir með vinnu eða ekki og sama, þú veist, alveg ekkert tillit tekið til þeirra sko ráðstöfunartekna en eitt þess og þar. Þannig að það allavega mín kynslóð allavega hefur notið góðs á því þó að ég borgi nokkrum prósentum stigum herri skattaheldur eða líti á það sem ég borgi nokkrum prósentum stigum herri skattaheldur en þau sem ekki nýttu sér þessi tækifæri. Ein birtingarmynd þessa að sem að ég verið var við þegar ég alltaf að fá fólk til að koma hingað í spjall að komir óvart fyrir nokkrum árum þegar ég átti mig á því að háskólastúdentar þeir hafa bara enga tíma. Nei, það er líklega því þeir eru í fullu námi og meira og minna fullri vinnu. Svo þetta náttúrulega fólk á barneignaaldri. Já, og nú fækka aðeins svona sérstaklega í grunnnáminu að þau séu með börn en auðvitað það ennþá. Og ég fór að rifja aftur þegar mín kynslóð var í skóla og kannski kynslun á undan að þá var miklu meiri sveigjanleiki, þá gat fólk verið að stunda alls konar pólitíska starfsemi og gera alls konar hluti og það voru nægan tíma kannski fólk sem að kom inn, svona börnverkalýðsins sem að kom inn í svona menntaumhverfi sem var kannski gert ráð fyrir herri stéttir þar sem að fólk átti að vera að finna sjálfan sig og allt svona. En ég hef bara átt að með því að fólk sem í dag í háskólanum hefur bara engan tíma til nokkuð skapað hlutur. Og það náttúrulega ekki, háskólinn ætti líka að vera svona opið samfélag þar sem er svona alvöru deigla, það ætti að vera eitthvað svona eftir svona verið í sjálfum sér að stúdentar hafi rúman tíma, eða ekki? Eða hvað? Jú, og það er með, það kemur aftur bara að hagsmunir stúdenta eru hagsmunir háskólana, að þau hafi tíma til þess að vera í námi, að þau séu í skólanum ekki bara þegar það er kennsla í gangi, heldur einmitt sitja saman, séu saman að ræða og reyna að spyrja spurninga samfélagslegu viðfangsefni. Að ég núna náttúrulega búin að vera í þessu frambóði svona nokkurn veginn frá áramótum og það er ótrúlega gaman að koma inn í þessar deildir þar sem að stúdentar hafa jafnvel skólastofu til umráða svona fyrir sitt félagslíf, sitja saman í komin inn í skólastofu þar sem að stærðfræði, eðlisfræðinemar eru saman og þau standa þarna bara reiknandi og horfandi, skilur þú veist, en eru í bara virku samtali sitt fag og af ástríðu fyrir því sem er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt að sjá. En svo sé ég, þú veist, eins og mína stúdenta sem hafa ekkert svona félagsrými í minni deild
að þá eru þau svona, já, einmitt fara eitthvað heim, leita, þú veist, og þá detta út þau sem ekki alveg kannski inn í innsta kjarna, þau missa af, það verður ekki þetta lifandi samtal, sko, þú veist ekki að þú getur bara labbað hingað inn og þar hópur sem hefur áhuga á því sem að þú hefur áhuga á. Sem mikilvægt þótt að þetta kannski síður mælanlegt. Já, einmitt. Herðu, Silja, þú eru svona áberandi í kvennabaráttunni, er ekki gott að segja það? Nú eru konar búin að taka yfir allt, það eru búin að taka yfir ríkisstjórnina. Komin tími til bara. Já, búin að taka yfir ríkisstjórnina og borgarstjórnina og kirkjuna og allt reyndar kall í Hæstarétti held ég. Og það kall búin að vera í... Það eru nokkri kallar í Hæstarétti, en já, ég meina forseti Hæstarétti. Já. Skiptir það máli að hvort kynið hvort að rektor sé kallað að kona? Ég held að það skipti kannski ekki öllu máli, þú veist, hvort að það sé kallaða kona sem rektor, en ég held að skipti máli að öll kyn upplifa þau hafi aðgang að þessu starfi og þessu verkefni. Ég hef séð svolítið núna á samfélagsmiðlum að fólk að segja bara það er bara síðustu vígin og eitthvað svona. Hvernig heldur að konum hafi liðið í árhundruð? Þetta er náttúrulega bara fáránlegt að setja þetta svona upp. Að ef að konur eru við völd í nokkur ár í helstu embættum, það eitthvað sem að slær burt bara það kynja misrétti sem hefur verið ekki bara í okkar samfélagi, heldur bara á alþjóða vísu og þetta tekur fólk eftir þessu vegna þess að þetta er óvenjulegt. Ef þetta verið hversdagslegt, ef þetta gerðist reglulega, þá væri enginn að tala um þetta. Það er bara svo einfalt. Þannig að ég get ekki tekið undir að það sé eitthvað áhyggju efni að kannski 3 ára skeið að þar verði konur í helstu embættum samfélagsins. Ég heyri nú mest svona jákvætt þetta. Já. En svo náttúrulega þetta sem þú ert að vitni núna, maður heyri þetta svona, Jakob Bjarnar og félagar, það er svona töðu þessu. Þess verið ekki plássir okkur lengur. Nei, einmitt, þú veist. Það við bara að pakka saman og fara heim. Já, ég meina það kannski bara að sækjast eftir verkefnunum og leggja sér fram við þau líka, sko. Þannig að ég bara hvet fólk til þess að sama hvaða kynni það er að setja taka þátt í öllum verkefnum og ég held að það sé mjög mikilvægt en við erum með því að starfa líka sem er sjálfboðaliði í form af Rauða krossins og í alþjóðahreyfingunni þá er núna í fyrsta skipti þetta er Rauða krossin á alþjóðavísu þríhöfða þurs það er sem sagt alþjóðasamband Rauða krossins sem að Íslands félagið er meðlimur í og það er alþjóðanemndin sem að vinnur á átakasvæðum og síðan er sem svona samstarfsnefnd og núna er í fyrsta skipti konur í forystu fyrir öll þessi verkefni og þá var búið til svona lítill limmi sem að okkur var gefin á síðasta aðalfundi sem stendur á ekki blikka, ekki depla augunum, don't blink vegna þess að þetta er ekki að fara að vera viðvarandi ástand. Ég meina þetta verið tekið af ykkur? Nei, ekki tekið af okkur, það bara eru kallar og konur sem skiptast á og þetta er ekki einhver yfirtaka þó þetta gerist í nokkur ár sko. Herðu, í lokin segðu mér Silja, af hverju ákvastu að bjóða þau fram til rektors? Ég verið núna í 3 ár í háskólaráði og verið þar að kynnast svona innviðum háskólans. Ég kynntist fyrir nokkrum árum mjög áhugaverðu svona virðismatskerfi fyrir háskólastörf og þetta er ekki til hér en þá var svona hugmyndin við horfum svolítið á framgangin okkar hérna á Íslandi inn í akademíunni þessi orð sem að ég veit að mörg líka þekki ekki sko, lektor, dósent, prófessor sem er framgangurinn okkar og prófessor þá ertu komin bara svona á lokastigið, situr þar oft síðustu 20-30 árin jafnvel en í þessu virðismatskerfi að þá var svona hugmynd að þegar þú ert orðinn prófessor þá átt að þjóna öllum háskólanum, ekki bara þínu þekkingasviði eða þinni deild eða sviði. Heldur átt að teygja þjónustunniðinu út og leitast við að láta gott að leiða á breiðari grundvelli. Og það var eiginlega á þeim forsendum sem ég bauð mig fram í háskólaráð á sínum tíma að mér langaði til þess að gera þetta og þar hef ég kynst bara starfinu svona innan frá rekstrinum og svona hlutum sem að ég held að svona ef maður er bara í sínu og eða sinni deild þá þekkir maður ekki til en það eru svona nokkri hlutir sem ég langar til þess að breyta og það er kannski sérstaklega gegnsæi að við vitum af hverju ákvarðanir eru teknar út í samfélaginu mér langar að miðla meira inn í háskólasamfélagið, ekki eingöngu vera í forystunni út á við, heldur líka að taka þá umræðu og setja hana inn í samfélagið til þess að virkja samstöðu þau baráttumál sem ég tel að skipti máli eins og fjármögnunina og baráttu gegn upplýsingaóreiðu og fleira og ég held að ég geti gert þetta vel
Ég hef orðið ágætis reynslu af því að vera í fórustu. Ég hef auðvitað mikla reynslu af því að miðla minni þekkingu og rannsóknum og að vera þessi málsvari Háskóla samfélagsins. En líka vegna þess að minn bakgrunn kemur svona úr jafnréttisbaráttu og félagsstarfi, að þá ég líka vön því að leiða saman ólík sjónarmið og finna farsælar lausnir og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum í þetta verkefni. Og til að vera réttu konuna í starfið. Já, réttu manneskjuna bara. Já, réttu manneskjuna. Takk fyrir að koma hingað og tala við okkur háskóla. Takk fyrir boðið og takk fyrir að sinna þessu áhuga. Á morgun kemur hún Kolbrún Þótt Pálsdóttir og hún síðasti frambjóðandi direktors sem við ræðum við. Þá vorum við búin að ræða við á alla 5 sem að búa hér og starfa á Íslandi. En framundan á rauðaborðinu eitthvað allt annað. Við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem við erum í og það breytist, þannig að við erum aldrei búin. Næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Og eitthvað með svona varnarmála umræðunum, hvort að Ísland, hvort við erum örugg hérna í dag og hvort finnst við ættum að fá okkur... Auðvitað hlusta maður á sjónvarpið og fylgist niður náttúrulega hvernig þessi hamagangur út í heimi. En hvað finnst þér að við eigum að gera í því? Já, það ekki alltaf verið að reyna að hjálpa fólki og náttúrulega við gerum kannski þess við getum látið frá okkur. Náttúrulega bara, þetta náttúrulega rosalega erfitt. Ef þetta þurfum við náttúrulega ekki peninga fyrir fólkið okkar. Margir sem að eiga erfitt. Mjög erfitt og á götunni og það sem við þurfum líka að hugsa um. Já, en nú erum við að fara svona auka sem sagt útlát í stríðstól. Ert þú á því að við eigum að auka kaupa meiri vopn? Nei, ég alls ekki með því að vera að kaupa vopn. Alls ekki. Svo langt í frá. En finnur svona eins og fyrir svolítið þrýstingi það er verið að segja að við séum svo varnarlaus svona að við verðum eitthvað að gera til þess að auka hvað eigum að gera til að auka öryggi okkar hérna? Það ekki Bandaríkjamenn sem sjá það eða aðrir? Já, bara treysta Bandaríkja her. Það fyrir bara að treysta Bandaríkja her. Ég voða lítið inn í þessu svoleiði Náttúrulega fylgist með fréttum en hefur svo sem ekki voða mikla skoðanir svoleiðis. Nema það að ég vil helst að Ísland sé bara frjálst land, sé ekkert að skipta sér af þessum látum úti heimi. En þannig að við verðum auðvitað að taka þátt í þessu. Já, sumir segja nú að vísu að við þurfum ekkert að taka það. Það er að segja að það sé bara mjög sterk öryggi sjónarmið að vera friðarþjóð og vera frekar beita sér fyrir friðarviðræðum. Já, ég alveg sammála þér með það. Ég vil að vera laus við allt svona og við séum bara friðarþjóð. Þakka þér fyrir spjallið. Má ég spyrja hvað það heitir? Ég heiti Jóna. Takk fyrir spjallið kærlega. Við vonum bara að við getum verið frið. Finnst þér við Íslendingar hvað við eigum að gera í þessu hernaðarástandi í heiminn? Við getum ekki gert neitt því að Pútín búinn að drepa sem svara íslensku þjóðinni. Við höfum ekkert í svona lið að gera. Ekki neitt. Nei, já, finnst þér ekki við eigum þá að vera eitthvað taka þátt í þessu stríðsrekstri? Við eigum að innpretta frið allsstaðar í heiminum. Hvar sem er. Og Rússarnir þeir eru nú þekkti fyrir að ráðast í bæði Tékkóslóvakíu 1968 og 1956 í Rúmeníu, Ungverjaland, já. Þannig að þeir eru vanir öllum innrásum. En svo það nú Bandaríkjamenn sem að geta nú bara tekið okkur svona með Grænlandi í leiðinni? Já, ég þekki marga Rússa, þetta mjög gott fólk, en þeir sem í stjórnmálunum, það var bara að senda á til Síberíu, þeir eru heima þar. Og þú ert alveg óhrættur við að segja þetta bara? Já, ég keppti á ólympíuleikum í tjóðþraut og ég kynntist mörgum Rússum og þetta er rosalega gott fólk. En þessi pólitík bara rugl hjá þeim. Þeir eru ennþá í kommunismunum.
Þeir fóru aldrei úr kommunismunum. Það er alveg svo íhaldi hérna. Íhaldi búið að ráða þeir haldi þeir eigi Ísland. En það bara ránt. Þetta er svona þetta allræðis ástand, sko, þarna, en svo svolítið komið í það líka. Ólympíuverðlaun. Það ekkert annað. 72. Ég keypti 76. Vá. Silfur, þetta ekki silfur? Nei, þetta brons. Já. Nei, það, sko, við erum með það, sko, Nei, Rússar og Bandaríkjamenn, þeir geta eyðilagt jörðina 40-50 sinnum. Þannig að það þarf ekki með eitt vitlýsing til að íta á hnappinn, þá er þetta búið. Þá ferum við ekki í sundlöguna meira. En eigum við þá bara, eigum við að standa með einhverjum eða eigum við að standa með Grænlandi? Við eigum að standa með friðarsinnunum. Þetta er einhver friðarsinnar. Rússarnir að tala nasistana, þeir eru ekkert betri. Þeir eru að drepa fólk í Síberíu. Já. Þannig að við eigum bara að vera með, sko, við eigum að vera heimsmeistarar í friði og bara fá... Alla þjóðir hingað og bara setjast að borðunni eins og þegar við vorum með hérna Gorbachev og hinn. Bara staður friðar viðræðina. Það eina sem við getum gert og það er stór hluti, það er að byggja upp frið. Þú sér það þessi morðtól sem þau eru með, þau eru hrikaleg. Og ég bið ekki í það ef einn rússnesku kapóttur eða bandarísku kapóttur, kjarnorkukapóttur myndi hérna sökkva, þá seljum við ekki meira íslenskum fiski. En hvað finnst þér þá að séu hérna kapóttar, er ekki bandaríski kapóttar hérna í kringu á landi núna? Jú, það er bandarískir og rússneskir og það er allra þjóða kvikindi. En hefði ekki átt að spyrja okkur svolítið leyfi til þess að veita svona, eða var búið að spyrja okkur leyfi þannig með varnarsamningu? Við samþykktum það 1949. Við samþykktum morðtólinn. Jú, en hefði ekki verið svona, væri ekki ástæða svona til þess að ræða þetta aðeins meðal þjóðarinnar núna? Það þýðir ekki að ræða þetta, það þarf að gera eitthvað. Það er ekki nóg að tala. Þú sér það eins og ég segi, þessi morðtól er alveg hrikaleg, sko. Það er ekki með eitt brjálarsing til að íta og eitt taka, þá er þetta búið. Má nokkuð spyrja hvað þú heitir? Elías Sveinsson. Ég er nýfaldur Íslandsmeistari í tugþraut. Daley Thompson, mest íþróttamann allra tíma, Bretti. Hann var tvöfaldur ólympíumeistari í tugþraut og tvöfaldur Evrópumeistari. Ég vann hann í 3 greinum ólympíuleikunum, það var ekki talað með þetta í 40 ár. Ég kom úr fátækrahverfunum. Nú. Ég tala það. Já, ég unni mig alveg frá 0 og upp í það sem ég er í dag og ég er ekkert að segja að ég sé merkilegri en aðrir en fólk sambandið friðin þá þarf fólk að fara að tala saman, allar þjóðir, Norður-Kórea, Rússland, allir Kínverjar. Þeir vilja örugglega ekki eyðileggja jörðina alveg. Þeir geta 40-50 sinnum. En ef við förum aðeins aftur að verðlaununum, fannstu svona fyrir því að voru fordómar ef að þú hefði verið sko svona af einhverju svona fínni ættum á Íslandi þá hefði svona þér verið meira hampa á þessi? Þeir hlógu að mér sko 1976, þeir hlógu að mér hérna fréttamennir, þeir spurðu mig, Elías, þú vinnur eiginlega grein hinn í tugþrautinni og hvað er ólympíustyrkurinn? Þá sagði ég, já ég fær plássa togara once in a while og þeir stelli hlógu, hvers konar aumingjar Íslendinga væri, geti ekki styrt eina tugþrautamannin. En það var að því ég var alveg í fátækrahverfunum, ég hef aldrei verið heiðraður að ISI, FRI, IBR eða hvað þetta heitir allt saman, eða CIA. Við þurfum bara að vera ánægð með það. Já, samt var ég nýfaldur Íslandsmeistari. Ég var að keppa við stráka sem fengu styrki og þeir fóru á fyllir í 10-15 ár. Ég ætla ekki að nefna neinn upp. Þannig að þú varst nú kannski bara heppinn með það að fá ekki styrkin til að... Númer 1, 2 og 3, það er að fá allar þjóðir, Norður-Kórea, Rússa, Kínverja, Bandaríkjamenn og alla að borðinu. Annað er bara rugl. Við getum talað um þetta í 30 eða 70 ári í viðbót. Það er ekki nóg að tala, það er að láta verkinn tala. Heyrðu, það er gaman að hitta hérna, nýfaldan heimsmeistara, ólympíumeistara. Kæra þakki fyrir... Greinum ólympíuleikum. Glæsilegt. Já, en gaman að sjá orðuna líka, hún er nú alveg glæsileg. Fátækrahverfunum. Pabbi minn, hann var 57 árs
og ekki var hann óreglumaður, en stundum var allar til matur, en alltaf kaus hann íhaldið. Maður bara hristir hausinn, sko. Íhaldið og Framsókn, þetta er bara gamla mafían. Við höfum að skila, þeir eru að vera bara heima. Skila skömminni. Þú sér það er ekki vit í því að ef maður tala við útlending og segir að krakkagreiðin þurfa að borga íbúðina sinni 3-4 sinnum, þeir bara hlæja að manni. Hvers konar fábjánar hafa verið að stjórna hérna? Og verkalýðurinn kýs þetta aftur og aftur. Og þú sér nú með þennan sem var í VR, hvað er hann með? 5-6 milljónir. Þykist vera að berjast fyrir fátæklingana. Þetta er bara rugl. Þetta liði er að tróða undir sig og sína. Því miður þurfa menn að fara í háskólan til að læra að stela og ræna og röfla. Jæja, hörðu. Þetta var hressandi. Kæra þakki fyrir. Ekkert vita á þessu. Nú, en veit ekki þetta alveg, ég meina, hefur ekki skoðun á því samt hvort að við Íslendingar erum að gera rétt í varnarmálunum? Ég veit það ekki. Best að segja ekki neitt. Hvað ef að þú væri nú varnarmálaráðherra og bara allt í einu fengir það embætti? Hvað myndir þú gera í málunum heldur? Ég veit það ekki. Ég myndi gera. Ég vil bara að reynda að setja frið. Bara hafa frið. Reyna að útrýma þessum stríðslátum. Já. Og við Íslendingar ættum ekki að taka þátt í þessu stríðsrekstri eða hvað? Nei, við höfum ekkert að taka þátt í. Við höfum að fá verið frið í okkar landi. Já. Og beita okkur fyrir friði? Já, við höfum landið. En ef einhver kemur og tekur okkur bara eins og Grænland, eins og áform eru? Við getum ekkert gert þá. Við getum ekkert gert. Já, hvort sem er, sko? Nei. Jæja, ég ætla ekki að segja meira. Ja, þetta er nú bara mjög ákveðin afstaða. Og margir sem eru á þessu að þetta sé kannski sterkast afstæðan. Því mestu öryggi bara fólkið í friðinu? Já. Ég var vona að það verði. En má ég nokkuð spyrja hvað heitir? Ég heiti María Anna. Það er 88 ára gömul. 88 ára gamall friðarsinni. Það er að þakki fyrir skemmtlið. Sko, hefur eitthvað fylgst með þessari umræðu sko, varnarmál Íslands og heimsins? Ég get ekki sagt mikið fylgst með því, en maður veit eitthvað. Og hvað finnst þér þessi stór auknu útlát okkar til stríðsreksturs og stríðsmála og hér séu svamlandi kafbátar og herflugvélar og svona, veitir þetta því öryggi? Aukin fjárveiting? Já. Ég bara hef aldrei hugsað þetta svoleiðis. En þetta þarf að verja landamærin. Þannig að það þarf eitthvað að gera, en ég veit ekki alveg hvort maður vill kannski hvað er ekki 3 milljarðar í stríð í öðru löndum. Ekki alveg sem að það sé kannski það sem ég langar nota féði. Þetta er kannski að það átt að eitthvað ræða þetta mál kannski við þjóðinni eitthvað þannig? Já, það hefur alveg verið góð pæling, sko. En hvað finnst þér svona ert þú hrædd þegar þú hlustar á þessu pælingar kjarnorkustyrjöld og þriðju heimsstyrjöldina og þú finnur til svona ógnar? Ég veit ekki að segja þessu dagstælega, sko. En það finnir svona ákveðu öryggisleysi meira í fólkinu kringum hann og svona þegar maður er að ferðast erlendis og svona, það er svona fólk hefur meira svona varan á sér. En börn sem í kringum, þegar þau heyra þau verða að tala kjarnorkustyrjöld og heimsstyrjöld, finnst þér svona erfitt að útskýra málum fyrir börnum? Þurfti að útskýra þetta neitt fyrir þig. Mín börn eru svo stór og þau bara mynda sér sína í einskoðanir. Þannig að ég bara ekki þetta neitt mikið að fara, sko.
En finnst þér sannfærandi þegar það er sagt að þýði ekkert að vilja bara frið og við tökum ekki þátt í stríðsrekstrinum? Ertu sannfærð að það borgi sér á einhvern hátt að taka þátt í því? Ég finnst að Íslandi bara vera hlutlaust svona ekkert að taka þátt í einhverjum stríðsrekstri sko. Við höfum alltaf verið hlutlaust, þetta er bara alltaf hér. Við erum nú búin að vera með amerískan varnarsamning samt mörg ár. Já, ég held bara að þeir sem langi að taka landið yfir þeir bara gera það sem að einhverjum við erum í leiði sko. Og er einhver sem þú ert hræddari við en annar? Það er alltaf gott að vera hertekinn, ég held að það skiptir ekki mjög hver það er sko. Hefur þakkaði kærlega fyrir, maður spyrur hvað heitir? Ég veit ekki. Takk fyrir spjallið. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Komið þið sæl og blessuð, við ætlum að ræða fjölmiðla eins og við gerum hér yfirleitt á mánudögum. Ég heiti Björn Þorláksson og hér eru að minnstakosti 2 góðir gestir. Það er spurning hvort sá þriðji bætist við síðar. En hjá mér er Sunna Kristín Hilmarsdóttir. Þú ert formaður dómnefndar blaðamannaverðlauna, ekki satt? Jú. Já, velkomin til okkar. Takk fyrir. Og svo María Lilja, þú ert mér nú að góðu kunnug. Já, hæ. Samstarfsmaður minn hér á Samstöðinni. Þið eruð báðar blaðamenn og ég er blaðamaður og blaðamannaverðlaunin eru fyrirbæri sem að hefur verið töluvert fjallað á samfélagsmiðlum núna síðustu daga. Er okkur að bætast liðsauki? Já. Oddný Eira Ævarsdóttir hér á leiðinni. Vertu velkomin. Ja, allt í góðu. Og já, ég sem sagt, við höfum orðið vör við það að það hefur verið svona umræða víða á samfélagsmiðlum blaðamannaverðlaunin eins og oftar. Það er fengur á því að fá þig til þess að upplýsa fyrir okkur og einkum náttúrulega hlustendur og áheyrendur hvaða reglur og viðmið eru notaðar tilnefningar og hvað þarf að uppfylla. Ef við byrjum kannski bara á því að þú segir okkur er það rétt að blaðamenn tilnefni sjálfa sig alla jafna til þessara verðlauna? Það er bara allur gangur á því í rauninni. Það er bara opið form á internetinu, svo kallaða. Þar sem í rauninni hver sem getur sendt inn tilnefningu. Og í gegnum árin hefur það gjarnan verið svo að fjölmiðlarnir senda svona pakka, bara tilnefna alls konar efni af miðlunum. Blaðamenn geta síðan líka tilnefnt sjálfa sig, en síðan getur almenningur líka tilnefnt. Og það hefur alveg... Ég svo sem hef ekki verið það lengi í þessu að ég geti kannski sett eitthvað fingur það hvort það hefði færst í aukana eða ekki. En almenningur er alveg að senda inn líka. Og bara fólk út í bæ. Sem er bara mjög gleðilegt. En já, það er bara, í rauninni þá er það þannig að það getur hver sem sendt inn efni og það koma... Í ár voru þetta hátt í 200 tilnefningar sem voru sendar inn og það hefur farið yfir þá tölu. Þetta er 3. árið sem ég er í nefndinni og annað árið sem ég er formaður dómnefndar. Og þetta svo bara erum við í nefndinni að fara yfir þetta efni. Það er líka alveg þannig að nefndarmenn geta sjálfur komið með eitthvað efni að borðinu sem að ef það er eitthvað sem að þeim finnst hafa staðið upp úr, þeir vilja koma með inn og það kemur ekki inn í gegnum innsendar tilnefningar. En það er oft þannig með svona verðlaun að það kostar að tilnefna. Það er þannig í Eddunni, það er þannig í Íslensku bókmenntaverðlaununum. En það er ekki þannig í blaðamannaverðlaununum. Maður greiðir ekkert fyrir að senda inn tilnefningu, þú sendir bara tilnefningu. Og svo er það dómnefnd sem að velur tilnefningarnar og líka sigurvegaran. Þannig að já.
þegar þú segir sko fjölmiðlarnir sjálfur svona sendi einhvern pakka, þá ertu að vísa til stærri fjölmiðlana, þessara svona öflugu fjölmiðla. Ég hef sjálfur verið á þeim og þá kannski tekin umræða það innan hús í ritstjórninni, já, ef ekki þetta var svolítið gott, ef ekki að íta þessu og þessu, en náttúrulega minni fjölmiðlarnir eru kannski veit ekki einu sinni að þeir koma til greina, þannig að þetta raðast náttúrulega óbúslega mikið alltaf á sama fólkið á sömu fjölmiðlunum, stóru öflugu fjölmiðlunum. Sumir segja að þetta sé bara svona hringekja, að það skipti ekki máli hvað þú gerir, þetta sé bara, þetta fari bara alltaf á milli. Ég er ekki sammála því að það sé þannig. Það er fólk að fá tilnefningar í ár sem hefur aldrei fengið tilnefningar til blaðamannaverðlaunanna og Bændablaðið held ég að fá svona fyrstu tilnefningu til blaðamannaverðlaunanna í ár. Þannig að það er ekki þannig að þetta sé, ég meina, jújú, það eru vissulega sem blaðamenn sem hafa fengið fleiri tilnefningar en aðrir. Ég nefni Helga Seljan sem dæmi. Hann hefur, held ég, fengið mjög oft tilnefningu og mjög oft fengið verðlaunin. Sunna Ósk Logadóttir einnig. Þannig að sem tilnefnd í ár en er núna því miður að hætta í blaðamennsku, missir af henni. Það erum bara allir að hætta í blaðamennsku. Já, þú veist að ég er bara líka hætt. Svo kemur hún aftur. Já. En þannig að en ég, þú veist, ég meina, ég skil alveg þessa gagnrýni og ég skil alveg þessa umræðu og það eru þetta þannig að ég meina, ég var að vinna inn á Fréttastofu Stöð 2 Vísis og Bylgjunnar á sínum tíma og þá var þetta umræðu sem var tekin bara hvað þetta senda inn og það var í rauninni oftast sendi meira en minna. Og ég veit ekki hvernig það er á öðrum miðlum, ég þekki það bara ekki að því ég hef ekki starfað þar, ég hef ekki unnið á Mokkanum, RÚV, Heimildinni, þú veist, Bændablaðinu eða öðrum minni miðlum eða hvernig sem að skilgreina það. En svo er þetta bara eins og allt, ég meina, fólk hefur mismunandi skoðanir á því og skara væri það nú ef blaðamenn hefði ekki skoðanir á því hvað kæmist í gegnum nálar auga 5 manna dómnefndar og þetta eru þetta frekar fáar tilnefningar þó þetta sé margir flokkar, það eru bara 3 tilnefningar í hverjum flokki og og eins og með öll verðlaun þú veist hvort sem það eru þessi verðlaun eða íslensku bókmyndaverðlaunin eða Eddan eða þú veist Óskarinn eða Grammys eða skiluru, það bara fólk hefur mismunandi skoðanir á því og það, mér finnst það bara eðlilegt og bara góð umræða. Hefur eitthvað tíman að því að nú hefur sko blaða og fréttamennska breyst ótrúlega mikið á svona síðustu 10 árum. Það eru öll podcastinn og podcast veiturnar og svo er náttúrulega allt lífstílsefnið. Og þetta er kannski svona svolítið efni sem var svona dettur og á milli og fer ekki beint svona í þessa tilnefningaflokka. Það er í rauninni ekki flokkar í kringum þetta. Veistu eitthvað til þess að þetta hafi komið til umræði allavega svona að breyta þessu. Svona dagskrárgerðarverðlaun. Já, einmitt, já. Fréttamennska. Það er náttúrulega einhver umræði sem þyrfti í rauninni bara taka á aðalfundi félagsins af því að dómnefndin í rauninni sækir umboð sitt til félagsmanna en ég bara það var allavega ekki á þeim aðalfundi sem ég mætti síðast á, þá voru önnur mál á dagskrá. Já, það var mjög heitur fundur. Já, en sko það hafa alveg, þú veist, síðan ég byrjaði, þá hafa alveg verið dottið inn, þú veist, inn í innsendartilnefningar, einhver podcast ef mann rétt og núna er náttúrulega ein útvarpsþáttaröð vissulega á Rás 1, en svona, hún er svona í podcast formi eða skiluru, þú veist það er svona, þú veist RÚV þetta hefur hafið innreið sína inn á hlaðvarpsmarkaðinn sem er líka umdeilanlegt skiliði, þú veist og svo ég hugsa bara þú veist hugsa svolítið lífið og Vísi. Já, ég er svolítið, hugsa það er náttúrulega oft alveg stærri viðtöl og ég manaði minnstakosti í fyrra, þá fekk hún Auður Ösp Guðmunds. Hún fekk tilnefningu til viðtals ársins. Þannig að, jú, ég myndi alveg segja að þetta er alveg inn á radarnum, þú veist, hjá þeim sem er að senda inn, þú veist, en líka alveg hjá nefndinni, sko. Ég myndi alveg svona, þú veist, en svo er bara, já, þú veist, spurning hvort að það ætti bara, minna það eru þetta
Eddan eru ákveðin dagskrárgerðarverðlaun í sjónvarpi en útvarpsmiðlinn kannski ekki gert nægilega hátt undir höfði í einhverju svona en þó alveg hefur þó alveg fengið það var ræðið tilnefningar fyrir útvarp í blaðamannaverðlaunin sko. Já. Hver þín brennandi spurning, Oddný, til þessar umræðu? Hver var í fyrsta sæti? Er það sem ljóst, er það ekki? Er ekki búið að veita þau verða veitt á miðvikudaginn. Já, þau verða veitt á miðvikudaginn, já, einmitt. Þannig að ég get ekkert sagt það. Nei, ok. En það væri nýlunda. Og það er svona tilkynnt á samstöðinni. Tjúnið inn. Já, getum við sagt okkur þetta Þessi þáttur tekinn frekar árla morgun. Já, en sko, segðu mér með viðmiðinni, sko, eða mælistíkuna hjá ykkur, er það bara svona, er það alveg komið ykkur saman það í nefndinni, sko, þú veist, hvaða svona stikkur er það, fagmennska má segja það eða svo leiðis? Já, ég get alveg gefið ykkur smá innsýnin í það er ekkert sem er kannski mjög meitlað í stein eða skrifað eitthvað niður samkvæmt einhverjum stífum reglum. Þegar ég kem inn í nefndina fyrir 3 árum síðan þá var ég ný, en í nefndinu voru þá manneskjur sem höfðu verið í dómnefnd blaðamannaverðlaunanna í fjölda ára. Ég nefni Gunnhildi Örnu Gunnarsdóttur og Steinunni Stefánsdóttur sem dæmi og ég svona lærði svona handbröðun svolítið að þeim, var með þeim í nefndinni þá og svo endurnýjaðist nefndina mestu leyti í fyrra. Og við horfum til allskyns þátta. Við horfum til fjölbreytileika á ýmsum sviðum, þú veist, að við séum að horfa til bara umfjöllunar efnana. Það sé ekki bara eitthvað eitt stórt fréttamál dóminerandi. Við horfum til þess að það sé ekki bara einhver eitt fjölmiðl sem dómineri eða eitt blaðamaður ef því að skipta. Og ég meina við höfum hort til kynjasjónarmiða, það sé ekki bara konur að fá tilnefningar eða verðlaunin eða bara kallar. En hvað er það sko efnistökin sjálf? Það er fagmennskan, það eru þetta fer eftir hvað flokkur það er. Í rannsóknarblaðamennsku er kríterían, þú veist bara hver er rannsóknin, sjáum við hver vinnubrögðin eru. Þú þarft svolítið að geta séð í efninu vinnu blaðamannsins og við erum að leggja svolítið mat á þá. Auðvitað er það, þú veist, í nefndin er náttúrulega fólk sem hefur starfað lengi í fjölmiðlum. Kannski rétt að skjóta inn í að þetta eru fernverðlaun, blaðamannaverðlaun ársins, rannsóknarblaðamennska ársins, viðtal ársins og umfjöllun ársins. Já. Og svo er þetta bara, það er í rauninni bara mismunandi kríteríur sem við erum að horfa til í hverjum flokki í rauninni. En þið eru að reyna að vera eitthvað mótvægi við vinsældirnar, segjum sér svo eins og núna er talað eins og er talað við Rauðaborð að það nægir þingmönnum að segja eitthvað svona nægilega ósvífið til dæmis eða eitthvað svona sem stuðandi að þá sé það sko frétt til dæmis smellidólka fréttir og fréttir séu velun í flokki smellidólka það hljóma vel. Nei, þannig að raunverulega þið að búa til ákveð mótvægi líklega, skilur að horfa á ferlið, á vinnuna sem liggur að baki. Já, við erum að horfa í rauninni til gæða. Þú veist, við erum ekki kannski endilega að horfa til við höfum alveg hort til áhrifa umfjöllunar, skilur við, hefur einhver umfjöllun orðið til dæmis bara drifkraftur einhverja breytinga í samfélaginu, eitthvað hefur gerst inn á Alþingi, kjölfar einhverja uppljóstruna. Ég tek sem dæmi í fyrra fengu Helgi Seljan og Aðalsteinn Kjartansson tilnefningu en ekki verðlaunin fyrir umfjöllunum snjóflóðun í Súðavík. Og það var umfjöllun sem að hreyfði af stað bylgju sem að endaði sér með því að það var sett á fót sérstök rannsóknarnefnd varðandi snjóflóði í Súðavík. Þannig að nefndin horfir líka til þess, þú veist, en já, við erum ekki kannski, það er ekki inn í kríteríunni okkar eitthvað hvað er mest lesið eða vinsælast eða með mesta áhorfið eða mesta hlustunna, við erum ekkert með eitthvað tölur yfir það og það er einhvern veginn alveg, þú veist,
ef ég á að vera alveg hreinskilin, þá erum við bara mjög lítið að pæli því, við erum að hugsa gæði, jafnvel áhrif og svo bara eitthvað nýtt að koma fram, þú veist, verið að draga eitthvað í dag, þú veist, og það kannski þegar maður lesi við rökstuðningin, það oft svolítið það sem við horfum til, hvað verið að afhjúpa eða draga fram í dagsljósið, þú veist, eitthvað að stíga fram og segja eitthvað sem hann hefur kannski aldrei sagt áður frá, en allir kannski vissu að gerðist eða innan gæsalappa skiljiði. Og sem kannski fá, það ekki plús fyrir að vera taka áhættuna, kannski afhjúpa eitthvað mjög pólitískt vafa, eða eitthvað sem hættulegt, kannski bara eins og jafnvel blaðamenn sem að síðan lenda í vandræði með þyrftu og vernda halda, þið með eitthvað sérstak svona einhverja litla stjörnu fyrir það? Hugur ekki, já. Já, það má kannski alveg segja það. Ég vona nú samt að blaðamenn á Íslandi sé ekki mikið að lenda í hættu vegna þess hvað þeir fjalla Þeir eru drepnir með öðrum leiðum en bókstaflega. Já, það kannski það má kannski segja það. En og vissulega mætti áður en fórum í upptöku var ég tjá mig mikið hvað mér finnst einhvern veginn skorta skilning oft hjá almenningi en líka bara yfirvöldum, stjórnmálamönnum, valdhöfum á því hvað blaðamenn gera og fyrir hverja blaðamenn vinna. Blaðamenn í vinnu fyrir fólki í landinu. Þeir eru ekki í vinnu fyrir einhverja flokka eða stjórnmálamenn, svona almenn. Og auðvitað það umdelanlegt, ég menn einhverju miðlar hafa verið sakaðir að hafa eitthvað ákveðið að tjenda. Þessi miðl hér, ég nefni Morgunblaðið líka sem dæmi, en það ágætt regla sem að ég bara hef reynd að temja mér og ég legg til að fleiri geri að finna gagnrýninni stað í fréttunum sjálfum. Ekki gera sér það upp að blaðamenn séu með eitthvað ákveðið að agenda þegar þeir taka eitthvað til umfjöllunar. Má ég aðeins taka þennan bolta? Að ef fólk á förnum vegi sem hitti mig helgina núna endurspeglar almenning, þá var einmitt algeng spurning bara hjá þeim sem ég hitti, það var þessi blaðamannaverðlaun, hann Stefán Einar á Mogganum, hann ekki áhrifamesti fjölmiðlamaðurinn núna síðustu mánuði í ljósi þess að það sem hann dró upp á hjá spursmálum, það felldi þingmenn, tók þingsætið þeirra, sópaði þeim í burtu og þá voru menn að tala Þór Snæ og sannarlega kom hann mjög vel undirbúinn til leiks. Hann sýndi efnistök sem maður hefur eiginlega ekki séð lengi í undirbúningi, sumpart bara eins og best getur orðið á heimsvísu, hvað sem hann finnst hann persónulega eða hans efnistök. Og ég hef heyrt semst í ansi mörgum sem að skilja ekki að hverju hann sé ekki tilnefndur. Og svo eru líka margir sem skilja ekki að hverju samstöðin ekki tilnefnd vegna nýsköpunar framtagsins og vegna allra þeirrar deiglu sem hér. Við erum eitt mest umtalaði fjölmiðill síðustu missera, ég held að það sé alveg ljóst. Og þá einmitt af því þú varst að tala pólitíkina, þá langar mig til þess að spyrja þig. Það sem að dæmir fólk úr leik, ef fólk heldur að sé einhver pólitísk tenging, að þú segir að samstöðin það ekkert launungamál að hér hefur hluti fjárveitinga verið fyrir frá sósíalistum, en við erum hins vegar ekki öll sem tengjumst sósíalistum sem erum hér í dagskrárgerðinni og útilokar það þá samstöðuna, því ég veit að menn hafa verið að tilnefna okkur út í bæ, útilokar það okkur og það eins með Stefán Einar, hann bara orðið nóg pólitískur og þá kemur kannski síðasta spurningin, ég veit þetta orðið mjög löng ræða, en þá hvar eru skilin og ef þú getur aðeins brugðist við þessum pælingum af því að þetta almenningur að spyrja Ég auðvitað, þótt ég sé formaður, þá ég bara eitt fulltrúi í þessari dómnefnd og get kannski ekki talað fyrir hönd allra í henni. En almennt séð þá myndi ég segja að svona pólitískar tengingar
útiloki ekki það að fólk eða, já, fólk, þetta náttúrulega einstaklings verðlaun, svo því sé haldið til haga, þó að fréttastofur hafi vissulega fengið svona í gegnum tíðuna kollektívar tilnefningar, þá erum við oftast að tilnefna einstaka blaðamenn og áhrif hafa vissulega eitthvað að segja en líka gæði og en ég ætla ekki svo sem að fara eitthvað dýpra í það varðandi einstaka menn eins og Stefán Einar eða ég get nefnt Gunnar Smára eða eitthvað slíkt af því að þetta bara mjög þröngt nálar auga sem að þarf að fara í gegnum hjá nefndinni og það bara umdelanlegt almennt held ég, ekkert bara hjá dómnefnd blaðamannaverðlaunanna svo sem heldur bara almennt að til dæmis efni í spursmálum sé alltaf af gríðarlegum gæðum ef þú skilur hvað ég að fara þó að einstaka viðtal eða einstaka efnistöku eða hvernig sem það Þú ert að segja Stefán Einar sé jafn mikið í pólitík og honum blaðamaður Nei, ekki endilega sko Ég myndi alveg segja það sko Þú veist, ég held alveg Ég get sagt það Nei, þú veist, ég meina hann örugglega með eitthvað agenda eitthvað tíman en ekkert alltaf held ég þú veist, og og ég held að þú veist, og ég held að sami segja hér, skilur eitthvað tíman fólk hér eða blaðamenn hér með eitthvað agenda en ekkert alltaf, skilur og en þá það spurning, þú veist fyndu gagnrýninni staði því sem og það má kannski segja ég meina eins og með Stefán Einar, þú veist hefði hann gengið eins fram gagnvart einhverjum í einhverjum öðrum flokkinn Samfylkingunni eins og hann gerði gagnvart Þórði Snæ, ég veit það ekki það enginn sem veit það en maður má bara vona að svo sé Því þú segir hann hafi undirbúið þessu gríðarlega vel og svona grafið upp alls konar já gerði hann það alla Í þessu tilfelli var ekki Ég ekki sérfræðingur í vinnubröðum Stefáns Einar sko Ég hef verið nógu lengi í bransanum til þess að dást að undirbúningsvinnu hans fyrir mörg viðtalana það skín alveg í gegn að hann búin að leggja mikið á sig að lesa og grafa upp og grúska og alls konar og mín persónulega skoðun hún náttúrulega bæjast að því ég vinn hérna en mín persónulega skoðun svo að spursmál Morgunblaðsins og þessi stöð hér þetta sé það áhugaverðasta sem hefur komið fram í seinni tíð í fjölmiðlun á sama tíma og menn tala að ansi margt sé trénað og styrt og úldið í íslenska fjölmiðlaheiminum þannig að sko þá kannski eðlilegt að fólk spyrji bara út í bæ. Ég geti reyndar alveg nefnt að samanskapi, ég meina að þú veist eins og Marta María og svona fólk sem að ber svona höfuð og herðar yfir lífstílsefni, að því ég nefndi það einna áðan. Við erum að tala að í mörgum tilfellum þetta efni sem heldur vefnum hreinlega á floti. Þetta eru langmest lesnu greinarnar, umfjallanirnar og allt þetta, ég meina, þú veist, sitt sýnist hverjum kannski efnistökin, en þetta mikið lesið. Tísku, ráð og matarblogg og allt þetta. Já, en þetta kannski koma eins og vorum að tala það, kannski koma vinsaldirnar bara sem stjórna, þú veist, það þarf kannski ekki ykkur sérstök blaðamannaverðlaun fyrir, ég veit það ekki skil, og mér svolítið sérstaklega að þú sittir okkur hérna á samstöðinni, myndi sama hatt og spursmál, mér finnst það ekki mjög góður hattur sko. Ég ekki að því. Ég að endurspegla raddir fólksins í landinu sem að hefur verið að spyrja með síðustu daga það út af pólitískum tengingum sem að hvorki spursmálinn samstöðin eru tilnætt til blaðamannaverðlaunina vegna þess að fólki finnst að þar sé kannski gróskan mest og deiglan áhugaverðust. Þannig að þú veist En ekki pólitíska tengingi svolítið ólíksamt þarna, af því það talandi þetta, hvað íslensk orðið yfir agenda, vera bara með einhverja áætlu pólitíska erindi bara? Já, bara ákveði erindi ákveðina stjórnmálaflokka eða hagsmuna, ég meina, þú veist erinda hverra gengur þessi stöð, erinda hverra gengur Morgunblaðið, ég meina, það allt talað líka hjá almenningi að Morgunblaðið gangi erinda
útgerðarmanna og sjálfstæðisflokksins. En það eru gríðarlegi styrkir líka þar undir og einmitt svona hagsmuna raunverulega hópar sem að liggja þétt upp og undir þeim fjölmiðli en sem að mér veist ekki alveg sanngjarnt að setja eins og hér, þótt einhver lítill hluti komið frá sósíalistaflokkum, þá samt sko, ef einhver myndi horfa á dagskrárgerðina þá held ég að sé svona einmitt mjög mikil viðleitni til þess að búa til hérna vettvang í ákveðinni vöntun, vettvang fyrir raddir einmitt þeirra sem ekki fá einhvern veginn að njóta sín annar staðar. Það er eiginlega númer 1, 2 og 3 hér sko. Og svoleiðis að mér finnst það svolítið mikið ólíkt sko. Já, en mér langar bara að segja að varandi þessar pólitísku tengingar þá langar við bara að ítreka það þó að það sé alltala hjá almenningi að mokkinn sé svona hinsegin eða samstöðun sé svona hinsegin og með eitthvað erindi eða eitthvað agenda að þá er það kannski ekki það sem við erum að horfa til í dómnefndinni og ég bara ítreka það sem ég sagði áðan að fólk finni gagnrýninni stað í því sem að er verið að skrifa eða varpa fram, sjónvarpa, útvarpa, hvað sem það er. Er þetta ráð til blaðamanna? Nei, til almennings. Já, til almennings, já. Og stjórnvalda. Þú veist, að bara ekki gefa sér það að þegar þú sérð eitthvað eftir Stefán Einar eða eftir Gunnar Smára eða bara hvað blaðamann sem er að hann sé með eitthvað hann sé með eitthvað rosa sterkar skoðanir og því hvað hann er að fjalla eða hann sé með eitthvað erindi sem hann þurfi svo rosalega mikið að koma frá sér á því að hann, þú veist, sé með eitthvað tiltekna skoðanir. Þú veist, grunnskylda fjölmiðlamannar flestar held ég og blaðamenn hafa þá reglu held ég langar sig allir, þú veist, ég get ekki fullyrt það er bara mín von að allir blaðamenn gæti að hlutlægni og, þú veist, en líka sanngirni auðvitað en og hafi fyrst og fremst það erindi að upplýsa almenning númer 1, 2 og 3 Já. En ef það er einmitt það er eitt mælikvarðan að upplýsa almenning þú veist og Helgi Seljan er tilnefndur oft ekki núna reyndar, ótrúlegt jók en hann er hann hefur oft verið í ekki skjóli en hann hefur verið á fjölmiðlum sem eru einhvern veginn viðurkendir en ef allir Helgi Seljan hefur verið að vinna hér við þetta rauða borð þá kannski hefði hann ekki verið með sama það mætti spyrja sig að því sko hver eru tengsla einstakra blaðamanna sem eru að sinna þessari köllun að upplýsa almenning og svo þetta bakland sem þeir hafa í einhvers konar fjölmiðli sem hefur viðurkenningu fyrir það fyrir einhvers konar hlutleysi eða fagmennsku eða hvað Já, ég veit ekki hvort það sé viðurkenningu hlutleysi eða fagmennsku eða eitthvað slíkt, þú veist, ég held að það sé alveg unnið að fagmennsku hér og ég held að það sé líka unnið að fagmennsku á Morgunblaðinu og ég menna það er blaðamaður á Morgunblaðinu tilnefndur í ár til blaðamannaverðlaun ársins, vissulega ekki Stefán Einar en Hólmfríður María Ragnhildardóttir og ég held að þetta snúist kannski meira hvar hafa blaðamenn tíma til að sinna dýpri umfjöllunum, til að taka sig kannski marga mánuði í að rannsaka eitthvað, vinna eitthvað efni, grúska og garfa og allt það. Þú veist, það er bara, þau geta gert það á RÚV, þau hafa geta gert það á Heimildinni og svo er það bara mismunandi að því að ég þekki það bara því ég var að vinna á Vísi og Stöð 2 Bylgjunni. Fólk er að reyna að sinna rannsóknarblaðamennsku bara svolítið á hlaupum meðfram vöktunum sínum. Og kannski endurspeglast það líka smá í því hvað fjölmiðlar eru tilnefndir í flokknum rannsóknarblaðamennska. Þannig að það er líka þá eitthvað ritstjórnarlegt efni að gefa blaðamönnunum tíma eða gefa þeim leyfi til þess líka og þeir hafi tíma en líka bara þetta snýst held ég oft fjármagn að þú hafi nægilega mikið af peningum til að geta ráðið fleira fólki í vinnu af því þú þarf að borga laun og þú þarft einhvern veginn að geta því svo, þú veist ertu kannski að rannsaka eitthvað og það þarf eiginlega eitthvað að koma út úr því þú veist, íslenski fjölmiðlar búa ekki við þann lúxus eins og bara maður þekkir erlendis þar eru stór rannsóknarteymi, þú veist, það var allavega þannig að við munum eftir myndinu Spotlight Washington Post, þú veist, sem að fjallaði rannsóknarteymi þar þau voru búin að eyða mörgum mánuðum í að rannsaka eitthvað og svo kom ekkert út úr því. Þau bara, jæja, hvað er það næsta? Íslenski fjölmiðlar búa ekki við þann lúxus. Þú getur ekki verið með fólki vinni í marga mánuði, borgaði laun og svo kemur ekkert frá þeim, þú veist.
þannig að því að sko rannsóknarblaðamennska er tímafrek, hún er mannaflsfrek og og það bara er ekki allir fjölmiðlar með bolmagn í það sko. Það er náttúrulega með öll mannana verka þau orka tvímælis og Já, og ég bara svo ég ítreki það skiluru að þú veist, að því að það Stefán Einar er nefndur og ég bara skilja það vel að fólk sé hissa á því að hann hafi ekki hlotið tilnefningu. Ég meina það er bara, og það er bara eins og eins og ég bara var að segja á það með öll svona verðlaunum, allar svona tilnefningar. En er það ekki samt fyrir ekki aðeins annað, þess að eins og þú ert að segja eitthvað að mér typist að við séum einhvern veginn farin að bítast Stefán Einar sko, svona athyglisýki, þú veist, en hjá svoleiðis sem virkar sko, en þú veist, myndur þú kalla þetta samt rannsóknarblaðamenn sko, þú veist, ég veist þú verið að tala það er þörfin á alvöru rannsóknarblaðamenn sko, sem tekur tíma og skiptir einhverju máli fyrir almenning, svona, og getur ekki annað verið mjög við einhverjum hlutum, Já, hreyfi við einhverjum hlutum en það sem við verðum að hreyfa við þarna með dónaskap oft og dilgjum og svona, ég meina bara svona framkominni kannski meira heldur en ég veit ekki hvort það getur vel verið að hann ætti að fá stjörnur í kladdan fyrir að hafa grúskað eitthvað. Sko, mér veist að við hefðum nú frekar átt að fá tilnefningu en Stefán Einar. Svo við byrjum bara á því. Við tilnefnum okkur ekki sjálf. Fyrir viðtöl ásins og ýmsið fleiri. En sko, það er ekki eins og við höfum gert mikið í því að láta velun okkur. En sko, af því að þú spyrir mig út í Stefán Einar sem eru orðin aðalatriði í umræðinni, þá hef ég í rauninni bara haft einn mælikvarða til þess að elda mitt blaðamannanef öll þessi 40 ár sem ég verið í bransan. Ég hef reynt að vera trúr röddum fólksins í landinu. Og frekar en að ég sé endalaust að setja mál á dagskrá, þá finnst mér almenningur eigi að fá að setja mál á dagskrá í gegnum nebban á mér. Og ég var á fundi í síðustu viku þar sem var kynnt skýrsla viðskiptaráðs. Það voru 30 eða 40 fundargestir bara úr ólíkum áttum sem af því að ég er með mikla reynslu í blaðamennsku og vildu vita hvað mér fyndist það að Stefán Einar áhrifaríkasti blaðamaðurinn, maðurinn sem að réði kosningunum, réði úrslitum kosninga með sinni blaðamennsku, eins og sumir orðuðu það og nefndu Mál Þórðar Snæs og fleira, hvað mér fyndist það að hann væri ekki einu sinni tilnefndur. Þannig að ég hef enga sérstaka skoðun á því hvort þetta eru réttmætar spurningar eða ekki. En þú varst þetta stattur á fundi viðskiptaráðs, Björn. Það var það sem ég hjó eftir líka sko. Þetta er ekki eitthvað bara fólki í landinu. Ég var nú líka á þessum fundi og enginn spurði mig, en ég þurfti reyndar að fara áður en honum lauk. Hér er ég flesta daga stattur í einhverjum heimi sem er kannski eins langt frá viðskiptaráði eins og hann getur orðið. Þannig er ekki bara fínt að maður sé bara hér og þar. Jú. En er einhver að spyrja því fram á gangi hvernig stendur á því að Stefán Einar hafi ekki verið tilnefndur? Nei, ég hef ekki fengið þessa spurningu innan hús. En mér fannst þetta velt upp, sko, þú hefur líka séð bara statusa frá hjá leiðandi fjölmiðlamönnum sem eru ekki alveg sáttir við hvernig hvernig staðið þessum tilnefningum núna. Já. Þú lesið þetta. Það er ekki eins og við sem búa til einhvern umdælanleika þetta. Nei, og ég menna eins og ég sagði líka áðan það er bara í góðu lagi að þetta sé umdeilt. Já. Ég held að sko hvað maður að segja. Er það ekki bara frábært fyrir ykkur að þessu umdeilt og þá er þetta, það verður þetta að vera eftirsóknarvert. Og fyrir blaðamannafélagi líka og fyrir bara blaðamennsku að eitthvað svona skapi umræðu. Er það ekki bara gott? Er ekki bara gott að við sem að ræða þetta, við sem að velta vöngum, þú veist, einhverju séu ósáttir, einhverju séu sáttir og allt það, sko. En bara, þú veist, og eins og ég segi, þú veist, eina sem ég get sagt varandi Stefán Einar er bara, hann komst í gegnum nálarauga. Það er mjög lítið. Og svo bara getur fólk bara haft alls konar skoðunar úr því að við hefðum bara átt að láta það átt að láta hann hafa tilnefningu en bara nefndin komst að annarri niðurstöðu. Þú voru bara aðri betri. Já, í rauninni má segja það.
það er rauninni það sem hérna felst í því að aðrir hafi fengið tilnefningu en ekki hann. En svo getur bara fólk verið ósammála því mati og það er bara fullkomlega eðlilegt. En hvernig komið í veg fyrir sko að það verði alltaf svona klúbabrægur á sem menn tala jafnvel ríkisútvarpið bara sem klúbb, risastór stofnun en ættingjar eru ráðnir og hérna starfsmannastefnan þeir þurfa ekki að rökstuða hverja er ráða og hverja er ráða ekki af því þeir eru OHF og margt sem bendir til þess að ríkisútvarpið sé bara eftir svona makræði síðustu ára orðin klúbbur sko og þá getur maður náttúrulega ímynda sér að líkurnar á því að einhverjir svona blaðamanna nefnd sem að hérna dælir út verðlaun geti líka orðið klúbbur. Þú sagðir að hefur orðið mikil endurnýjun, það er kannski ein leiðin til þess. Já, ég já, það var mikil endurnýjun í nefndinni í fyrra, já. Við erum sem sagt ég, Jóhann Óli Eiðsson, Pálmi Jónasson, Brynhildur Ólafsdóttir og Helga Arnardóttir sem var í pallborði og fundi viðskiptarás með hérna Stefán Einar í liðinni viku. Við erum í nefndinni og þau komu við Jóhann Óli vorum saman þannig 23 vorum þá nýlegar ef ég mann rétt. Það vantar nú einhverja pöngari í þessa nefnd. Þetta er mjög borgarlegt fólk. Já, finnst þér ég ekki vera pöngari? Ég veit ekki alveg hvernig ég á að taka. Þú þekkir mig greinilega ekki neitt. Jú, já, nákvæmlega. Þú þekkir mig greinilega lítið. En hérna, jú, við getum alveg, þú veist, örugglega, þú getur örugglega sett eitthvað merki með okkur eins og alla, þú veist, og ég get örugglega sett hann merki með þig að þú sért borgaralegur, þó þú vinnir hér, og þú veist, og þetta sé örugglega ekki til hérna, ekki skilgreint sem borgaralegur fjölmiðil. En hérna, en já, ég meina við, eins og ég bara var að lýsa á þann, þegar Oddný var að spyrja þú veist, kríteríur og hvernig við værum svona að hugsa þetta, þá reynum við að hafa það í huga að við séum þetta ekki í einhverjum böngar. Ég meina við fáum inn þetta ógrunn af efni, svo skildakvílur okkar herðum og fara í gegnum það allt með gagnrýnum augum. Og maður þjálfast mjög fljótt í því að sjá hérna hvað fer á svona eitthvað shortlista eða stuttlista, hvað þarf að skoða betur, hvað er hérna efni í tilnefningu, hvað er verðlaunaefni og svo framvegis. Og bara eins og ég lýsti áðan, við erum meðvituð það að reyna að hafa fjölbreytni í bæði flórunni af fjölmiðlum sem eru að fá tilnefningu, í þeim blaðamönnum sem að fá tilnefningu og hérna og umfjöllunar efnunum líka og hérna og kynjasjónarmiðin, en það hefur samt allavega þeim tíma sem ég hef verið aldrei eitthvað þurft að pæla eitthvað mikið í því sko. Það aldrei verið eitthvað konu kasta út fyrir kalli eða kalli kasta út fyrir konu, það hefur aldrei komið upp sko. Þannig að það er kannski svona það sem við erum síst með í huga bara því það þarf ekki. En hérna þannig að við erum meðvituð það að það verði ekki eitthvað böngar mentality og við þurfum líka bara að gæta okkar hlutlægni. Þetta er lítill bransi eins og við vitum. Og maður þekkir kannski persónulega eitthvað fólk sem maður verið að tilnefna eða fær jafnvel verðlaunin og það er bara rætt bara svo ég segi það, þú veist, og ég ætla ekki að fara út í það hvað við ræðum á fundum dómnefndarinnar, en þá er bara hreinskiptið samtalum til dæmis það og bara allt í rauninni kringum þetta sko. Ég meina persónulega skoðun á þessum tilnefningu núna, það er Guðrún Hulda Pálsdóttir Bændablaðinu. Mér finnst það geggjað og það er það sem maður rís upp úr og maður tekur alveg eftir því hvað það er allt öðru vísi. Mér finnst að blaðamannaverðlaunin eigi að leitast við að vekja athygli á nýsköpun, einhverju sem er frumlegt, sérstakt, stór einhver neyslu almennings á fjölmiðlum sem svo maður haldur áfram með hann annars mjög skrýtna samanburð sem bæði Stefán Einar hefur gert á Spursmáli og við hér á Samstöðinni, 40.000 manns hverri viku eitthvað sluði sem eru að horfa á okkur. Og Smartland fyrir Mókan. Ég held áfram að hérna tala fyrir því. Akkurat. Mér finnst sko svona smá establishment hérna slagsíða á þessu. Stóru miðlarnir sem hafa tíma til þess að nostra við tilnefningarnar og resursa til þess og svona. Mér finnst þið að horfa meira til litlu miðlarna. Einu sinni var ég á aggressífu rannsóknarblaði fyrir norðan sem hétt Akureyri Vikublað
og ég veit að ég kom einhvern tímann til hérna umræðu sem að það ætti að tilnefna mig til blaðamannaverðlauna og það var einhver í nefndinni sem að hafði sjálfur orðið fyrir barðinu og blaðamennskunni og sagði nei, það gengur ekki. En það hefði verið mjög flott. Já, ég náttúrulega var ekki í nefndin á þeim tíma. Nei, en við erum svo sagt hérna hér ekki bara að spyrja. Við erum líka að leggja fram. Við spyrjum bara hvers vegna fengum við ekki. Við bara spyrjum beint út. Já, eins og ég segi, með því að nefna Bændablaðið sérstaklega, þá held ég að það skipti Vísi, Stöð 2 og Heimildina ekki öllu máli að það sé alltaf verið að dekka. Man sýnist eins og sumir miðlarnir sé bara alltaf með fulltrúa. Nánast hvert einast ár. Þetta er alltaf stóru miðlarnir, ótrúlega tilviljun. Er það tilviljun? Ég veit það ekki. Ég bara nefni aftur það sem ég sagði áðan. Hvað ég var að reyna að gefa ákveðna innsýn inn í það hvað við erum að horfa á. Og það er ekki endilega vinsældir. Það er ekki endilega það er ekki endilega vinsældir. Eða þú nefnir nýsköpun. Það hefur kannski ekki verið einhver sérstök kríterja hjá nefndinni þó að nýsköpun geti mitt oft verið mikil fagmennska fólkin í því en í gegnum tíðina hefur samt líka hafa alveg nýstárlegar aðferðir við miðlun hlotið tilnefningu og jafnvel verðlaun þú veist, ég nefni það með minnir árið 2014 eða 15 hafi mbl.is ég mani hvort þau fengu verðlaun þau fengu allavega tilnefningu fyrir umfjöllunum brunan í Skeifunni ég man ekki hvort hann var 2013 eða 14 ég man ekki alveg hvaða áran var en þá fenguðu verðlaun fyrir hérna mér minnir að hafa verið einhvern veginn orðað þannig fyrir nýstárlegar aðferðir við miðlun frá vettvangi og þá hvernig þið notuðu netið eða eitthvað svoleiðis þannig að það hefur alveg þú veist verið hérna svo sem uppi hjá nefndinni gegnum árin en hérna en þetta er bara góð umræða og holl og hérna og eins og ég segi bara fullkomlega eðlilegt að fólk hafi alls konar skoðanir á því en þú segir stóru miðlarnir og þú veist RÚV er náttúrulega stór miðill með mikið fjármagn og það endurspeglast kannski einhver leiti í tilnefningunum af því að blaðamennir þar hafa góðan tíma. Já, einmitt. Viljið þið leggja eitthvað fram frekar í þetta? Starfssystur mínar hér, kærar. Nei, þetta er oft með svona viðurkenningar eða verðlaun þá eins og með bókmenntaverðlaunin þá þú veist er komið sér einhver blóðdropi fyrir spennu, sögur og svo hefur oft verið talað ég man ekki hvort að barnabókaverðlaun eða þú veist að það sem þú ert að tala kannski hugsaðu með sér kannski væri alveg mikilvægt fyrst að það hefur verið að draga athyglina að fjölmiðlun og svona vandaðri fjölmiðlun að það væri líka það væri áhugavert að vera með einmitt tilnefna eins og þú, samkvæmt því sem þið eru að tala svona, þetta vandað því er gefin tími og það hefur áhrif skiptir máli eða þannig, þetta heyrist að vera þetta er eitthvað svona umfjöllun sem skiptir almenning máli en það sem þú ert að meina það er kannski líka þetta svona að veita viðurkenningu fyrir nýbreytni eða eitthvað lítinn fjölmiðil sem er að koma sér eitthvað lítið blað út á landi pínulitla, ég veit ekki, einhver dagskrár pjessi út á landi sem er allt í einu komin rosalega metnaður í og er farin að þú veist, segja almennlegar fréttir af því sem er að gera þetta í héraði þá væri þetta skemmtilegt að svona benda á það sko, en kannski það á einhverjum öðrum vettvangi kannski er þetta bara ekki svona djúft við erum bara ekki blaðmenn eitthvað að rýna í nei, það er gaman, það er skemmtilegt en ég held að það sem kannski komið ljósa það er svolítið þörf á því að það sé talað fjölmiðlun og svona henni veitt athygli og við tölum eitthvað sem er velgert og ræðum og þú ert náttúrulega með þennan fasta lið hérna, ég held sem er mikil þörf á því að ræða bara fjölmiðlun og það hefur sýnt sig að það er mjög svona lifandi samræði hérna bara hvað skiptir máli að því að fjölmiðlun bara á undir högg að sækja í heiminum og það er svona mál flestra að
að það eiginlega sé aldrei jafn mikil þörf á almennlegri fjölmiðlun og aðhaldi við ríkisvald og aðhald við stórfyrirtæki og aðhald við bara pólitíkin og valdið. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að þannig að þetta eru einverðlun en við sjáum þörfina á umræðinu. Og kannski bara, þú veist, hugmynd til félagsmanna í blaðamannfélaginu, þú veist, kannski þarf eitthvað bara uppfæra flokkana eða, þú veist, stækka hvert flokk, þú veist, 3 ætemi alveg, þú veist, við höfum alveg rætt það í nefndinni eiginlega bara síðan ég byrjaði, þetta eru fá ætem, þú veist, og kannski eins og Marja Lilja var að benda á því fjölmiðlun hefur breyst svo mikið og það eru komnar líka bara aðra leiðir og alls konar ný miðlun, skilur við, og eins og þú ert líka að benda á að kannski þarf bara eitthvað að víkka þetta út, en það þá einhver ákvörðun sem að þarf að taka á stærri vettvangi en hjá 5 manna dómnefnd, sko, þú veist, þannig að ég bara, þú veist, þetta er bara, að því við vorum líka að tala þú veist, dagskrárgerð, þú veist, og hún er víðar en bara í sjónvarpi, sko, þú veist, eins og Eddan, eða skiljiði, þú veist. Þetta ætti bara að vera eins og Eddan, sko, núna, þetta verða bara risa viðburður. Já. Jú, kostaður hverjum. Já, ég geðast til í það. En svo náttúrulega þú veist, líka eitthvað sem að hefur verið rætt við mig svolítið síðan ég byrjaði í þessu, að þú veist, að því að þetta er náttúrulega þannig í íslensku bókmenntaverðlaunum að það er líka náttúrulega eitthvað nefnd sem að velur bara sigurvegarann. En þú veist, Eddun er náttúrulega bara kosning á meðal félagsmanna. Þú veist, ég veit ekki, kannski, þú veist, ég að kasta þessu mjög svona óábyrgt fram, ég veit ekki hvort að þetta hefur verið eitthvað rætt á vettvangi blaðamannafélagsins. Hafa þetta dreifð á gagsæra kannski? Já, þú veist, ég veit ekki, ætti kannski bara að vera eitthvað nefnd sem tilnefnir og jafnvel, þú veist, ein nefnd fyrir hvert flokka eitthvað, ég veit ekki, eins og er á Eddunni, þú veist, þar maður þú veist, og eins og er í bókmenntaverðlaununum, þú veist, þar ertu með að þú ert í nefndinni fyrir eitthvað ákveðið, þú veist, fyrir fagbókmenntir eða fyrir leikstjórnahandrit eða fyrir leik eða þú veist, hvernig þetta er og síðan er bara kosning þú veist, á meðal allra félagsmanna, hvernig sem það er gert, sko, ég þekki það ekki. En þetta er ég bara svolítið að kasta fram bara til kannski þeirra líka sem eru ennþá í fæinu, þú veist, ég náttúrulega ekki lengur starfandi blaðamaður en bara hugmynd, sko. Ég veit ekki, þú veist, og það er kannski að góða við svona umræðu og það góða við að fólk hafi skoðanir og gagnrýni það sem maður er að gera og maður sé gera eitthvað sem er umdeilanlegt, þú veist, að En því nefndinni hafi nú reynsluna, þannig að kannski er það líka bara einfaldast að hafa góða nefnd og ekki yfirildi Við erum alveg reynslu mikil og allt það og kannski er ekkert eitthvað frábært að vera með eitthvað svona kosningu, en þú veist, ég veit það ekki, fólk væri þá að lobbya og eitthvað svona, en ég menna, það er bara gaman, eða þú veist, ég veit það ekki, ég bara, þú veist, það er bara hugmynd, skiljiði. Svo fæ ég kannski símtal frá formann blaðamannfélags eftir bara, hvað ert að segja? Nei, þá lætur okkur vita og við gerum fréttum það. Já, ég fæ kannski símtal frá konunni minn á morgun eða álpast til þess að horfa á hann þátt og segja, býtu, ert þú beiski blaðamaðurinn, Bjössi minn? En já, ég tek undir það með þér, Oddný, að umræða fjölmiðlun á Íslandi, hún er mikilvæg. Sammála. Og við rendum hér nokkuð blind í sjóin með þennan þátt fyrir 6 eða 7 vikum og við vorum að velta þér fyrir okkur hvort þetta er ekki bara, hvort umfjöllunarefnið myndi ekki bara hvort það myndi ekki tæma það í 2-3 skipti, en það verður einhvern veginn alltaf meira og meira til. Það verður alltaf, þetta fæðir alltaf af sér fleiri og fleiri spurningar, umræða fjölmiðlun eins og við höfum verið að ræða hér í dag og þannig að svo sannarlega er núna rétti tíminn til þess að fjalla fjölmiðla því við erum á fallanda fæti. Ég skil ekki af hverju okkar besta fólk í blaðamennsku getur endalaust hoppaði yfir í annað og alltaf stendur sætið opið þegar það snýr tilbaka. Því ætti sjálfsvirðing blaðamennskunar og fréttamennskunar ekki að vera meira en svo að bara, finnst það svona gaman í vinnunni? Frábær blaðamaður? Já, en ef þú fer þangað, þá er ekkert víst að stólinn bara býðin auður þegar þú kemur tilbaka. Þetta vísi ég eitthvað sérstaklega, ég veit ekki alveg. En þannig erum við, þau segja þetta öll. Já. Að braindreinið, atgerfisflóttin úr fjölmiðlun yfir í störf sem eru betur launuð,
hann er svakalegur. Það er líka svo mikill hvati til þess að stökkva. Því þú getur alltaf snúið aftur tilbaka. Já, inn í heim blaðamennskunnar. Já, er það þannig? Ég náttúrulega ekki að fara að stökkva eitthvað aftur tilbaka í blaðamennsku sem fullt starf, sko. Ég ekkert vissum að ég gæti það svo glatt. En að því það sem ég var að vísa í áðan, að það er ekki endalaust fjármögnin á miðlunum til að bæta endalaust við þessi fólki, sko. Eða þú veist, það er örugglega svolítið mismunandi. Og og eins og bara þú veist, hefur verið rætt eins og með RÚV að þú veist, það er sagt að það sé ráðningarbann á RÚV. Það er það sem blaðamenn eru að tala um, þú veist, að það sé ráðningarbann þar. En þú veist, ég veit ekkert hvað er til í því, skilur. Þeir voru að auglýsa eftir fréttamönnum bara fyrir hálfum mánuði og taka fólki í viðtöl. Já, en var það ekki líka fyrir sumarið? Vonandi fáðu nú eitthvað sumaraflýsingafólk. En það var líka verið að auglýsa eftir fólki á Stöð 2 og Vísi. Það fóru nú 2 blaðamenn þaðan nýlega, Heimir Már Pétursson og Kristín Ólafsdóttir. Þrír, þau fóru í aðstoðarmann. Já, þau fóru í aðstoðarmann. Já, var ykkur 3. sem var þetta þar. Og svo náttúrulega sem ég nefndi á þann, Sunna Ósk. En af hverju myndið þú ekki vilja fara aftur í fjölmiðlun? Ef við má spyrja bara. Já, ég fara persónulegu nótunar. Það er nú aðalega bara það er aðalega bara álægið. Ég er langveik. Skömmu eftir að ég hætti fjölmiðlum þá greindist ég með ólæknandi krabbamein og ég þarf bara svolítið að huga að heilsunni minni og því að geta svona sett vinnuna svolítið til hliðar þegar ég kem heim sem að þið kannast við að blaðamenn gera ekki. Þú veist, þeir eru bara alltaf í vinnunni. Það bara, þú veist, vaktin klárist kannski klukkan 4 eða 5. Svo bara kemur heim og þú bara stillir á speilin, kveikir á samstöðinni eða horfir á kvöldfréttirnar á Stöð 2 og þú horfir á RÚV og svo þarftu að horfa á Kastljósið og svo þarftu kannski aftur að skipta á samstöðina og tjekka á hvað var í mokkanum í dag. Ég var ekki alveg búin að ná að lesa það og var ég örugglega búin að lesa nýjastu tölublaða heimildinni. Og svo færðu ábendingar og svo ekki verður að kíkja inn á Facebookið. Svo ertu kannski að tala við heimildamenn líka, þú ert í símanum eða Messenger eða Signal og þú veist, svo er náttúrulega Silfrið og 10 æskiluru. Þú ert bara alltaf, þú getur ekki mætt á morgunfund og ritstjórn með eitthvað sem var í 10 fréttum á RÚV í gær. Við erum stundum að senda skilabóð okkar á milli eftir miðnætti. Einmitt. Nákvæmlega. Þannig að ég er, þú veist, ég er núna að vinna sérst í Háskólanum í Reykjavík og stundum er einhver óreglulegur vinnutími þar, en það er aðeins öðruvísi. Það er svona aðeins, það er aðeins rólegra umhverfin í akademíunni þó það sé mjög skemmtilegt og mikil gróska auðvitað að vinna í háskóla. En það var nú fallegt að þú skulle verið í sér nefnda og sért að tilnefna fólk sem þú veist er einmitt búið að leggja mikið á sig og þekkir þá álægið. Já, mér finnst bara gaman að geta þú veist, tekið þátt í því að lyfta blaðamennsku upp og ég sá það einhverju umræðis á Facebook að blaðamenn séu sjálfhverfasta stétt á Íslandi og bara, mjög oft sagt okkur og blaðamenn elski að tala við sjálfa sig eins og við erum að gera hér. Þessi þátt er gott hvað við erum sjálfhverf en sko, hver á að gera það? Hver á að lyfta blaðamennsku upp og einhvern veginn tala upp þessi mikilvægu stétt sem við viljum meina sé aðrir en blaðamenn, já kannski viðskiptaráð, ég veit það ekki en sko, þú veist, stjórnmálamenn gera það mjög takmarkað og og kannski bara mættu blaðamenn vera ennþá meira bara ættu þeir að vera ennþá stærri og ekki litlir í sér heldur bara að vera ennþá meira að bara rósa sjálfum sér taka sér meira pláss umræðu, ég veit það ekki þú veist, kannski myndi almenningur þá alveg nóg á okkur en þú veist, þetta er bara einhver svona þú veist, og blaðamannafélagið hefur alveg gert ágætlega í því á síðustu árum að reyna að hafa einhverju svona vitundavakningu meðal almennings bara mikilvægi blaðamennsku og bara talandi rannsóknu blaðamennsku, það er líka stundum sagt öll blaðamennska er einhvers konar rannsókn af því þú ert að sækja upplýsingar þú ert að spyrja gagnrýna spurninga og grúska í einhverju og en þú veist þetta þetta er bara þó að það fari kannski tegunar á einhverjum að þá er það mikilvægt held ég eins og þið eru að segja sko. Já, hvernig gengur rimman hjá þér við krabban? Heyrðu, hún gengur bara vel sko. Já, ég bara er
Ég þarf alltaf að vera á lyfjum og því ég er svona viðhaldsmeðferð en mælist ekkert, engin sjúkdómur í mér eins og en ég þarf bara, þetta bara vinna, þú veist, taka fullt af lyfjum og passa upp á aukaverkanir og alls konar og þú veist, mæta á spítalan í blóðpörfur og sækja lyf og þannig að þú veist, en bara á meðan sko, og bara þakklátt fyrir það og bara þakklátt fyrir að geta verið í rauninni fullri vinnu og bara tekið einhvern veginn þátt í samfélaginu eins og bara vera hér og bara, þú veist, vera í blaðamannafélaginu og þú veist, og bara alls konar, sko. Þannig að það ekki sjálfsagt. Nei, okkar albestu óskir. Já, takk fyrir það. Takk. Frá okkur öllum á samstöðinni. Takk fyrir það. Gangið þið vel. Takk. Og kæri þakkir fyrir spjallið. Búið að vera mjög gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir að bjóða mér. Ég reynslunni ríkari, ég veit sumt núna sem ég vissi ekki og ég vona að það sé eins með ykkur, hlustendur og áhorfendur. Nú, sem sagt, Sunna Kristín Hilmarsdóttir, formaður dómnefndar blaðamannaverðlauna, hún hefur verið hér síðustu klukkustundi eða svo að ræða við okkur verðlaun sem verða veitt á miðvikudaginn. Ég óska hinum tilnefndu sérstaklega til hamingju með glæsilegan árangur, efast ekki að þau eru öll vel að því komin. Og ykkur, Oddný Eir Ævarsdóttir og María Lilja, kæra þakkir fyrir samvinnuna hér við það að fjalla fjölmiðlun. Við höldum áfram þættinum eftir andartak, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér góður gestur, Guðrún Tinna Thorlacius, kuklari eða spákona. Já, einmitt. Já. Hvoru tveggja? Já. Við ætlum svo litið að spá í svona þessu óhefðbundna sem að fólk á til að leita til og að minni tilfinningu í auknum mæli. Það eru svona óhefðbundnar leiðir til betri lífsgæða og aukinni lífsgæða og þú kannski tengir við þetta áhuga fólks á því sem þú gerir. Algjörlega, já, ég gerir það og ég er sammála. Mér finnst þetta vera svona meira viðurkenndara, þetta þykir ekki eins skrítið, þannig að já, ég tengi við það að það sé svona auknum mæli þetta leyfi að fara óhefðbundnar leiðir og þú sért ekki að taka þig út úr þessari normalgrúpu, þessi venjulega, það ekki þannig að þú ert ennþá venjuleg þó sért að fara óhefðbundnar leiðir í að skilja þig betur. Já. Já, og þú notast við svona hinn ýmsu ráð til þess að spá í framtíðinni og bara nútímanum og fortíð og öllu saman. Getur þú sagt okkur aðeins svona frá því? Já, það sem ég geri er að grúska í tarotspilum og talnaspeki og þetta er alveg órjúvanlegur bara hluti af mínu lífi og ég svona spegla mitt líf og tilveru bara mikið í tölum og táknum og það sem ég sé í tarotspilunum og já, ég hef náttúrulega gert þetta síðan ég var unglingur og oft eins og gerist að þá svona vaknar einhverja spurningar á unglingsárunum þegar við erum að reyna að henda reiður á hvað er framundan og hvað er framundan í mínu lífi og eins og svo maður heyrir það frá svo mörgum að fara inn í svona þessa leiðir eins og tarotspilin að bara til þess að fá einhverjum spurningum svarað, hvað gæti verið framundan og svo gerist svo ofta, svo er þetta bara eitthvað tímabil sem að svo rennur sitt skeið og fólk hættir að setja spilin honni í skúffu nema spilin mín, þau fór aldrei honni í skúffu. Þannig að, og nú eru liðið náttúrulega 35 ár síðan, eða meira. Já. Og þú heldur bara ótröð áfram og ert með námskeið og annað? Já, og svo er ég að halda námskeið og það er kannski það sem að ég brenn fyrir er það að ég finn hvað þetta er gagnlegt fyrir mig og mér finnst þetta svona eitthvað haldreipi þegar maður er að spegla sig og finna í raun og veru hvað er innra með mér og á hvaða leið er ég. Þannig að þetta er kannski tæki til þess að finna eða útskýra það sem þú veist þegar, innra með þér. Já, þetta er svona eins og innhverf íhugun einhvers konar. Já, það er kannski hægt að lýsa það þannig. Þannig ég brenn fyrir það að kenna öðrum að gera slíkt þess sama
og þá ég er með námskeið og ég held námskeiðin mín á netinu og ég að kenna fólki hvernig það á að lesa í tarotspilin og skoða talnaspekina sem líka mjög skemmtileg. Já. Getur þú sagt okkur, ég meina, hvernig leiðist maður inn í, maður auðvitað forvitin, eins og segir, þegar maður er unglingur, en svo talnaspekin virðist öllu flóknari. Já, sko talnaspekin sem ég að nota, hún þróast samhliða tarotspilunum og þetta mjög einfaldur útreikningur. Þannig að þetta bara ofsalega einfalt og þannig að þú ert að reikna bara út frá afmælisdeginu þínum og þá getum við séð svona ákveðna orku í tölunni sem þá persónuleikatalan þín og svo getum við séð ákveðna orku líka í tölunni sem þá þroskatalan þín og þroskatöluna reiknum við út frá árinu sem við viljum reikna eins og við getum fundið út úr hver þroskatalan þín þá árið 2025 og þá bara ákveðna orka í tölunni sem við getum svo dregið lærdóm af og svona speiklað í hvað finnst mér það að þessi tala og það sem hún stendur fyrir, hún að endurspegla árið mitt. Þannig og við getum bæði þá rannsakað innra með okkur hvað vaknar, en svo getum við líka nýtt okkur þetta meðvitað. Svo getum við líka búið til ásetning. Talan mín þessi, ég ætla að nýta hana svona þetta ár. Og ég að nota þá tarotspilin til þess að túlka tölunar. Þannig að í hefðbundinu talnaspeki verið að vinna með tölur frá 1 upp í 9 og ég þekki ekki þannig talnaspeki. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að hún með alveg 100% samhljóm með þessa talnaspeki sem ég að nota. En í talnaspekinu sem ég nota þá ég að útskýra tölurnar með tarotspilunum. Með þá þessu major arkana sem örlagaspilin og þá þessi lífsreynslu spil sem að koma seinna inn í stokkin. Og finnur fyrir því að fólk sé svona í einmitt auknum mæli að leita til þín og spurninga fólks, þetta yfirleitt, fólk alltaf að spyrja það sama, það að spyrja bara, þú veist, finn ég ástina og verði einhvern tímann ríkur og þetta, eða hefur þú fengið eitthvað svona bara undarlega fyrirspurnir? Sko, mér finnst í því betur sem þú þekkir spilin, að þá betur fattar fólk hvernig það getur bara nýtt sér spilin til þess að rannsaka bara lífið á tilveruna. Og eins og til dæmis bara að spegla hverju það að ná fram í, þú veist, hverju reyna að ná fram í vinnunni, hvernig get ég gert það, hvað hjálpar mér, hvaða orku ætti ég að búa til í vinnunni til þess að njóta mín betur. Þú veist, svona spurningarnar sem við getum farið inn í þegar við erum að nota stokkinn til að spegla okkur sjálf. Þannig að kannski fyrst kemur fólk með spurningar eins og finn ég ástina eða á ég eftir að eiga börn eða verð ég rík, en svo ekki endilega þörfin fyrir, þú veist, það bara, þú veist, hvernig vitum við hvernig það verður? Þú veist, það bara einhvern veginn svolítið og lausu lofti gripið. Þannig að ég alltaf að vinna í tarotspilunum þegar ég að leggja fyrir fólk eða skoða fyrir mig, þá ég að skoða svolítið farveginn sem ég stendi í núna. Og einmitt að rannsaka bara hvað kemur fram, hvað veit ég mig þegar ég fæ þetta svona prompt úr spilunum þegar táknin svona hjálpa mér að spegla það sem í undirvitundinni og innsæðinu. Já, og reyna að ná því fram og reyna að útskýra svona hvar stend ég núna. Já. Þú, ég kynnti þig nú sem spákonu en þú sagðir mér áður við byrjuðum hér að taka upp að þetta væri nú kannski, þú væri það sannlega, en þú tengdi nú kannski ekki alveg við þann titil. Nei, ég tengi ekki við það að vera spákona. Mér líður ekkit eins og spákona, mér finnst það kannski gamaldags orð, ég veit ekki. Mér finnst ég frekar vera, ég náttúrulega menntaði markþjálfi, þannig mér finnst ég frekar vera samtalið meira í þá áttina. Þú veist, ég að spurja spurninga inn í samtalið. Og það svo mikilvægt að þegar ég að leggja fyrir fólk eða með fólki í tarotlestri að þá þetta alltaf tengingin við innsæið innra með manneskunni sjálfri. Þú veist, hvað innra með þér? Hvað vaknar þegar ég segi þetta og þetta spil segir þetta og þetta, hvað finnst þér? Þú veist, þannig að við erum að reyna svona spurja spurninga meira heldur en að segja. Þannig að ég vinna allavega þannig að spákona veit það ekki. En nú sko markþjálfun það annað svona alternative akkurat. Fyrir einmitt bara bættri líðan. Eitthvað sem hefur orðið vinsælt núna bara síðustu 10 árin og ég man allavega ekki mikið eftir markþjálfum svona fyrir 10 árum. Þetta tiltölulega nýtt fag á Íslandi
og nú erum við náttúrulega orðin fleiri, þannig að nú svona almenningur og fyrirtæki þá meira að átta sig á því hvað markþjálfun bara dýrmætt inn á vinnustæði og inn í bara að opna möguleika og finna hvert þú stefnir í lífinu og markþjálfun á við allt, hvort sem það á við vinnulífið eða persónulega lífið eða fjölskylduna alla, þannig að markþjálfun alveg stórkostlegt tæki. Já. Að hvað leiti þá? Myndirðu? Þannig að þetta bara hvetur þið til þess að opna það sem við köllum í markþjálfun, þá köllum við það möguleikavíddina. Þannig að við erum að rannsaka mál og málefni út frá bara engum hindrunum. Hvað gerist? Þú veist, hvernig getur þú séð þitt drauma líf fyrir þér? Og hvað þarfst þú til þess að njóta þín í vinnunni og þá erum við að taka allar hindranir kannski úr sambandi, hvað bara sannanlega innra með þér til þess að finna leið til þess að njóta þín í lífinu og það getur verið hvað sem og markþjálfin þá hæfur til þess að halda utan samtalið og hjálpa þér að speglar þá þessa orðin þín eða líðan og hjálpar viðkomandi að ná í það sem það sem þú veist þig nú þegar. En hvernig verður þetta saman, tarottlesturinn og markþjálfun? Þetta fer frábærlega saman. Þannig að auðvitað vinn ég sem markþjálfi bara með hreina markþjálfin, en svo kannski fyrir svona þá sem eru opnir fyrir því að vilja nota tarotspilin, að þá alveg hægt að fara inn í þannig samtal líka og nota þá spilin til þess að opna ennþá eitthvað sem þú kannski vissir ekki eða hefðir ekki dottið í hug í vitund. Þetta svona eins og við séum að sækja úr undirvitundinni eitthvað sem það bara ekki komið hérna í framheilan, það ekki komið hérna framalega, þetta bara svona sækja aftan frá. Já. Þannig að við erum kannski stundum þegar við erum að nota tarotspilin með svona samtali, þar sem að spurningarnar eru til þess að efla þína vitund og vitundasköpun, að þá þetta kannski stytt í leiðina stundum. Já. Og maður dettur eitthvað í hug sem maður hefði ekki fattað annars. Ef að tarotspilin fá stundum að vera með. Já. Það áhugavert. Nú ekki allir alltaf jákvæðir í svona garð þessara óhefbundu leiða af svona bættari lífsgæðum. Hefur þú fengið, bara eitthvað svona mótbyr, hefur þú orðið fyrir einhverjum neikvæðum röddum svona, þar átt talaði með mitt eitthvað svona kerlingabækur og svona kukl og kerlingabækur, þetta nefnt í sem andráni. Já. Kannski, þú veist, ekki persónulega en ég alveg verið við það og ég veit alveg að slíkt til og það auðvitað áskorun að fá fólk í tarotlestur eða í svona þetta svona óhefbundna sem vill ekki vera á staðnum. En stundum kannski verið að senda einhvern, þú veist, farðu til Tinnu í þetta og þetta og svo kannski það ekki viðtaki, þú veist, það kannski ekki rétta viðmátið. Það alltaf óþægilegt þegar maður fær einhvern sem svona kannski mæti mann ekki með virðingu eða kurteisi eða skilningi. En ég held að út frá svona þessum óhefbundnu leiðum og þá þetta náttúrulega bara ein leið á mörgum og þetta eitthvað sem að tala til mín og ég kannski líka ekki alveg á þeim stað að vera, ég ekki að auglýsa eða biðja fólk að koma til mín í lestur, heldur ég meira að svara eftirspurn. Þannig að það kannski fría mér líka frá því að vera að fá einhverja svona óþægilega gagnrýni sem mér finnst óþægilegt að fá og mér finnst líka, þú veist mér langar náttúrulega að vera bara í þessu venjulega, en ég það ekki þannig að við viljum öll tilheyra, ekki satt og það svona að finna að maður tilheyrir ekki því sem þessi venjulegi hópur eða normalgrúpan, það hefur alveg verið fyrir mig pínu áskorun, að því að svo náttúrulega líka hómópati, þannig að það líka skrítið. Já, einmitt, það akkurat, og það svo þriðja svona óhefbundna leiðir. Það þriðja óhefbundna, já. Og homópatían auðvitað þetta með, þú vinnur auðvitað þá með remedíunar og smáskamta, remedíunar eru smáskamtar og við erum að vinna með orku og við erum að vinna með að hjálpa líkamannum að lækna sig sjálfur. Þannig að það líka skrítið. Já, það einmitt, kannski svona af þessu þrennu, ég sá óhefbundni hlutur sem að hefur fengið hvað mesta gagnrýni kannski, þetta með smáskamtalækningarnar og annað. Já, einmitt. Og það þetta hræðslan við að þessar lækningar og svona náttúrulækningar, þær einhvern veginn svona taki yfir þessar bara læknisfræðilegu vísindagreinina. Akkurat, og þá það kannski líka þessi misskilningur að þú þurfi verið að tilheyra öðru hvoru kerfinu í staðan fyrir að hugsa sem svo að nýta hómópatíu inn í heilbrigðiskerfið, að því hómópatar eru náttúrulega sérfræðingar í samtalinu og greiningunni
og þannig er homopatía hönnuð. Homopatía er hönnuð þannig að við tökum klukkutíma samtal. Þannig að það er náttúrulega dýrmætt fyrir fólk að geta talað sig og einkennin sín, bæði líðan og líkamlega einkenni í klukkutíma samtali. Já, það þekkist ekki í heilbrigðiskerfinu. Nei, akkurat. Og homopatar hafa tími í þetta því að okkar kerfi er hannað á þennan hátt. Þannig að svona mín sýn svo að þú eigir náttúrulega að geta unnið með homopatíu samhliða því að sækja bara venjulegar hefðbundnar lækningar auðvita. Af því að við erum náttúrulega við búum svo vel hér með öflugt heilbrigðiskerfi. Þannig að já, og sjálfsögðu. Og það ger ég náttúrulega auðvitað sjálf. En svona með kvilla eða eitthvað sem að ég get unnið með sjálf heima, að þá náttúrulega nota ég homopatíuna. Já. Þú svona pröfar það kannski fyrst áður en að... Já, absolutt. Já, hvað get ég gert til að styðja líkama minn, til að vera í sínu besta formi og þá mína líðan, þú veist, og þá getum við talað svefn eða verk eftir ræktina eða einkenn á breytingaskeiði. Halló, það er bara rosalega fínt að nota homopatíu það, því það er heilbrigður líkami sem að fyrir gegnum breytingaskeið. Þannig að, og homopatían hefur sannarlega svör við því. Þannig að það hjálpar mikið. Akkurat. Og það er einmitt, kannski, þetta hefur svo litið loðað svona við svona konur aðalega, einmitt að vera í þessu að leita óhefðbundina leiða. Já. Finnur þau fyrir auknum áhuga karla? Nei, alls ekki. Þetta eru mikið konur. Já, ég fæ bara örfáa kallmenn, bæði í lestur í tarot og hvort sem er homopatía. En kallmennir eru meira í markþjálfun. Það þykir ekki eins óhefbundið. Þannig það er svona meira að komast inn í þetta hefbundna, svona að það sé venjulegt að fara í markþjálfun. Já. Okkur heldur þessi munur sé svona á kynjum? Ég veit það ekki. Nú bara spyr ég, eru við konur tilbúnari að hlusta? Þú veist, var þetta hlustun? Var þetta það að við svona leifum okkur að rannsaka alls konar leiðir og svona hlusta eftir því hvað hendar okkur? Ég veit það ekki. Nei, þetta er áhugavert. Já. Því að það eru fjölmargir karlar sem hefði bara svolítið gott að hlusta á tarotspilin og eins líkama sinn. Já, og hvað var það námskeiðin mín? Ég held að ég hafi fengið svona í öll þessi ár sem ég hef verið með þessi námskeið. Ég held að ég hafi fengið samtals kannski 5 kallmenn. Þú ert allt konur. Já. Og þú talar samfélög og svona tilheyra og finna sig og ég tilheyri samfélagi það sem að ég sá þig mitt, það er þetta tarot samfélag á Facebook. Já, einmitt. Ertu þar hjá okkur? Já, það er orðið bara og einmitt, ég teki eftir því að það er svona stækkar og dafnar og það er á sér stað svona alls konar svona fyndin og skemmtilega en líka, þú veist, með alvarlegum undirtón, svona samtal þar sem að fólk er að spá í spilin og svona velta fyrir sér og á öllum stigum einhvern veginn. Algjörlega. Já, við erum þarna inn í, þú veist, þetta er hópur á Facebook sem heitir Tarot samfélagið og það eru náttúrulega bara allir velkomnir að vera með og það er svona vettvangur til þess að geta sett inn þá lagnirnar sínar eða spyrja spurninga og við höfum haft það þannig að það er að taka mynd og skellin á hópin og svo bara svarar einhver og ég svara, ef ég sé engan svara þá svara ég, en þú veist, svo er líka bara gaman að fá alls konar svör af því að svo kannski speglum við okkur í því að við erum svo ólík og hver og einn finnur sinn háttin að því að túlka spilin þannig að það er gaman að fá svona alls konar álit einmitt þegar fólk er að spyrja spurninga inn í hópin. Já, af því að mér finnst svo mikilvægt einmitt og ég svona legg áherslu á það á námskeiðunum hjá mér að hver og einn er að finna sína leið. Ég er svona að sýna fólki hvernig ég gera hlutina og svo er ég náttúrulega með algjört ofnæmi fyrir því að fólk sé eitthvað að segja mér hvernig ég á að hafa hlutina. Þannig að mér finnst mikilvægt að fólk finni sína eigin leið í að lesa spilin og svona hvernig þau vilja tengjast þeim eða nota þau eða lesa þau. Og það kemur náttúrulega bara með æfingunni. Hefur einhvern tímann dregið spil fyrir einhvern og fært vondar fréttir? Já, það er alltaf smá erfitt og mér finnst en samt mikilvægt að vera heil og segja satt og rétt frá. Þú veist, það er mér mjög mikilvægt. En svo náttúrulega skiptir máli hvernig maður segir þetta og ég myndi aldrei segja hér er einhver hræðilegar erfiðleikar eða hræðilegt eitthvað, þú veist, en það er hægt að segja, ég sé áskorun framöndan, af því að strax og það heyrir áskorun, þá einhvern veginn svo automatískt gerist hjá okkur bara áskorun, já, ég get gert eitthvað með þetta
og svo eða spilin eru áskorandi að þá erum við líka að fá tækifæri til þess að spyrja verkfæri. Þú segjum að það sé eitthvað framundan sem að krefjandi og erfitt, það líka að segja hér krefjandi tímabil eða ég sé krefjandi tímabil, hvernig tengjur við það? Og svo það þá kannski að spyrja, þá manneskjan að finna já, það krefjandi, það búið að vera þetta og þetta og þá hægt að spyrja inn í hvað hjálpar þér í þessum aðstæðum og þá getum við dreigið spil og fengið vísbendingar þessi verkfæri sem að manneskjan getur notað í þessum aðstæðum og það dýrmætt þannig að ég held að við þurfum ekki að óttast að það séu vond spil eða erfitt framöndan, lífið náttúrulega bara alls konar. Og þú ekki að kalla fram erfiðleika í lífum fólks með því að leggja fram erfið spil? Alls ekki, þannig að þetta samtal bara við alheiminn. Já. Og ég trúi því að það eigi þá að koma þessi undirbúningur fyrir þennan tíma sem að framöndan, sem að þá meira krefjandi og við erum þá að fá tækifæri til að búa til þessi verkfæri fyrir manneskjuna að vinna með það þegar þetta tímabil kemur. En svo ef að manneskjan væri að segja nei, ég bara á mínum besta stað í lífinu. Þá erum við ekki þar. Þá erum við líka að skoða, ok, hvað þetta þá? Og við bara erum að spegla innra með manneskjunni hvað spilin eru mögulega að gefa henni vísbendingum. Þannig að mér finnst líka mikilvægt að vinna þetta svona, að vera ekki að setja eitthvað á manneskjuna. Og eins og ég veit ekki, ég hef alveg heyrt af fólki sem hefur farið til einhvers og fengið leiðilega eða erfið spil og fengið svona einhverja sleggjudóma. Hér þetta verður svona og það bara vont og það getur líka verið skaðlegt af því að það eitthvað sem að fólk svo bara ber með sér bara árum saman. Einhver sagði við mig að þetta svona og svona alltaf að bíða eftir þessu slæma sem að kemur eða þannig að það getur verið alls konar. Þannig að mér finnst þetta mjög mikilvægt að við vöndum okkur hvað þetta varðar. Já, og vera ekki að setja eitthvað á manneskjuna sem að hún hefur ekki viðtaka fyrir. En þú tókst með því spilin? Já, ég tók með spilin. Já. Já, bara endilega. En við þurfum eiginlega að rekna fæðingatöluna þína líka, aðeins að gera pínu talnaspeki. Já. Ertu til í það? Já. En þú þarft eiginlega að stokka. Já, ég skal stokka. Er það ekki? Jú. Svona. Þú ætla ég að stokka þessi spil. Sýna þér hvernig ég ger þetta. Já. Og þú bara stokkar þannig til að þú búin að fá nóg og ég ætla að finna penna. Og við stokkum mikið notaðan stokk. Já, þennan stokk eignaðist ég þegar ég var svona, ég held ég að vera tæplega 20, 18, 19. Þú er aldrei týnt spiljur? Jú, margoft. Já, þau finnast alltaf eftir. Nei, nefnilega ekki, en ég á varastokk. Já. Og þegar ég byrjaði í þessu þá var sko besta æsku vinkona mín. Hún var með mér í þessu, við áttum eins stokka og svo hún í bara mjög vísendalegu fæi í dag, þannig hún ekki í tarotspilunum. Já. Og hún gaf mér stokkinn sinn og það varastokkurum minn. Þannig að ég tekur hennar stokk og seti í þennan þegar ég tíni, eða ef ég tíni. Já. En hvenær áttu afmæli? 1. september. Ok, 1.9. og hvaða ár? 1986. 86, ok, 9, 10, 16. Og hér verið að reikna út? Já, ég að reikna fæðingatöluna þína, bara út frá afmælisdeginu þínum. 19, 20, Gerir bara með því að leggja þá saman? Já. Þá ég að leggja saman bara daginn, mánuðin og allt árið. Þannig ég seti 1986 og svo fæ ég út þá, þegar ég legg svo saman útreikningin, þá fæ ég töluna 7. Já. Þannig að talan þín, svona samkvæmt þessar talnaspeki sem ég að nota í tarotspilunum 7 og það þá svona þín persónuleika tala og gefur vísbendingu svona ákveðin einkenni eða persónuleika og 7 vagnin. Þekkirðu tarotspilin? Eitthvað? Já, bara lítilega. Okay. Já, kannski bara svona forvitni. Já, þannig að 7 vagnin og vagnin þannig að það hermaður sem að stendur í vagninum og yfir honum svona gardína eða svona skygni og allsett stjörnum. Og það að vísa í það að hann andlega tengdur. Þannig að þá erum við að sjá þessi einkenni í þér og þínum persónuleika. Að þú sért andlega tengd. Og svo stendur hann í herklæðum og hann með tunglið í herðapúða
og þannig að það er verið að segja líka tunglið er með þér og þá erum við að vísa í innsæið. Þannig að þú ert andlega tengt og þú ert með sterkt og gott innsæi sem er mikilvægt að hlusta á, en þú ert hermaður. Þannig að þú skorast ekki undan og þú stígur inn í lífið og þú ert þá framkvæmdasöm og vilt stýra þínu lífi sjálf og líka það sem að hann gerir í vagninum er það að þetta er svona, ef þú þekkir eitthvað stjörnuspeki, þá er hann tengdur bógamanninum. Þannig að hann getur verið hvatvís, vill vera að fara á milli staða og vill hafa mikið í gangi, mörg verkefni. En griðastaðurinn er heima, af því að þetta er vagnin, síkunavagnin og þannig að hermaðurinn ferðast með heimilið með sér. Þannig að griðastaðurinn þinn er heima. Það þarf að vera, þetta helga rými og friður heima og með fjölskyldunni. Þannig að hvernig... Þetta passar bara mjög vel. Já, tengjum við... Já, bara allt saman. Ok, geggjað, gott. Og svo reiknum við það sem er kannski meira áhugavert er að skoða, það er náttúrulega gaman að vita hvernig maður er og hvernig maður svona getur nýtt svona sína eiginleika og eins og ég segi oft við sjör að þegar er verið að segja oft við konur, þú veist, slakað á, mikið að gera hjá þér og að hverju ertu út allt og allt þetta. Heyrir þú það einhvern tíma? Bara óbúslega oft. Já, þannig að þú ert sjö. Þannig að þetta er það sem að drífur þig áfram. Ég meira þess að heyrta að ég sé á yði í hérna settinu. Já, það er bara því að það er bara svona þessi neisti í þér og þú þarft en að reyfa til þess að halda þínum lífsneista. Þá er það að hafa mikið að gera, færa það milli staða, vera kannski pínu á yði. Já, það er bara orkan í þér, er þannig. Ok, svo erum við að skoða líka þroskatöluna. Þannig að þá erum við að skoða hvaða þroska er sálinn þín að sækja á þessu ári. Og þá er það 9, 10, 13, 14, 15, við skoðum það hérna. Og 5, 8, 9, 10, ok. Sko, þú ert í 10-unni og 10-an er lukkuhjólið. Já. Og þá er svo gaman líka að hugsa, sko, bara þannig að þú fáir einhverja pínu tengingu við þessa þroskatölu. Í fyrra hefur verið í 9-unni sem er þá 9, hún er náttúrulega svolítið að loka hringnum að því 10 er líka 1, þannig að nú ertu svona komin yfir strikið og fara inn í 9 farveg og 9 er einsetumaðurinn, þannig að þá eru að skoða árið í fyrra og einsetumaðurinn hann er búinn að klífa öll sinn fjöll, hann er búinn að ná ákveðnum árangri og hann stendur svona upp á klettabelti og horfir onni í dalinn og hann er að hugsa innra með sér, hvað er framöndan hjá mér, hvert vil ég fara núna, hvað er næst, hvert er ég að fara og hann er félagslindi innfarinn, næringin er í einverunni af því að hann þarf frið til þess að hlusta eftir því sem er innra með honum og nota þetta innsæi sem að þú átt í þér sem sjö. Þannig að þú kemur þaðan úr árunni í fyrra og þannig að við gerum alltaf ráð fyrir því að við náum árangri. Þú veist, tengjur eitthvað við þessa 9 sem að... Já. Þannig að við gerum einmitt ráð fyrir því að við svona náum árangri í hverju ári fyrir sig. Þannig að nú ertu komið með svörin sem að hafa svona vaknað innra með þér og ert komin inn í 10 og þá segir lukkuhjólið bara, ertu með? Breytum, gerum eitthvað. Og þá er það að nýta tækifærið. Þetta kemur inn eins og erkitýpan er the gambler eða vera að taka sénsinn. Því að það er náttúrulega ljós og skuggi í hjólinu. Þú veist, það snýst í ljós og skugga, þannig að það er að segja okkur, það eru gjafir, en það getur verið áskoranir. En þetta er nýtt og þetta er spennandi og þetta er gjöfult. Og það er þá með þér á árinu. Og eina sem að stoppar lukkuhjólið er reglubundi líf eða vanafesta, að þá segjum við óvart bara nei við hjólinu og þá rúlar það bara fram hjá þér og þá ferðu bara áfram í þann farveg sem þú ert í, sem er alltaf í lagi. En ef þú finnur þennan viðtaka innra með þér og þú vilt nýtt, eitthvað breyta, gera eitthvað nýtt, að þá er bara að vera vakandi gagnvart tækifærum á þessu ári. Og þú finnur tækifærin oft þannig að því að það þarf hugur ekki til að stokka á hjólið. Og þú getur fundið að svona innra með þér bara, þú veist, hvað er að fara að gerast? Þóri ég? Og þá er það að þóra að stökkva og segja, já takk, ég ætla að vera með. Já. Þannig að það er árið í ár. Þetta hljómar allt svo vel. Já, ertu til í þetta? Ég er bara ofbúslega til í þetta. Þannig að þú ert bara að segja já við lukkuhjólinu. Já, ég segi yfirleitt já við lukkuhjólinu. Ok, heyrðu, hafðu stokkinn hjá þér. Já. Og þú mátt dreifa úr honum. Og svo ætla ég að biðja að draga þá 5 spil. Það má alveg fara í veiðimann bara. Já. Bara dreifa vel úr honum.
Nú dreifi ég hér úr þessum Og svo líka gott að hugsa, þú veist, ertu með einhverja spurningu? Já. Ok. Þessi vill vera hjá mér. Það er hérna. Og ég ætla að fá 5 spil. Og hafðu þau bara, þarna ég sé þau. Já. 5 spil. Þarna ertu með hangandi manninn, svo farðu prinsinn í bikar, riddarinn í vöndum, 10 í bikar og 6 í mynt. Ok. Þannig að spurningin þín, það eru vísbendingur það að það sem þú ert að spyrja að það hafi verið bið eftir þessu. Það er eitthvað sem þú hefur verið að bíða eftir og jafnvel óþolumóð og þú vilt að þetta kýlist í gegn. En það er verið að segja við þig, ekki vera að íta of mikið. Núna er tími til þess að hanga í þessu. Hangandi maðurinn er að segja þér það. Hann hangir á hvolfi og hann er að segja, slakað á. Þú veist, þetta 100% það sem þú ert að spyrja verður, af því þarna ertu með 6 í mynt í restina sem er að segja ég er að ná árangri í því sem ég er að fást við. En hangandi maðurinn er að benda þér á að slakað á, hvíldu þig, lefðu þess að svona að mallast, af því að í hvíldinni, hún er dýrmætt af því þar vex eitthvað nýtt sjónarhorn sem að leiðir þið svo áfram. Og þannig eru náttúrulega vísbendingar líka að þetta er eitthvað sem að skipta þið máli alveg bara út frá hjarta og löngunum. Þetta er eitthvað sem þið langar í. Og svo nærir þetta líka áhuga sviðið þitt. Og þetta gengur upp í bara gleði og ánægju og þú ert að greinilega byggja eitthvað upp. Hvað ertu að spyrja? Það er nú það. Þú þarft ekki að segja það, en tengiru? Já, ég tengi, þetta tengist svona mínum aktivisma, við skulum bara segja það. Þetta tengist aktivisma, ok. Þannig að það er þetta bara glimrandi. Einmitt, þannig að nú er einmitt verið að segja bara leyfðu þessu bara að vera og gerjast að því að biðin, hvíldin er mikilvæg. Að því að ef við erum alltaf keira, að þá bara stöldrum við aldrei við og þá er ekki tækifæri til að sjá eða uppgötva eitthvað nýtt í aðstæðum. Þannig að núna er þessi biðtími sem er alveg krefjandi. Það er óþolumæði í honum. En sko, núna er bara tími til að hugleiða. Frábært. Og þetta er hangandi maðurinn, hanga einhvers þar í jókasilki. Þú veist, það er bara... Það er bara æðislegt. Þannig að reyna að fara að hanga. Herðu, Guðrún Tinna Thorlacius, þakka kærlega fyrir að koma hérna til okkur og fyrir að spá fyrir mér í hérna framtíðinu og svara spurningum. Þetta var bara alveg æðislegt. Já, gaman að koma. Og á þessum nótum skulum við setja punkt hér í kvöld. Ég þakka allum góðum gestum fyrir að koma hér að rauðaborðinu, samstarfsfólki mínu og Pétri Fjellstæði sérstaklega fyrir útsendinguna og minni á að samstöðin.is er hnappur þar sem hægt er að gerast áskrifandi og hvet ég ykkur eindreið til þess að taka þátt í því. Takk fyrir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.